Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi, vorið til, sumarið rétt handað við hornið. Forsetakosningar setja svolítið svip á þáttinn í kvöld. Ég ætla að ræða við 2 frambjóðendur þau mál sem þeir, eða reyndar þær í þessu tilfelli, hafa lagt áherslu á. Hérna aftar í þættinum þá kemur Halla Hrund Logadóttir og ég ætla að ræða við hann auðlindir, en eins og þið hafi heyrt að þá hefur hún lagt miklar áherslur á það. Ég ætla að spurja nánar út í þetta, hvað er hún að tala um? Er hún að segja að við þurfum að verja auðlindirnar okkar, að við þurfum að gæta þess að þær séu notaðar til þess að byggja hér upp gott samfélag, að þær séu almannaeigu, kemur í ljós í samtali mínu við Höllu Hrund Logadóttur hér seinna í þættinum. Ég ræði líka við Höllu Tómasdóttur. Hún hefur svolítið lagt áherslu að við þurfum, mér liggur við að segja svona eins og andlega vakningu, við þurfum að breyta verðmætamati okkar innan ríkisvaldsins en ekki síður í fyrirtækjum og svo kannski í persónulegu lífi okkar. Ég ætla að spurja Höllu Tómasar hvað hún á við með þessu, hvernig hún sér þetta geta gerst og breyst. En það annað efni í þættinum, hérna aftast í þættinum á eftir viðtalinu við Höllu Hrund að þá kemur hingað Benedikt Sigurðarson, góð vinur okkar að norðan sem að kíkir hérna við þegar hann á leið í bæinn. Ég ætla að ræða við hann kannski svipað mál og ég mun ræða við Höllu Hrundum sem auðlindirnar, en kannski meira svona auðlindirnar okkar, hvernig nýting okkar á þeim, auðlindarrentan, rennur hún til eigandana, ættu við kannski að fara sem að eigum auðlindirnar, sjóðinn, að fara að ræða svolítið öðruvísu þar, ættum við að velta því fyrir okkur hvernig við viljum helst að þær nýtist. Það ekki endilega gefið að það nýtist best með því að gefa ríku fólki auðlindirnar. Ég vonum að þau redda okkur kannski 1 eða 2 störfum. Benedikt hefur verið að fjalla ekki bara fiskveiðiauðlindina eða orkuauðlindina, heldur líka þá auðlind sem að túrismi notar, sem náttúrufegurð okkar og íslensk náttúra. Á milli forsetaviðtalana að þá kemur hingað Jón Kristjánsson fiskifræðingur. Tilefnið það að í hádeginu þá fekk mér að borða og hitti þar útgerðarmann sem var að segja mér það að fiskurinn væri stór og væri mikið af honum en hann var orðinn grindhoraður og það bendi til þess að það sé oflítið veitt að fiskurinn sé að horast upp á miðunum og ég ætla að ræða þetta við Jón Kristjánsson fiskifræðing sem hefur einmitt komið hingað stundum við Rauðaborðið og bent á það miklu víðar en hér að við veiðum allt of lítið og þessi skömmtun á kvóta leiðir til þess að það oflítið veitt og þar leiðandi verður stofninn of stór og fæðið of lítið og fiskurinn horast upp og ég ætla svona að fara yfir stöðuna og kannski kemur hann með nýjar tölur úr ralli Hafrannsóknastofnunar sem að mig grunar að sýni það sama og útgerðarmaðurinn var að tala í hádeginu að þorskstofnarnir okkar að horast upp í hafinu. En hérna fremst eftir örstutt auglýsingahlið þá ætla ég að fá hingað hana Guðmundu Gretu Guðmundsdóttur. Hún öryrki og hún hefur verið að skrifa greinar á Vísi mjög áhugaverðar þar sem hún að draga fram svona lífskjör öryrkja og tilefnið það að stóð til að bæta kjör öryrkja en ríkisstjórnin ákvað að fresta því vegna þess að hún var að safna peningum til þess að geta staðið við loforð sín vegna samningana sem voru fyrra árinu. Þannig að til þess að bæta lífskjör láglaunafólks að þá ákvað ríkisstjórnin að fresta því að bæta lífskjör öryrkja. Þetta náttúrulega reiðarslag fyrir öryrkja sem í veikri stöðu, í erfiðleikum með að berjast fyrir réttindi sínum, geta ekki farið í verkfall eins og verkafólkið getur gert. Og þegar þau eru vekja athygli á kjörum sínum að þá upplifa öryrkjar oft að það raunverulega enginn að hlusta. Það enginn sem að raunverulega setur sig inn í þeirra stöðu og þannig helst raunverulega kerfið gangandi vegna þess að ef einhver myndi setja sig inn í stöðu og lífskjör öryrkja þá yrði þeim ekki rétt svo hungurlús sem þeim ætlað að lifa af. Þetta umræðan sem við bjóðum upp við Rauðaborðið í kvöld, hvet ykkur til þess að hlusta. Minn ykkur áður en að við skellum okkur í viðtöl kvöldsins að samstöðin tilraunaverkefni. Það má vera að okkur takist að byggja hér upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil með aðstóð ykkar. Það samkvæmt mælingu sem voru gerðar hérna snemma í síðasta mánuði að þá 37.000 manns sem að horfa á þætti samstöðunar í viku hverri. Það 1250 líklega að fara að nálgast 1300 manns af þeim sem hafa gert áskrifendur og það umverulega
þetta fólk sem að færir ykkur dagskrána, það fyrir framlag þeirra sem að við getum reikið þetta. Það kostar 2.500 krónur að vera áskrifandi. Þið getið skráð ykkur með því að fara inn á samstöðu.is, það hnappur smástundur áskrift. Þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur, þið megi borga meira þið vilja og sumir gera það. Og þið getið kosið það að láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Það tilraunaverkefni sem við erum með, hvort okkur takist að byggja upp öflugan umræðuvettvang og fréttamiðil sem í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Ef ykkur finnst þetta áhugavert, ef ykkur finnst vera mikilvægt sem við erum að gera hérna á samstöðunni, þá hvet ég ykkur til þess að láta verða að því að skrá ykkur fyrir áskrift. Það mjög mikilvægt og það eiginlega mikilvægt að það gerir það sem fyrst því að það hjálpar okkur til þess að sjá aðeins fram í tíman hvernig við getum haldið áfram að efla og styrkja samstöðuna. Þetta eru skilaboðin sem ég vildi koma á framfæri, en núna koma skilaboð frá einhverjum öðrum og en síðan skellum við okkur bara í viðtöl kvöldsins. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross. Við ætlum að ræða kjör öryrkja en ein af afleiðingum af kjarasamningum sem voru gerðir snemma á árinu voru þau að missa kjarabætur sem að áttu að fara til öryrkja. Þeim var frestað og það er nú fræg setning í íslenskum stjórnmálum að það að segja fólki að bíða eftir réttlætinu sé það sama og að neita því það. Guðmunda Greta Guðmundsdóttir öryrki og hefur verið að skrifa greina núna á Vísi eiginlega kjör öryrkja, verður velkomin. Takk. Og þú dregur bara upp þau kjör sem að þú býrð við? Já, rauninni, já. Og það ekki að heyra að þú getur verið að bíða eftir réttlætinu? Já, sko, við erum náttúrulega búin að bíða svo lengi. Já. Það ekki eins og við séum ekki vön. Já. En náttúrulega það kemur að því einhverjum tímapunkti að eitthvað gefur sig. Já. Það endar náttúrulega með því og sveltur hestur nú lengi að hann fer ekki lengra. Nei. En hvað er að gera? Það er ekki eins og við förum í verkfall. Nei. Við getum ekkert gert. Þú getur skrifað greinar. Já, ég meina, ég er nú ekki miklu að trúða að ég sé nú að lesa það eða fara eftir því. Nei. Finnst þér að stjórnvöld séu svolítið svona brimvarinn fyrir fréttum af ykkar stöðu? Bara vil ekki heyra þetta. Grein sem ég skrifaði áður hvert að við ættum að borga kjarasamningana. Já. Ég senda hann inn á nokkra. Ég hef ekki heyrt neitt í neinu. Ekkert svar? Nei. Ég senda með þess að beint á Guðmundinga bara í gegnum Vinstri græna og hérna síðuna. Ekki neitt. Svo að við fáum enga áheyrn. Svo í rauninni eina sem eitthvað verið að hafa hátt þetta eiginlega það sem þú hefur verið að gera. Þú hefur verið bæði að tala við okkur og líka hann, Guðmundinga og þarna. Og formennina í ÖBÍ og Þroskahjálp og Geðhjálp og svo hefur nú talað við öryrkja líka þeirra kjör. Já. En geturðu lýst svona stöðunni fyrir þann sem ekki þekkir? Öryrkjans? Hvað er þér boðið upp á? Sko, já, hún meina það. Það er náttúrulega, sko, við erum
við fáum náttúrulega bara alltaf þessu upphæð, hverjum einasta mánuði. Það bregst náttúrulega ekki, við vitum af því, við fáum þetta, við erum ekki að fá neitt meira. Svo ef það verður eitthvað óvænt í okkur, þá eiginlega verður við annarkvært að taka yfirdráttarlán og spara þá við okkur til þess að borga það niður eða láta okkur bara vanta það. Það er spurt oft í svona könnunum, hérna, getur við mætt óvæntum útgjöldum upp á 80.000 krónur? Nei, ekki á þess að fá yfirdrátt eða hjálp við annars staðar. Ég geti það ekki. Og ef þú færið yfirdrátt þá er þetta að borga 17% vexti í dag, Já. sem eru kannski 11% raunvextir, það meira það kannski. Svona, ef maður getur, í lengstu lög að láta sig vanta það og reyna að skrimta fyrir því. Það er náttúrulega sumar hluti lætum að sér náttúrulega ekki vanta, svo þóttavélar og annað. En, nei, það er alveg þurft að láta að draga það sem manni hefur vantað. Það er svona góð regla í okkur öryrkjónum að ef það er eitthvað sem okkur langar í eða finnst okkur vanta, býða svona í mánuð. Ef þið vantar ennþá langar í það ennþá, þá skulum við skoða það. Sko. Við hlaupum ekki stað og kaupum eitthvað bara af því okkur langar í það. Nei. Í einni greininni varstu að benda á að það veri munur á því að vera fátækur og vera blankur. Já, það er eiginlega komið frá þér. Þú sagðir þetta daginn. Já, því að maður heyri það stundum þegar maður heyri svona, já, hvað ég segja, ráða fólk tala. Já, þú kannast við það. Fólk sem er í frambóði, talar að hafa verið blankt að vera í námi. Já, og þekkja aðstæðunar. Þekkja aðstæðunar. Líka, ég held að Sigríður Andersen hefði einhvern veginn sagt að hún drifti sér nú bara alveg til að lifa á þessum peningamánuði. Já, ég held hún að vekt upp verið hún. Frekar en einhver annar. En sko, fólk áttar sig ekki alltaf á því, sko, við erum búin að vera þarna lengi. Við eigum ekkert, þú veist, hús eða fullan skáp á fötum eða við eigum ekkert uppsafnað og getum bara orðið fátæk núna í smá tíma allt í lagi. Heldur við erum búin að vera svo lengi, við eigum ekkert. Ekkert upp á að hlaupa. Nei. Og enga væntingum að ef að ég þregi þorran í svona 2-3 mánuði viðbót og þá verður betri tíð. Nei, það er engin gulrót. Nei. Hún er alltaf tekin af okkur ef einhver lofur einhvað þá láta ganga tilbaka eða frestað eða við erum búin að halda þessu með breytingun á kerfinu sem við erum ekki hamingjusum með. Nei. Að við erum búin að halda okkar kjarabátum aftur í langan tíma út af því. Þeim hefur verið haldið aftur vegna þess að það hefur verið sagt við öryrkja að þið fá ekki kjarabætur nema þið kynkið þessu breytingum á kerfinu. Og svo kemur hann og segir að sko allir öryrkja sem eru í kerfinu, þeir eru safe, þurfi ekki að fara í gegnum þetta nema þeir vilji. Og það er rauninu sko er hann búin að klippa á, ég meina tilvonandi öryrkjar er ekkert að fara að berjast fyrir kjörin sínum. Það ætlar enginn að verða öryrkja náttúrulega. Svo að ef við sem erum öryrkjur núna getum alveg verið róleg nú þá bara látum við þetta bíða. En hver á þá að berjast fyrir þeim sem er að koma eftir okkur? Heldur að þetta sé svona pólitískt bragð? Ég held þannig að þetta sé svolítið lúmst svona Þannig að það brjóta rétt á einhverjum sem að mun verða öryrki í framtíðinni? Mögulega, en hann er ekkert að vera að berjast fyrir því núna. Og verkalýðsfélögin er ekki að skipta sér af þessu. Nei. Þegar kemur út fyrir það sko að fá frá fyrirtækjunu sjálfu sko, veikindaréttin, að þegar það er lokið þá kemur verkalýðsfélagi ekkert að því sko. Þú ert komin inn á. Og það er þó svo að þú hafi kannski mist heilsuna í erfiðisvinnu á vinnumarkaði og verður öryrki að á endanum kannski einhvern smá tíma, nokkur missiri að þá ertu kannski inn í félaginu og átt rétt á að sækja í sjúkrasjóðu og eitthvað lura, en svo kemur þetta inn að þeir eru alveg bara vísað úr félaginu. Já, í raun og veru sko. Þeir hafa ekkert meira með sig að tala. En í sambandi við það sem er aldrei talað í sambandi við að verða öryrki, það er sorgin, ekki bara sorgin við að missa heilsuna, heldur líka þú missir þjóðfélagið. Ég bjó út á landi á þessum tíma svona litlu bæjarfélagi. Maður kjaftaði við alla og þekkti alla og heilsaði öllum út á götu eins og gerist. En þegar ég verði öryrki og hætti með þetta vinna, þá kom enginn heimsótti mig. Ég varði eitthvað veginn bara svona mamma og svona minns. Í gegnum skólan hitti ég fólk. Það kom enginn að vinnufélagum með heimsækja mig. Er það vegna þess að við upplifum okkur svona svo mikið það sem við verum að gera Já, bara, þú veist, ég tilheyrði ekki lengur
ég var ekki inn í því sem var í gangi, það var náttúrulega fyrirtækið og fiskurinn var náttúrulega málið og það hefur ekki það að tala þá. Maður prófaði að fara á þessi, þú veist, þorrablóð og eitthvað svona og maður var ekkert inn í samfélaginu. Nei. Út af minni tengslum í atvinnu. En svo það líka þannig sem að margir öryrkjar tala að það fátæktin einangrar það. Já, það er svo margt sem þú tekur ekkert þátt í því sem að vera. Fólk lítur þá sem sjálfsagt að það kostar. Það kostar allt. Ég hef ekki nú alveg leyft þér þetta kostar nú ekki mikið. Ég meina, hver þúsugall að fara að skipta málið, þá ertu ekki að kaupa eitthvað sem kostar 6-7 skall sem augnablik ekki skaman. Nei. Maður reynir þá frekar að eiga það inni ef eitthvað kemur upp. Maður er líka alltaf að hugsa það. Býtum, má ég eiga þessu núna en ef þetta gerist eftir mánuð, hvað er ég þá? Við erum líka alltaf að hugsa það. Og kannski fátt sem raunverulega ókeypis. Þó svo að kosti ekki að þá eru tilheyrir ýmislegt eins og veitingar og eitthvað fleira ef þú ætlar að vera eins og hinnir. Já. Ég meina þú ferði ekki í bíónum að kaupa papp og kók. Það er líka mjög undarlegt þegar að ég er náttúrulega einsta móðir þegar ég verði öryrki að þó ég hafi fengið svona afslætti inn hér og afslætti inn annars þar þá gildir það ekki niður á barni. Það er alltaf að borga fullt verð fyrir hann þó hann sé sonur öryrkja. Hann verði ekki afslátt af því. Þó svo við sjáum það í könnunum þegar verið að mæla fátækt barna að þá er það eiginlega nokkur atriði sem að það er náttúrulega börn einstæðra foreldra. Það eru börn foreldra sem eru heimilum sem eru á leigumarkaði og það eru börn öryrkja. Pældi að vera svo barn einstæða móður sem eru öryrki á leigumarkaði. Það vortu eiginlega bara, getur þú bara sagt bæ. Það er ekki hægt að ná, það er ekki hægt að láta það dæmi ganga upp. Þú ert ekki að fara að gera neitt. Og teppinu, þú getur haldið þannig að barnið þitt fái nóg að borða, sko. Hún var hérna helgina Harpa Njáls, félagsfræðingur sem að opnaði umræðu fátækt í Reykjavík hérna síðustu aldamót og hún var svolítið að ræða þetta hvernig stjórnvöldu tækist raunverulega að horfa framhjá því að það sem að þér er rétt, að það er raunverulega ekki hægt að reyfa því. Og hún var einhvern veginn að segja að sko fjarlægðin væri svo mikil að þeir sem var að taka þessar ákvarðanir. Erum 1,5 milljón í laun á mánuði lágmark. Já. Og þeim tækist einhvern veginn að bara útiloka hugmyndina það. Hvað væri verið að gera þér með því að láta þið lifa svona lágum uppi? Svo við stundum að grínast með það líka, sko, fattar ekki þetta ríka fólk sem rekur allt hérna og á allt hérna. Ef það lætur okkur ekki að hafa peninga, þá getum við ekki eittum, ef við getum ekki eitt peningunum, þá greiða þeir ekkert á okkur. Svo það má alveg fara þálega líka, sko. Þeir eru að gera sjálfum sér grikk í rauninni. Skaffið fólki peninga og þau fyrir út að eyða þeim og heldur hjólunum gangandi. Ef þú sveltir 90% þjóðarinnar þá er hún náttúrulega ekkert að taka þátt í partíinu. Þú ert ekki að græða neitt. Svo fylgir þessu líka eitthvað svona fyrirlitning sem er það að á hverju ættu við að láta þig fá pening því að þú lítur að fara svo illa með þá því að annars væri ekki svona fátæk. Það er svona hugmyndum að þín fátæki fyrir illa með peningin. Ég hef ekki náð þeirri hugmyndafræði að það, sko. Af því, sko, eins og ég segi, sko, þetta er varanlegt ástand, þetta var ekki byrja í gær, sko. Ég átti ekki milljón inn í vitlis og þessna blönk í dag, sko. Ég fekk bara nokkra aura og ég þurfti að kaupa mat og þessna áðingan pening í dag. Þessna er svo, þú veist, maður nærir sig eins, sko. Það er ekki utan það, þetta er svo fjárstæðið, ekki? Svo, já. Það eru forstakostingar, það hefur rætt alls konar hluti samfélagið, kostið þess og galla og fleira. Finnst þér þetta svona ójöfnuðin í samfélaginu vera á dagskrá í þessum kostingum? Nei, þetta er bara svona. Engin áhugaði? Hér er ég að kjósa mig, nema Viktor, hann segir, nei, það er ekkert að kjósa mig. Nei, raunni, þetta snýst eiginlega ekkert það. Þá var sér svona stór hópur sem að raunverulega er að glíma við fátækt og fátæktin er bara stærsta vandamál í lífi þess. Að þá þegar við bara orðið mein á þjóðfélaginu. Þetta er orðið mein á þjóðfélaginu. Þetta er orðið mein á þjóðfélaginu. Þrátt fyrir það
að þegar við erum að tala svolítið samfélagið í tengslu þess að fórstakostningar, við erum ekki bara að tala það sko hvað svona fólk þetta við erum líka að tala sín þeirra á samfélagið og hvaða samfélagið þurfi helst á að halda, að þá þetta kannski ekki svo mikið á dagskrá. Nei, alls ekki. Það rétt. Það ekki mikið komið frá þeim það, hvað þeim finnst kjör. Já, landans í rauninni, sko. Svo, þú veist, þegar þeim tekst að ná meðalaunum í landinu upp í 700.000, hver á svona háum launum? Þeir náu því. Það við veitum að mikil meirihluti langt undir þessu. Og við eiginlega bara náum sig, sko. En eins og þú veist að segja að fólk situr sig ekkert í okkar spórnum og þurfa að lifa þar. Þeir eru ekki bera ábyrgð á því? Nei, það held ég ekki. En þú varst öryggi á miðjumaldri? Þú ert ekki fædd? Já. Þannig að þú, stundum spyrir maður með fólk sko að þegar eitthvað kemur upp á og þá reiknaru með að það sé öryggisnet í samfélaginu sem að muni grípa þig. Og sumir kannski sem eru að núti, það var ekki lent í áföllum. Já. Þeir upplifa það, þeir búi í velferðarsamfélagi. Já. Hvernig þegar þú horfið tilbaka, fannst þér öryggisnetið grípa þig? Nei, maður þurfti að berjast fyrir einhverju einustu skrefi, sko. En meiri svo var maður lendi því, maður þurfti alltaf að fara reglulega að endurinn í þetta fyrst, sko. Að ég skipti þá fyrir til læknis og ég á bara góðan dag og bara hress og hann skrifa vottur og ég fæ semst bara 50%, ekki 100%. Eða 75, eða hvað það kalla. Og því fóru innan eftir þessu hvað þið skeið og þá svari var það, já þú veist eitthvað svo hress þegar þú komst og þetta ekkert líf fyrir unga mannesku að sitja heima alla dag. Þess nátti ég að fara að vinna. Það ekkert af því ég gæti það eða ég hefði helsi til þess. Það bara hans skoðun á því ég var hress þennan dag. Ég er bara fór út að vinna markaðinn nokkur ár, hálfan daginn. Við eigum ekkert val. Án þess að geta það? Já, maður grýtt sig í svefn verkjum verið með einasta kvöldi. Bara harkaði af sér. Maður var svo sem mikið að sinna barninu sínu, hann hlárið fyrir eitthvað stór þá, samt. Maður ekkert að taka þátt í lífinu með hann. En enn á aftur þá kynntist maður fólkinn á staðnum, þá fyrir maður heim á Hornafirði. Þegar ég svo hætti að vinna, þá sama og það kom enginn á kunningjónum við nú. Enginn hringdi og enginn á samband. Það var þetta Facebook ekki byrjað náttúrulega. Svo datt bara út nema sem foreldri í svona þess. Maður er ekkert erindinn í samfélagi meira. Þetta held ég fólk átti sig ekki á. Svo er sorg við að þetta út úr þjóðfélaginu. Þú ert í rauninni, tekur ekki þátt í þjóðfélaginu. Jú, við borgum skatta. Fólk heldur við borgum ekki skatta, en það er skammalegt. Við borgum hellinga skatta. Svona með við það sem við fáum í höndunum. Það eru teknar kannski 40.000 af mannesku sem á valla fyrir mat, getur valla átt mat út mánuðin. En samt nær sko ríki og sveitafélög að taka skatta. Þannig að manneskjan á ekki þar leiðandi fyrir mat út mánuðin. Nei. Það er verið að taka af fólki sem er eiginlega að berjast fyrir lífi sinu. Já. Það er að taka bara í rauninni matinn úr munninum á okkur. En ég kom það inn á desember uppbótin og takk svo mikið. Sko, desember uppbótin núna síðast hjá mér var 40.000. En ég fekk bara 20.000 meir útborgaður mánuðin undan. Þau tóku 20.000 af þessum 40.000 í skatt. Sem er hærra heldur en hæsta þrepið. En það var að því að það voru aðra skerðingar. Já. Svo þú veist, það var nú alltaf desember uppbótin, sko. Ég veit ekki, jú, ég hefði nú getað keypt góða jólastek fyrir það, ég segja það ekki, en samt í alvöru. Þú veist ekki að hlaupa út eitthvað í gleðiskast að kaupa jólagjafir handa öllum. En hún er orlofsuppbót, ekki? Jú, nú fáum við orlofsuppbót, hún er læri, sko. Hún er læri. En samt líklega nær... Eftir 27.000 sko fyrir skatt. En líklega nær ríki að taka helmingina af því allavega.
Já, og svo núna á sama tíma kemur sko leiðréttingin út af skattinum og ef þú hefur nú óvart fengið krónu meira frá Tryggingastofnun, þá sækja þér það tilbaka sko, alveg leið. Svo ef þú ert heppin, þá færðu kannski krónu tilbaka, ef þú ert óheppin, þá bara borgar þau. Svo það getur vel verið að desember uppbótingi gufu upp. Það er bara býður í vonu ótt að sumir. Fólk fattar ekki alltaf þess að tekið áallum sko. Ef þú passar ekki upp á hún sé rétt, eins og eitt árið þá hafið það hækkað hjá mér frá lífeyrissjóðnum og ég glemdi að og þá fekk ég bakreikning sko upp á 30-40.000 þá hvar sem getur keypt fótunum undan þann mánuðin hann að þú neyðist til þess að hækka yfirdráttin eða sækja lána einhvers staðar annars staðar og vera að borga þetta með vöxtum tilbaka yfir langan tíma. Já. Það er margir sem hafa lent í þessu. Já, það er fólk að fara að hafa áhyggjur, ég er í hóp sem heitir Öryrkjar í Íslands, fólk er þegar byrjað að hafa áhyggjur af þessu sko. En það er kannski ekkert skrítið, það hefur ekkert annað að leita. Svona stór hluti hefur ekkert annað að leita heldur. Herðu Guðmunda, takk fyrir greinarnar þínar. Það eru mikilvægt innleggin í samfélagsumræðina. Takk. Og takk fyrir að koma hingað þegar þú leiði í bæinn. Takk fyrir það. En ég ætla að setja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Það eru forsetakosningarnar, við höfum fjallað það er með ýmsum hætti hérna við rauðaborðið. Svona undanfarið þá höfum við fengið frambjóðendur hingað til þess að koma og ræða það sem við kannski metum þeirra svona helsta innleggin í umræðuna. Hérna á eftir ræði ég við Höllu Hrund auðlindamál, í gær ræði ég við Jón Gnarr leiðindi og svo framvegis. Hugmyndin er svo að auðvitað eru forsetakosningarnar atvinnuviðtal langt, en þetta er líka fólk sem er að koma og er að ræða samfélagið okkar og það sem okkur langar til þess að gera svona í þessari sirpu er að taka það bara alvarlega og ræða við frambjóðendurna hvað sem að þeir telja vera mikilvægt. Halla Tómasdóttir er hingað komin og þegar maður er svona að horfa yfir það sem að þú ert að segja þá er svona þráður í því sem er eiginlega, ég veit ekki hvort að ég að kalla það ósk eða svona einhvern andlega vakningu eða einhvern veginn þannig að við horfum öðruvísi á samfélagið, á hlutverk okkar í samfélaginu, horfum öðruvísi á fyrirtækin, til hvers eru þau rekin og hverju mega þau að þjóna og líklega sama með stofnanir ríkisins. Er þetta svakalega stórt orð, sko, andleg vakning? Já, það er svakalega. Þetta aðeins svo mikið. Já, það er stórt orð en það er ekki fjarri lagi þó ég hefði kannski ekki notað það orð sjálf hingað til en ég hef verið að tala um það að ef að við, manneskjan, erum ekki á góðum stað, ef að andleg heilsa okkar er ekki góð, þá verður samfélagslega heilsa náttúrulega ekki góð og þá er rosalega erfitt að takast á við þær umbreytingar sem að ég tel að núverandi bara staða í heiminum og staða í okkar samfélagi kalli á. Og þú ert að tala um að við séum eins og við séum á alvarlega rangri leið og það byrtist líklega í vansæld og ennmennarleika sem að við þekkjum en alveg yfir í sko stríðsátök í heiminum. Já, ég er að tala um bara þetta allt og ef maður bara, ef við byrjum að þess að taka stöðuna af hverju ég er hugsi og í raun af hverju ég tek þá ákvörðun að bjóða mig aftur fram er að ég er að horfa á hluti eins og unga fólkið okkar er að segja okkur sko, eða við erum bara að sjá að það er tvöföldun á kvíða og þunglindi, ríflega það í sjálfsskaða og sjálfsvígum á mjög skömmum tíma. Þannig að þetta eru sko alvarlegi hlutir. Við erum að tala um það að meir en þriðjungur af eldra fólki er að segja okkur að þau séu mjög einmana eða alvarlega einmana. Og ég heyri það bara þegar ég hitti bæði unga fólkið og eldra fólkið okkar að eldra fólkinu finnst það vera afskipt
unga fólki að missa trúna á framtíðina og allt þarna á milli heyri ég allt það að fólk sé að brenna út eða finnur ekki tilgang með sinni vinnu eða sínu lífi og við erum með stóra og vaxandi jaðarhópa og hópa sem að finnst það ekki tilheyra samfélaginu, allt frá innflytjendum eða nýjum Íslendingum eins og ég myndi kjósa að kalla þá, í fólk sem að fer út af brautinni vegna neyslu eða andlegra veikinda eða einhverju slíku eða jafnvel að það lendir í fangelsi og finnur ekki leiðina tilbaka og svo framvegis. Ástæðan það er eitthvað að samfélagsgerðin okkar. Ef þetta væri persónulegt vandamál hvað svo eins, sem þetta náttúrulega er að hluta, að þá væri þú líklega bara að opna sálfræðistofu. Þú ert að fara í því að vera bórsið. Þannig að þú hlýtur að vera með þá hugmynd að það sé eitthvað í samfélagsgerðinni sem að veldur þessu. Akkurat, og ég held að það sé mjög erfitt að aftengja hvernig okkur líður sem einstaklingar og hvernig okkur líður á vinnustöðum og hvernig okkur líður í samfélagi og hvernig okkur líður í heiminum. Ég held að við séum öll þáttakandur í öllum þessum kerfum. Okkar innra kerfi, okkar svona vinnustæðamenningu, okkar samfélagsmenningu og svo hvað að gerast í heiminum. Ef við förum bara inn á þetta, en ég vil byrja sko inn á við og fara þaðan upp í heimskerfin. Ég var ekki alltaf þarna, Gunnar Smári, ég var svolítið bara frá því að frekar ung, mér langaði að breyta heiminum og það tók mig langa vegferð að átta mig á ef þú ætlar að breyta heiminum, þá byrjar að vinna með innra heiminn þinn. Þú verður að vera í lagi og þá getur þú haft í ákvað áhrif á fólki kringu á þínu vinnustæði, þínu samfélagi og jafnvel í heiminum. En samt þetta segja það að vondur heimur eða menning í einhverjum milligötum, hún getur breytt okkur. Engin spurning og hún að gera það og ég held að það sé af ýmsum toga og ég skrifaði bóki fyrra sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif og það var nú ekkert tengt þessu framboði en ég gerði það vegna þess að bæði hef ég bara persónulega farið í gegnum heilmikið ferðalag og þegar ég uppgötaði heilmikið árið sem að ég var 40 og aftur árið sem ég var 50. Ég vil meina lífið sé svolítið til þess að hjálpa okkur að þroskast og vaksa. Og mér langaði til að gefa það af mér því að ég hefði gjarnan viljað að einhver hefði hjálpað mér með þetta fyrr í skólakerfinu eða á vinnustöðum eða annar staðar. Það var bréf til Höllu tvítugurar. Já, kannski, að einhverju leyti og allra þessa tvítugu aðilar sem oft hafa samband við mig og biðja um ráð en ég reyndi svolítið að fara inn á þetta allt þarna því að ég hef fundið fyrir því bara mjög langan tíma, Gunnar Smári, að við erum ekkert það er rosalega erfitt ef við búum í heimi þar sem við höfum ekki trú á framtíðinni og ég heyri þetta bara frá að því að nú á ég ungt fólk og mín börn eru 20 og 22 ára og í mínum störfum hjá B-team hefur við unnið mikið með næstu kynslóð, alltaf reynt að fá þau að borðinu og ég heyri bara trú þeirra á okkur sem að förum með völd og áhrif í samfélaginu og á kerfin sem að byggja upp okkar samfélag, hún hefur bara dvína hratt og ég held að við sjáum þetta í trausttölum sem eru lágar og búin að vera lágar í langan tíma. Og ekki síst á Íslandi. Ekki síst á Íslandi, trú okkar á stjórnvöld, trú okkar á fjölmiðla, trú okkar á viðskiptalífið ef við notum svona stóra. Svo sem mikið traust á Íslandi á milli fólks. Já. Það er sko samfélagið, það verið svo, það sé ekki einskadað en svona trú okkar á formlega samfélag. Á stofnanir samfélagsins og það eru við reyndar að sjá í löndum allan heim. Og ég held að þetta sé afleiðing af mörgu en ég held að efnahagshrunið og það samfélagshrun sem verður í kringum það, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, eigi sinn þátt. Ég held að heimsfaraldurinn hafi ýkt það en þarna á milli held ég að stæðsta vandamáli sé að okkur tekst einhvern veginn ekki að fara í umbreytingarnar sem ég tel orðið mjög mikilvægar að þessi nýja hugmyndafræði sem þarf að koma inn í staðinn fyrir Milton Friedman hugmyndafræðina að eini tilgangur fyrirtækja sé að hagnast á kostnað hvers sem að eini tilgangur stjórnmála sé að rífast hvað sem að eini tilgangur okkar sem fólks sé að þéna launatekka en að við þurfum engan dýpri tilgang en það með líf okkar. Ég held bara á öllum sviðunum séum við að það skorti svona áherslu á tilgang sem að gefur okkur, það sem að ég held að segja okkur manneskjunni eðlilegt, tækifæri til að tengja betur við okkur sjálf, við annað fólk og við eitthvað, æðri tilgang. Það eru margir sem að getur sagt sem að svona samfélagssáttmáli eftir stríðsáruna hafi verið að við ættum að stefna auknum jöfnuði, lyfta upp fólki sem höfðu áður verið sko jaðarsett og eitthvað fleira, mikil mannréttinda barátta sem átti sér stað þá. Síðan fáum við nýfrjálshyggjuárin þar sem að sko
samfélagssáttmálunum það að við kannski ekki að lyfta hinnum veiku, heldur að aðstóða hinn ríku sem að muni færa okkur hinn allra bestu framtíð. Þetta hrundi náttúrulega 2008 og nú erum við á tímum sem stundum verið kallað bara svona eftir nýfrjálshyggjutíminn og ástæðan fyrir því að menn segja það vegna þess að það ekki ljóst sko hvert við erum að fara. Nei, hver verður næsti samfélagssáttmáli? Ég held að við séum bara talar svolítið eins og við séum á leiðinni eitthvað eins og við vitum hvert við erum að fara. En kannski það bara þannig að það ekkert samkomulag það hvert við förum. Ég held reyndar sko að við manneskjan vitum það aðeins betur heldur en kerfin. En manneskjan eru kerfin og þannig að það mínu upplifun til dæmis að meðan á heimsfaraldrinum stóð, þá hafi margt fólk vaknað upp í einhverjum skilningi til þess sem raunverulega skiptir máli. Heilsan, tengslin þín við aðra, tengslin þín við náttúruna, sáum til botns í gruggum, vötnum og heiminn, við sáum til himins í menguðum borgum, við áttuðum okkur á að það að vera heima hjá okkur og borða máltíð með okkar nánustu var bara stæðsti atburður dagsins og bara kannski það mikilvægasta sem við gerum. Ég held að við margt gerst hjá mörgum, en svo förum við aftur að einhverju leyti inn í kerfin sem eru barnsins tíma og það einhver ástæða fyrir því að þá verður til einhver hreyfing víða var þetta kalla stóri vinnustæðaflóttin, margir sem segja upp störfum, mjög margir sem vilja ekki fara aftur inn í það að ferðast langan tíma til og frá vinnu, marga konur sem vil ekki fara aftur í hælaskó eða taka sér til. Mörg merki endurmata á lífsgæðum. Virkilega mikil og það held ég reyndar að hafi verið byrjað áður því að unga fólkið okkar, ég hef verið að skoða gögn frá svona kynslóðagögn í langan tíma, bara frá því ég var kennari við Háskólann í Reykjavík og það að eiga sér stað ofboðslega mikil breyting á gildismati. Unga fólkið okkar okkur foreldra betrungar held ég í gildismati. Þau eru líka blankari, þannig að þau verða að sætta sig við lægri Já, það er erfiðara fyrir þau og þau hafa áhyggjur. Ég heyri það þegar ég hitti ungt fólk að það velti fyrir sér, bara ef við tökum bara svona nærtæk verkefni, hvernig á ég að koma þaki yfir höfuð á mér hérna á Íslandi með þessa vexti, með þessa verðbólgu, með þetta fasteigna verð. Og ef ég get það ekki, sem ég kannski alveg tilbúin til að sætta mig við það, því að nýtt fólk oft með önnur viðmið, af hverju þá ekki heilbriður leigumarkaður, þar sem að ég get tryggt mér og minni fjölskyldu, þak yfir höfuð þar sem ég get líka treyst á, ég geti fengið leikskólaplás og annað, og börnin mín geta farið í sama skóla, ég heyri þetta. En þau hafa líka bara áhyggjur, hvað er ráðafólk að gera núna í loftslags- og umhverfismálum, í því að byggja upp samfélag sem er í meiri sátt, því að sundrungin fer illa í fólk á öllum aldri held ég reyndar. Þau eru að velta fyrir sér hlutum eins og verður passað upp á þetta land, mun ég að taka við saman landi og sama samfélagi og sömu tækifærum og foreldrar mínir hafa fengið. Þannig að þetta eru kannski fyrstu kynslóðurnar sem eru núna vaks og grasi sem eru ekki að horfa til þess að þeirra raunveruleiki verði jafn góður eða betri heldur en foreldra þeirra, sem sannarlega var reynslan fyrir okkur að foreldrar mínir áttu bara kröfuharða æsku, sérstaklega pabbi sem var munaðlaus ungur og þurfti að berjast fyrir öllu sem að hann fekk og mamma líka og þau kendu mér að berjast fyrir mínu og ég hef reynt að kenna mínum börnum það en þau bara ein kynslóð, þeir eru rauninni komin ótrúlega langt frá því sem að var veruleikin fyrir mína foreldra en þau eru byrjuð að hafa áhyggjur af sínum möguleika. Þetta er bara nýr veruleiki. En ef við tölum kerfin og pólitíkina, ímyndum okkur að það séu svona samfélagssáttmálar þannig eftir stýrsálarna og nýfrjálshyggjunnar og við nú erum við okkur svona ólausu tíma. Hver er nýi sáttmálinn? Það verður fyrir pólitíkinni. Það sem að rís upp úr eftirhruns árunum er Trump, Boris Johnson, Meloni, Svíþjóðardemókratar. Já, þarna ertu komin. Þetta ekki anda þess að við höfum átt okkur á því og ætlum núna að vinna og starfa saman í meiri sátt og samlyndi og horfa á það sem raunverulega skiptir máli. Þetta eru fólk sem ætlar að verja okkur fyrir einhverju ímyndari ógn. Já, þetta er fólk sem spilar inn á ótta. Og ekki að við erum ekki að fara að búa til framtíð saman. Nei, ég er sammála því og þannig eru við, ég veit ekki hvort að ég fer of djúpt í andlegu hliðin ef ég útskýri fyrir þig hvernig ég horfa á þetta en ég ætla að gera heiðarlega tilraun. Í mínu lífi og bara í þeim verkefnum sem ég hef verið í sem frumkvöðl annað, þá hefur alltaf verið mjög svona djúp hóla áður en framfærir eiga sér stað.
það er mín upplifun að samfélagið sé í þessari djúpu hólu núna. Og ég bara meina það, ég get nefnt sem dæmi bara úr þessu framboði til að gera þetta raunverulegt að daginn sem að fyrstu kappræðirnar átt að eiga sér stað 3. maí, að þá vaknaði ég rallus og hélt bara að ég þyrfti að henda inn hangklæðinu og ég var bara í mjög djúpri hólu klukkutíma áður en ég átt að mæta upp á RÚV. Og síðan fór ég inn í kappræður sem að voru svona fyrsta tækifæri mitt til þess að eiga samtal við þjóðina og skiptu mig þar að leiðandi öllu máli og það gengur. Valmann Rómur segir að þú hefði staðið best. Já, ég fekk allavega góð viðbröð og náði að fá röddina tilbaka með góðra kvennahjálp en ég var í djúpri hólu og veltiði fyrir mér fuglustu alvöru hvort ég ætti að henda inn hangklæðinu. Ég hef verið á svipuðum stað þegar ég stofnaði eigið fyrirtæki árið 2007 á svona hápunkti látana og enginn hafði trú á því sem við vorum að gera og ég sjálf átti alveg mínar hólur þegar það virtist vera að einhverjar hugmyndir sem ég trúði ekki á væri að fá brautagengi frekar en þær hugmyndir sem ég trúði á. Þannig að ég held að við séum í þessari hólu núna og það sé að því að við erum óttaslegin og að því að við erum andlega ekki á góðum stað að þá eru aðilar sem eru mjög góðir í að nýta sér það. Og að því að stjórnmálakerfið er einhvern veginn byggt upp að það horfi til mjög skamstíma og reyndar allt í kringum kapitalíska kerfið er þannig líka, áherslan er á skamtíman, að þá eigi svona flóknari hugmyndir og flóknara samtal langtíma sýnina og nýju kerfin sem taka við þessum sem eru með Vannana þá bara kemst ekki lengra vegna þess að við þurfum að fara að skipta yfir í næsta dagskrálið. Það er eiginlega tilbúið sem er í samtali í samfélaginu. Að þú nærði ekki að koma fram með eitthvað sem er nýtt og öðruvísi. Þess að bara við höfum ekki tíma. Við þurfum að fara í auglýsingar eða halla nú er komið nóg eða þetta er bara orðið stórkostlegt vandamál. Þetta er orðið stórkostlegt vandamál og ég held við þurfum miklu meiri dýpt núna í þetta samtal og aðra aðferðafræði. Ég held að það sé tiltölulega lítil eftirspurn eftir þó að þessir leiðtogar hafi komist til valda til skamstíma, þá held ég að það sé tiltölulega lítil þörf í kerfinu fyrir leiðtoga sem segja ég er með svarið, við förum bara aftur tilbaka eða ég er með svarið við útilokum alla útlendinga eða ég er með svarið við ölum á einhverju sem að ég myndi kalla ótta en ótti er svona að þú getur móbilisera fólk til skamstíma á óttanum. En það sem að ég er að tala fyrir er að það sé önnur leið og hún gangi út á það að við getum leitt fólk saman til þessara dýpra og flóknara samtals og samstarfs þetta nýja, að við fáum að byggja það saman en það komi ekki einhver forseti hér eða annar staðar eða stjórnmálafólk eða forystufólk í atvinnulífi eða listamenn eða aktivistar og segja þetta er allt ónýtt. Ég er með hugmyndina fylgiði mér. Ég held bara að það sé ekki hægt af því að traustið í samfélaginu er svo lágt. Þannig ég held að við þurfum nýja aðferðafræði og ég held að nýja aðferðafræðin sé að leiða fólk saman sem hefur miklar meiningar en ólíkar og búa til fallegt ferli í kringum það og leyfa okkur tvennt annars vegar að dreyma þetta nýja og ég held að sé mikilvægt að dreyma og leyfa sér að segja hvernig geti þetta litið út og finna svo og vinna saman að leiðanum þar sem að við finnum sameiningarfletina. Ég held að málamiðlun sé fallegt orð og ég held að þurfa að leita sátta í mörgum flóknum málum sem að við erum að taka stað. Þú þekkir mæta vel að við Íslendingar fórum þessa leið við að mynda nýja stjórnarskrá. Já, við gerum það og undan því þjóðfundin sem ég kom á 2009. Og síðan er mótuð ný stjórnarskrá sem að bæði var þjóðin samþykkti að yrði grunnur að nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allar kannanir hafa sýnt það að nýtur mikils meirihlutastuðnings í þjóðarinnar en þessu var bara hent. Já, þessu var leitt að sofna, þessu fallega ferli og ég held að það hefði verið til þess fallið að byggja upp traust, það ferli, því að það var fallegt ferli. Það náttúrulega byggir ekki upp traust að fara gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, þú gerir það ekki og það er kannski ein af ástæðunum fyrir því að okkur hefur ekki tekist betur upp að byggja traust, að við leyfðum því ferli ekki að hafa framgang og þó að framgangurinn hefði ekki verið ný stjórnarskrá eins og hún lá fyrir en þó að það hefði verið, ég hef sagt það hvar sem að fólk vil heyra þetta er auðvitað pínulítið viðkvæmt vegna þess að í einhverjum tilfelli er forsetaframbjóðandi þá að tala kafla sem fallanum sjálfan sig mögulega en kaflinum forseta, ég held við sjáum svo mörg merki þess að þó ekki hefði verið annað en sákafli til dæmis hefði fengið framgang en auðvitað voru mörg önnur atriði þarna og við erum ennþá að tala talandum kerfi sem eru úreld að við erum með stjórnarskrá sem er tekin frá Dönum, konungsríki árið 1944 þegar við erum miklu færri og það eru svo mörg merki í stjórnarskránum að það hafi kannski ekki fengið
meðferð þjóðarinnar sem hér býr og sannarlega ekki þjóðarinnar sem hér býr í dag. Nú ég ekkit endilega talsmanneskja þess að stjórnarskrá ég auðveldlega að breyta eða stöðugt verið að breyta, en ég hef ekki séð bara á sögunni að þessi þjóð sem hér býr hafi nokkuð tíman í rauninni fengið tækifæri að taka þátt í að móta sína stjórnarskrá og ég tel að fólkið eigi að móta sína stjórnarskrá. Og svo í sjálfum sér ekkert að því þótt að stjórnlaga þing komið saman á 15 ára fresti og endurskoða stjórnarskrána. Akkurat ekkert að því og ég held að það gæti verið ákaflega mikilvægur þáttur í að byggja upp traust í samfélaginu að þetta ferli fái framgang. En ég held að það sé annar hlutur líka. Ég hef stundum vísað í það að sá maður sem að réði mig til starfa sem forstjóra B-tím fyrir 6 árum að hann tók við einu stærsta neytendavörufyrirtæki heims 2009, í janúar 2009, bara akkurat í miðjun á þessari alþjóðlegu fjármálakrísu þegar kerfinu var að hrynja ofan á okkur. Og hann hafði, og þetta fyrirtæki skráð á markað, hann heitir Pól Pólmann og var þá forstjóri Unilever, heitir fyrirtækið og það var það bil 120 ára gamalt fyrirtæki minni með hollenskt fyrirtæki sem hafði verið byggt uppalega mikill í hugsjón, en síðan skráð á markað og þegar hann tekur við fyrirtækinu þá ákveður hann að stíga fram og segja við sína fjárfesta að ef þau hafi áhuga á ársfjórðungslegum uppgjörum og allir í áherslu á fjárhagslegum arð til hluthafa á ársfjórðungslegum basis, þá sé bara eins gott fyrir þau að selja hlutabréfin sín núna því í rauninni hafa hann enga áhuga að vinna með þeim. Hann ætla að tala við sína hluthafa einu svona ári og hann ætla að gera áætlun sem gengur út á að fyrirtæki verði til í önnur 100 ár og degi ekki í þessari miklu samfélagsumbyltingu sem eiga sér stað. Og það svolítið merkilegt að ég átti von á því þá, kallaði mig Bjarsína, að fleiri fórstjórar fylgdu í fótsporans, að þeir hafa verið á fáir, en hann hafði alveg rétt fyrir sér. Þetta held ég, hann var fórstjóri í 10 ár og hann breytti fyrirtækinu, hann gerði það vinsalasta vinnustanum vegna þess að það eru svo margir sem vilja vinna hjá fyrirtæki sem að reyna að fara í þessa jákvæðu umbyltingu. Hann skilaði fjárfestum mjög viðunandi arðsemi en hann hafði kannski mest áhrif á hluti eins og að útrýma þrælahaldi í birgðakeðjunni sinni, í að virkilega einbeita sér að bara mannréttindum og jöfnuði og hlutum eins og að lyfta gólfinu í launum og mörgu sem að forstjórar hafa kannski ekkert verið að fara fyrir og var mjög virkur sem stjórnarformaður B-tím, forstjóri ICA tók síðan við á honum og að feta mjög svipað og ábyrga leið, þannig að það eru þarna fyrirtæki sem að reyna að sína gott fordæmi. Þau eru fá? Þau eru fá, allt og fá og það þarf að breyta, það ekki nóg að biðja fyrirtækjum að gera þetta fyrir af eigin hugrekki þó að ég sé að reyna að gera það vegna þess að stjórnvöld, af því að það er kannski punkturinn sem ég vildi koma á framfæri, hvar eru stjórnvöld sem að horfa til langs tíma og taka jafnvel 50 ára sín það hvernig samfélagið á að breytast. Ég sé ekki mikið af þessu. Ég sé ekki mikið það að við séum að koma saman þvert á þá þessa hugrökku fórstjóra, þessi hugrökku stjórnvöld, hugrökka aðila og fulltrúa næstu kynslóðar og aktivista og artista. En þetta þó það sem við höfum verið að reyna að gera í B-tím og við höfum verið að nota ferli sem við köllum appreciative inquiry, sem í rauninni vel rannsökuð akademisk aðferð sem gengur út á það að við tölum ekki bara saman og dreymum betri framtíð, heldur byrjum við að hanna nýjar aðferðir og lausnir við að búa til þennan nýja heim saman, þvert með fulltrúum allra í kerfinu. Og þetta held ég að sé aðferðafræði sem að við þurfum að tilengja okkur í vaxandi mæli í heimi þar sem enginn treystir hvor öðrum. En var þetta að taka dæmi að þjóðfundunum sem svona framkvæmt? Var í rauninni svona aðferðafræði. Já, sem var svona aðferðafræði og hérna kemur fólk saman og það má alveg heyra samhljóminn og það svona viljað þess að gera. En hins vegar ná þær breytingar ekki fram vegna þess að það rekast í eitthvað annað. Og þú ert að tala að þróa eitthvað svona tæki og tól sem að maður nota í fyrirtækjarekstri og kannski stofnunum ríkisvaldsins, en það þarf viljinn til þess að nota þau, þarf að vera til staðar. Og það heimurinn ekki þannig að við setjumst niður og komumst að bestu hugmyndinni og sem sammála hana, að þá verði hún, því það eru einhver öfl í samfélaginu sem að koma í veg fyrir það, sem að verja sín völd, sín áhrif, sín auð, sem að hafa bara sára litla áhuga á að breyta samfélaginu. Við þurfum réttlátari reglur.
það er alveg ljóst. Og finnst þið það þá að það er ekki nóg að vera að tala á vettvangi B-tím og svona, að það verður að ríkisvaldið verður að koma og það verður að nota afl ríkisvaldsins til þess að breyta. Já, og það er tvennt sem langar að segja varandi þjóðfundin til dæmis 2009 og líka þau sem fóru í gegnum þjóðfundin og stjórnlega ferli sem var í kjölfari. Ég held í rauninni hafi samt meira breyst en við áttum okkur á. Ég held bara að breyta samfélagum tekur miklu lengri tíma heldur en við kannski, og ég tala bara fyrir sjálfa mig, hef þolinmæði fyrir. Ég held að það sé mikilvægt að minna okkur á að því það verður eitthvað breyting hjá okkur sem tökum þátt í þessu, innra með okkur og fólkið eru kerfin en við þurfum fólk sem að kemur utan kerfisins til þess að fá umbreytingarleiðtoga. Því að fólk sem að hefur alltaf verið hluti af kerfinu er kannski ekki að fara að finna eins mikið hugrekki til þess að horfa á kerfið, stíga út fyrir það og vilja taka þátt í umbreyta því. Og við þurfum, þannig að ég held að það sé mikilvægt og ég vil bara segja þetta. En ég er að sjá ótrúlega mörg merki þess að það séu breytingar sem hafa átt sér stað hjá fólkinu í kerfinu og þó að breytingarna sé ekki að gerast eins rætt og ég vildi og ég verð fyrsta manneskjan til að segja það, þá hef ég farið núna allt land og átt samtal við fólk og sess bara svona í kringum borðin eða í sófanum og átt samtal og ég finn þetta hungur hjá þjóðinni að fá að taka þátt í samtali. Nú hefur ég komið hérna inn til þín í tvígang og í þriðja skipti í upptöku hérna einmitt stjórnlagaráð og þá hefur fólk setið hérna frammi hjá þér í svona ring og er að tala saman. Og þetta gerist á heimilum eldri borgara allt land, þetta er að gerast hjá ungu fólki, við erum með kosningamiðstöð unga fólksins, þau eru að ræða þetta, þau eru að ræða af hverju þau vilja forseta sem langar að gefa þeim sæti við borðið. Þannig að ég held að fólk sé tilbúið í þetta samtal, Gunnar Smári, en ég get ekki lofað því að þetta sé alltaf auðvelt og að við séum 100% sammála. En ég er að upplifa að við séum meira sammála heldur en umræðan á samfélagsmiðlum gefur til kynna. Og ég er að finna meiri samhljóm og mér langar svolítið að reyna að vinna með það. Að staðin fyrir að vinna með háværustu upprópanirnar, að vinna með þennan samhljóm og þessa mennsku og þessa friðsætli nálgun á að móta samfélagið heldur en mér finnst kannski vettvangur stjórnmála að gefa okkur og það held ég að geti gerst ef að við finnum hugrekkið og fáum heimili fyrir þessi gildi og þetta sem sameinar okkur og það sé ég Bessastaði sem bara rétta heimilið fyrir. Ég held við þurfum ekki forseta sem heldur að hann eða hún hafa öll svörin en ég held við þurfum og bara sé bráðnauðsynlegt að við fáum núna forseta sem langar að hjálpa þjóðinni að finna svörin. Sem að telur sig hafa tækin sem að getur hjálpað okkur að komast að finna svarið. Og hugrekkið til að fara í þá vegferð. Já, Og þetta þykir óhóflega bjartsýnt. Já. En að vonleysi er vísasta leiðin til þess að þetta gerist ekki. Og bjartsýni og jákvæðni og hugrekki vísasta leiðin til að þetta gæti gerst. En við erum í hólu. Já, ég held við séum í svona hólunu. Og þú ert að leggja til að leiðin út úr hólinu er svona annars konar samtal á breiðari grundvelli að fólk komi og við kannski snúum að okkur svona það sem við erum sammála, sömuleyti bara svipað við erum að reyna að gera hérna við rauðaborðið, að við erum mest svona að tala um þessi 85% sem við getum náð saman, en svo náttúrulega tökum við stundu svona hannastlag 15% sem við erum ósammála, svona inn á milli, en mest erum við bara að reyna að tala reyna að átt okkur á því hvar við getum náð svona saman og það er svona þín tillaga populistandi koma og segja, herru ég er með lausnina út úr þessar hólu að það er að fara 1950 ekki að fara þangað eða búa til bara eitthvað Það er örugglega auðveldari leið í frambúð að fara þá leið en ég get ekki hugsað mér þá leið ég hef enga trú á henni. Ég held að sé ekki að fara tilbaka. Þú ætlar ekki að bjóða upp á lausnina, þú ætlar bara að bjóða upp á leiðina sem við getum farið. Já og ég langar að að því við byrjuðum andlegu svona uppliftinguna eða hvað við eigum að kalla það, mér langar að segja ferli sem slíkt hefur jákvæð áhrif því að þáttaka í einhverju tilgangsríku ferli, það bara er andleg hjálp í því, það hef ég bara margoft séð í mínum störfum. Þessum ættu kannski ekki að heimta að við verum með svörin í upphafi því að ef við leggjum leiðina þá kannski áttum við okkur á því við endan að svörin eru önnur heldur við gátum séð fyrir. Akkurat. Þessum er leiðin svona mikilvægt. Það er ótrúlega mikilvægt, ferlið og leiðin og hvernig er haldið utan það. En ég held að samhliða þessu sé mjög mikilvægt og ég hef mikinn áhuga á því að fara í ákveði átak, samfélagslegt átak til að bæta andlega og samfélagslega heilsu. Og þar hef ég bara verið að hugsa mikið
hvað allir þessi skjár sem eru svo stór hluta lífin okkar, 9 klukkutímar á dag hjá unga fólkinu, þar af 5 á samfélagsmiðlum, 240 tilkynningar, við erum einhvern veginn að missa tengslin við okkur sjálf og hvort annað og náttúruna og þetta allt lífsnauðsilegt. Mér langar til þess að tala hluti eins og eigum við að prófa af alvöru að vera með símalausa skóla, þannig að við getum hjálpa börnunum okkar að fá svona eðlilegri þroska og taka þátt í svona heilbrigðari umræðu án allra þessara áhrifa því að þau eru sjálfa að segja okkur að þeim líður illa en get ekki hætt vegna þess að allir eru á samfélagsmiðlum. Ég veit ekki heldur hver öll svörin í þessu en væri ekki gaman ef við gætum leitt saman alla þá sem eru að velta fyrir sér þessari miklu vanlíðan sem við virðum skynja og gætum samhliða að fara í ákveð átak í samfélaginu þannig að andleg heilsa okkar nái að vaksa á sama tíma og við tökum samfélagslega samtalið hvert við erum að fara, finnum meiri tilgang með okkar lífi, í okkar samfélagi, vonandi á okkar vinnustöðum, að við innleiðum meiri mennsku á vinnustöðum, það er eitthvað sem við hefum mikið verið að gera í B-tím. Ég einhvern veginn held að þetta sé flóknara verkefni heldur en að það sé eitt einfalt ferli eða eitt einfalt svar, en ég er algjörlega sannfærð trú mína á að þegar gott fólk kemur saman í góðu ferli og grunni góðra gilda, þá gerist ekki neitt verra, við förum bara í réttari átt. Margir frambjóðandana eru með einhver svona greiningu á samfélaginu eins og við séum ekki á svona óskastað. Ég held að við séum sammála það, við sem erum í frambjóð. Já, ég veit ekki hvort að við erum alveg öll, ég þori ekki að segja það. Ég meina við þekkjum frá Jóni Gnarr leiðindin, þess að tala eins og við séum bara með vitlausan fókus, við höfum að horfa meira á svona skapandi lausnir sem svona við getum búið eitthvað til. Ég held að við Jón séum sammála það. Já. Í staðin fyrir að vera í einhverju svona vörn, kannski er þetta svar við því, þú þekki kannski Adam Curtis sem er heimildarmyndagerðarmaður hjá BBC, hann sagði að fram til 1980 hefðu stjórnmálin verið að selja okkur framtíð og þessar hugmyndum að við myndum að geta búið til nýtt samfélag saman. Síðan þá hefa stjórnmálin verið að selja okkur óttan, að þau sem myndu verja okkur fyrir okkur ógnað utan og þess vegna séu við orðin næstu ófærum að tala það, hvað svona framtíð við að fara í. Hún hefur bara ekki verið á dagskrá. Hugmyndin hefur líka verið sú að framtíðin kæmi bara með tæknibreitingum eða bara markaðnum, þannig að við þyrftum ekki í sameiningu að vera að búa til framtíð. En mann finnst það, já mörgum er svona eitthvað svona hugmyndum að við séum kannski ekki á allra besta stað. En lausninnar eru kannski ólíkar. Lausninnar og leiðirnar eru ekki endilega þessu. En mér langar að spyrja áríðanleikan. Af því að þú ert að tala að við verðum að gera þetta og populistanir benda á eitthvað annað. Ef að við sittum í þessari hólu áfram, hvað gerist? Ef við finnum ekki leiðin út? Ef við finnum ekki leiðin út? Ég er að spyrja svona áríðanleikan og alvarleikan í stöðunni. Já. Hversu áríðandi er framboðið? Ertu að segja það? Ég væri væntanlega ekki aftur 8 árum síðar en mér finnst það ekki vera orðið mjög brýnt. Og þér finnst þetta að vera svona, ef við gerum ekki eitthvað, þá munum við horfa á auki stríð í heiminum, við munum horfa á meiri upplöstin í samfélaginu og við förum kannski á þann punkt að við eigum ekki tækin lengur til þess að... Ég held að við séum bara, þetta er nefnilega erfitt fyrir mig að tala þetta og ég ætla bara, það er svo þung tilfinning í hjarta mér hvar við erum. Og þá er ég ekki bara að tala í okkar samfélagi heldur bara í heiminum. Þar sem að sífellt fleiri velja stríð, þar sem við sáum sífellt fleiri leiðtoga, þar sem ég kalla af gamla skólanum, úreldu leiðtoga, þeir eru að nota úreldu leiðtoga bókina þar sem að sívaxandi átök eru, við tölum Rússland, Úkraínu og Miðausturlönd hér mikið heima, það eru 17 stríð í Afríku, mér finnst þetta gleymast, átökin er að vaksa í Suður Ameríku víða og þar sem ójöfnuðurinn er ósjálfbær og ójöfnuður innan landa og innan heimsins er ósjálfbær. Og samfélagsáttmálinn er allstaðar einhvern veginn komin að þrótum og trausti lágt. Ég held, og ég trúi því, ég væri ekki aftur í framboði ef ég tryði þessu ekki, að þráttur í þessa erfiðu stöðu, ég er verulega jartengt erfiðleikana sem við stöndum frammi fyrir. En ég vísa stundum í greiningu sem einn helsti áhættugreinir heimsgerði, Ian Bremmer, hann gefur út helstu áhættur heims í janúar á hverju ári, búin að gera það í 20 ára. Helsta áhættan í janúar á þessu ári var að Amerika er í stríði við sjálfan sig. Mér finnst þetta að segja svo margt. Það var allt hitt stríðin og kjarnorkuvopn og ójöfnuð og allt þetta. En Amerika í stríði við sjálfan sig var númer 1. Við erum búin að sjá merki hér að við gætum farið í þá vegferð og erum jafnvel að stíga ykkur skref í þá átt. Við höfum tækifæri
sem lítil þjóð að stíga ákveðin skref í átt að samfélagslegum sáttmála sem getur verið öðrum til fyrirmyndar. Það ferli byrjaði að mínum að þetta 2009. Við erum búin að planta sæðum sem að við gætum vökvað og gætum fengið að vaksa. Og ég hef þá trú að þetta litla samfélag geti fundið alveg einstakann tilgang í heimi sem í tilgangsleysi og jafnvel vonleysi. Geti fengið að vera fyrirmynd í hlutum sem við þegar erum fyrirmynd í, sjálfbæra orkunýting, jafnrétti, sérstaklega kynjajafnrétti, ég myndi vilja stækka þá fyrirmynd og friði, þar sem við höfum trúverðuleika og í lýðræðislegu þáttökusamtali þróun samfélag sem gengur upp á svona tímum. Þannig að ég svolítið þeirra skoðunar að þetta pínulitla land geti orðið fyrirmynd í hvernig við gerum þetta og það geti verið stóra framlag Íslands í heimi sem týndur, að við getum sýnt hvað mögulegt í þessu litla en sterka og skapandi samfélagi. Og einmitt, eins og Jón Gnarr sagði, nýtt sköpunargáfu okkar til þess að sýna nýjar leiðir í heimi þar sem að gömlu leiðirnar augljóslega eru ekki að virka því þær hafa gengið svo langt að við erum bara mjög nærið að ganga fram að mörkum jarðar, það sé bara lífvænlegt á þessari jörð. Við erum mjög nærið að ganga fram að mörkum samfélagsáttmálan að það sé bara lífvænlegt í okkar samfélagi og við erum mjög nærið að ganga nærri bara okkar persónulegu heilsu þegar að svona stórluta ungu fólki og stórluta eldra fólki að senda okkur þessi skýru skilaboð vanlíðan. Þannig að ég gæti komið margar aðrar ástæður en núna tíminn og ef við veljum hann ekki núna að þá óttast ég auðvitað að bara börnin mín og vonandi fæ ég barnabörn því að í vaxandi mæli heyri ungt fólk velta fyrir sig hvort það vilja eignast börnin í þennan heim að ég veit bara ekki hvort að þau velji að vera hér. Ég veit ekki hvort þau velja eignast börn. Ég veit ekki hvort þau velja að hafa trú á framtíðina og þó að þau séu bæði að njóta góðrar geðheilsu í dag og dóttir mín sé að velja sér starf í að vinna að geðheilsu ungs fólks því að hún hefur það miklar áhyggjur af þessu. Ég veit bara ekki hvort að þau lendi líka í tilgangsleysi og vonleysi og út af brautinni og þannig að þetta stendur mér nærri persónulega, þetta stendur mér nærri sem Íslendingi og þetta stendur mér nærri sem manneskju sem að býja í heimi sem að getur valið aðra leið en stríðandi fylkingar sem velja hatur, ljótleika, ofbeldi yfir frið, gleði, hugrekki til að búa til betri heim. Þú nefndir svona plattform sem Íslendingar getur haft meðal annars frið, en er ekki verið að grafa undan honum? Nú erum við farin að senda vopn á vígvöllin. Við erum mjög herská í öllu tali, hvað sem á við Úkraínu eða Gaza. Erum við ekki bara að grafa undan þessum plattformi þar sem að við höfum einhverja sérstakar stöðu sem vopnlaus þjóð sem aldrei hefur farið með ófriði gagnvart öðrum þjóðum höfðum? Ég hef talað mjög skýrt þetta og mér nefnilega mjög þungt fyrir hjarta yfir þessum vopnakaupum. Og ég finn það að hvert sem ég fer þá á það við Íslendinga. Ég held bara ég hef ekki hitt eina manneskju sem hefur verið sammálaði að þetta hefur verið góð hugmynd. Einstaka manneskja hefur reynt að útskýra þetta væntanlega hluti af samningum okkar við Atlantshafsbandalagið eða NATO. Þá hef ég velt því upp hvort ekki sé hægt að semja öðruvísi í varnarbandalagið því að þarna finnst mér hafa verið farið yfir einhverja línu frá Ég held að við ekki bara fyrir að við höfum alveg getað gert það sko. Við höfum á engan hátt bundið því að semja. Það er alltaf hægt að semja og ég hef lagt það til að í þessu tilveiki hefði kannski mátt til dæmis leiða fyrirtæki sem að gera hér sérstaklega hluti af borðinu eins og Keresis með sáraumbúður og þorskróði eða Össur með stóðtæki sem vantar eða bara mannúð og mennsku og hjúkrunarfólk og ég held að það sé ýmislegt annað sem hefði mátt ræða heldur en að leggja til fé til vopnakaupa. Og ég hef líka sagt, Gunnar Smári, og mér finnst ekki erfitt að segja þetta en í einkageiranum gæti forstjóri í fyrirtæki ekki sagt að innkaupastjórinn hafi tekið þessa ákvörðun og forstjórinn ber ekki ábyrgð. Ég ætla ekki að taka dýpri árin en svo, en það er mjög alvarlegt að svona ákvörðun sé tekin án einhvern veginn aðkomu án umfjöllunar og svona stórt skref að því að þarna virðist vera bara gengið þvert á grunngildi þjóðarinnar sem að vill vera friðsæl þjóð og leggja áherslu á frið. Og við erum með trúverðuleika í því. Ég hef talað áður við þig og aðra 11. október 1986, þá ég skiptinni í Bandaríkjunum og
þjóðhöfðingjar stórveldana, Reagan og Gorbachev hittast hér til að hefja samtalið endalok kaldastríðsins. Við komumst á korti þann dag í heiminum sem vissi ekkert okkur fyrir jafnrétti því að Vigdís var forseti og gekk þarna á milli þjóðarleiðtogana og hér var upphaflega samtalið frið. Þannig að ég hef viljað og vil tala fyrir og myndi tala fyrir verði ég forseti því að friður sé alltaf valið, að við þurfum þá að vera friðsæl þjóð, okkur þarf að líða vel, við getum ekki verið ljót við hvort annað á þann máta sem að ég upplefa að verum í dag, í okkar orðvali og okkar samtali. Ef að við ætlum að velja frið, þá verður það að byrja innra með okkur, en ég myndi vilja tala fyrir því. Og þú byggir þetta á bara samtölum þínum við fólk sem þú lítur á þessu bara almennur vilji í Íslendinga? Bara 100%. Og ég treysti mig bara til þess þegar maður búin að hitta Þetta er kannski dæmi það að kerfin okkar geta verið að fara einhverja allt aðra leið heldur en að eru bara gangur takt við gildi þjóðarinnar og það er ótrúlega mikið í þessu forsetaframboði spurt út í stjórnarskrána sem er vissulega mikilvæg og stjórnskipan landsins og hvort að við myndum nýta 27. greinina og hvort við myndum skipa ráðherra eða skrifa lög eða allar þessar svona kannski heimildir í forsetakaflanum sem að fólk hefur ekki fundist vera skýrar og ég held að sé alveg ljóst að er ekki alveg skýrar. En það er ekki eins mikið talað samfélagsáttmálan og ég tel að heimili samfélagsáttmálans eigi að vera á Bessastöðum. Það eigi gildin að vera, það eigi að ræða langtíma sín landsins langt umfram þessi 4 ár sem að stjórnmálin ræða, já bara til 50 ára, hvernig ætlum við að fara með auðlindir þessa land, þróa fjarðaþjónustu, tryggja að þeir sem að flytja hingað eru nýjir Íslendingar geti lært tungumálið okkar, aðlagast menningun okkar og við getum búið hér í sátt og samlyndi, verið áfram skapandi þjóð, verið áfram fyrirmynd, stóru málin. Og ég held að það sé ef það heimili sem hafi vantað og ef að þjóðfundurinn hefði haft það heimili, 2009 og það ferli fengi manneski sem vildi tala fyrir gildum og samfélagsáttmálanum öllum stundum, minn okkur á þau, minn okkur á upprunan okkar, sögun okkar, tungun okkar, allt þetta sem skiptir okkur máli en hjálpaði okkur samt að þróa samfélagið okkar til framtíðar að þá held ég að við værum komin miklu lengra í að byggja upp traust og vera það fyrirmynda samfélag sem ég hef trú á að við getum orðið. Þú gagnrýnir kapitalismann. Gagnrýnir þann fókus sem hefur verið í fyrirtækjarekstri undanfarna áratugi. Þú bendir á að óbreyttu mun þessi sjónarmið skaða samfélagið, skaða náttúruna, umhverfið, þannig verðum að gera eitthvað. Já, ég geri það. En þú ert málsvari kapitalismans í leiðinni? Já, ég er málsvari uppfærslu á kapitalismanu. Hversu róttækt er þessi umbreyting sem þarf að eiga sér stað? Umbætur á kapitalisman. Hvert vil þú ganga? Ég er með svona kannski 3 lykilbreytur sem að ég held að þurfi að eiga sér stað til að rétta reglurnar, til að regluverkið styðji við mögulega framtíð fyrir næstu kynslóð. Í fyrsta lagi að tímalengdin breytist í þessu kapitaliska kerfi. Ég held að þessi ofur áhersla á ársfjórðungsleg uppgjör og arðsemi til hluthafa eingöngu til svo skamstíma sé bara barnsins tíma. Milton Friedman lagði grunninn af þessu 1970 með ritgerð sinni í New York Times og síðan hefur þetta þróast yfir í það að ég þekki marga forstjóra sem að vilja ganga betur fram en þeir gera en eru fangar kerfis sem að mæla allt til svo skamstíma og ef þú ætlar að fara og fjárfesta í nauðsynlegum umbreytingum þá verður högg á arðseminni til skamstíma og ég held að þetta sé vandamál. Við erum með, lestu bara viðskiptablaðið, fylgstu með því hvað félögin í kaupöldinu er að gera. Þar eru mörg fyrirtæki eru bara að selja frá sér innviði, eru bara blóðmjólka fyrirtæki til þess að færa eigandunum sem mesta peningin og skilja sig eftir sem hálfgerða skeljar. Þetta er náttúrulega bara anorexía í einhverjum skilningi að þú ert ekki að byggja fyrirtæki sem verður til í önnur 100 ár. Þannig að ég held að þetta skiptir máli. Þetta fyrsta breytan er svona svolítið að horfa til lengri tíma og leiðin, að því mér langar ekki bara að tala um það sem þarf að breytast, heldur leiðin er að fá ungt fólk meira að borðinu. Það er leiðin þar sem ég er að ná til forstjóra sem að þurfa að fara í gegnum hugafarsbreytingu og það er oft bara þegar ég segja þeim að koma á fund og taka dætur sína með. Að það bara breytir samtalið, þá allt í einu ferðu að horfa betur hvaða heimur býður dætra minna, horfa öðruvísi á margt. Þannig að þetta er fyrsta breytan. Næsta breyta er að við þurfum að skilgreina nýja skilgreiningu á arðsemi, ávöxtun, árangri. Við þurfum nýja skilgreiningu. Núna er hún arðsemi fyrir hluthafa á ársfjórðungsbasis. Við þurfum að stækka hana. Við þurfum að setja inn í regluverki að áhrif fyrirtækja á umhverfi, á samfélag, á fólk
skipti máli og það þurfa að vera gagnsæ upplýsingagjöf það. Helst myndi ég vilja setja verð á auðlindir, þannig að það væri skilvirkast ef að það bara kostaði að menga, það kostaði að brenna fólki út, en það þarf að breyta skilgreiningu, hún þarf að stækka, en að horfum til langstíma, hvernig gerum við það? Þú hefur heyrt mig tala þetta áður, ég sannfærð það að þegar fleiri konur fá að sitja við borðið, þá kemst umhyggjan fyrir þessum hlutum meira að. Þannig að ég hef lengi verið talsmannskja þess að fjölbreytileikin í forystu skipti máli því að þá stækki skilgreiningin á árangri. Við höfum stigið skref hér á Íslandi en meira í stjórnum heldur en framkvæmdastjórnum og ég held að vinnukúltúrin verði til í framkvæmdastjórnum meira heldur en í stjórnum sem sita í armslengd frá dagstaglegum störfum. Og þriðja sem að ég held að við þurfum að breyta að við tökum að við sjáum fleiri haghafa heldur en hluthafa. Þessi hugmynd sem að Milton Friedman setur fram að eini aðilinn sem skiptir máli sé hluthafinn. Bara einn mælir í mælaborðinu. Bara einn mælir í mælaborðinu. Ég get ekki séð hvernig ef við tökum Amazon, eitt staðsta og arðsamasta fyrirtæki í heimi, ég get ekki séð hvernig þeir geta byggt upp sína vinnustæði án þess að segja að þeir þurfi vegi og það þarf skattgreiðslur til þess, eða skólakerfi, eða heilbrigðiskerfi. Og því miður, og þetta nú eitt af því sem við höfum talað fyrir hjá B-Team, að það sem við köllum leiðbenningar heilbriða skattahegðun fyrirtæki, að fyrirtæki borgi til samfélagsins þar sem þau starfa. Og við byrjuðum á þessu bara hausti þegar ég kom til B-Team fyrir 6 árum síðan, og við vorum eitt fyrirtæki sem var tilbúið til að gera þetta. Núna erum við komin í nokkra tugi, en það allt of fá og auðvitað þurfum við stjórnvöld sem hafa hugrekki til þess að breyta reglunum. Þannig að það sé ekki hægt að vera að starfa í samfélögum án þess að leggja nokkuð til samfélagsins því að samfélagið haghafi, starfsfólkið haghafi og í rauninni grunnurinn að því að þú skilir hagnaði til lengri tíma litið. Viðskiptavinurinn haghafi og umhverfið haghafi því að við getum ekki búið til hagnað til framtíðalitið með því að brenna bæði jörðina undir fótum okkur og fólkið sem að þarf að búa til verðmætin og samfélagið sem að þarf að vera í sátt. Við þurfum að finna aðferðafræði sem að raunverulega lítur á það sem tilgang fyrirtækis, að horfa til langstíma, að hafa stærri skilgreiningu árangri og sjá að allir sem skipta fyrirtæki máli þurfi að vera sáttir. Og svo ef við förum bara aftur fyrir samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunar þá í svona lok samfélagssáttmála eftirstríðsárna þá var að vera að ræða það að starfsmenn ættu að sitja í stjórnum fyrirtækja. Það fór í gegn í Frakklandi, var mikið rætt í Svíþjóð meiriðs og Íslandi, svo bara gufaði þessi hugmynd upp. Já, hún reyndar við lýði í Þýskalandi og nokkrum öðrum stöðum og reynist vel. Hún gufaði upp úr umræðinni, hún var alvarlega rætt hérna á Íslandi. En bara þessi samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjan var svo sterkur að það eins og fólk hafi bara gleymt þessu. Já, ég held að við getum öll hort á og sagt að sú hugmyndafræði bara búin að ganga fram á okkur í öllum skilningi þessu orðs. En það sem að við höfum reynt hjá B-Team sem að mér þykir virka mjög vel og nokkur á okkar fyrirtækjum byrjað að gera bara markvisst í sínu stjórnkerfi að það að vera með svona næstu kynslóðar ráðgjafaráð eða þáttöku við borðið. Til dæmis IKEA bjóð til 25 manna næstu kynslóðar ráðgjafaráð sem í rauninni þeirra langtíma stefnumörkunar stjórn. Þá vinna þeirra stjórnendur með þessari næstu kynslóð að því hvernig höfum við bara jákvæð áhrif á umhverf og samfélag, hvað þurfum við að breyta og IKEA að ganga þar bara undan öðrum með mjög metnaðarfulla aðferðafræði. En óttastu ekki að þetta sé svona grænþvottur og bleikþvottur og hvað það heitir, að þegar að því kemur að það er að taka ákvörðun, þá hlustar IKEA ekkit á þetta framtíðaráð, heldur tekur bara ákvörðun sem að henda hlutum. Þetta er alveg, þetta er mjög gild spurning, en ég ætla kannski þarna bara að fá að vísa í mína reynslu og vera bara mjög heiðarleg að ég byrja að minna starfsæfi hjá fyrirtæki sem heitir Mars, nánar tilteki hjá M&M Mars, sælgætislutanum af þeirra fyrirtæki og það fyrirtæki þá eitt staðista fyrirtæki í einkaeigu í heiminum. Ég fer frá þeim til Pepsi Cola, Norður-Ameríku, sem þá taldi fleiri starfsmenn en alla Íslendinga og var staðista skráða fyrirtækið í heiminum. Ég læri snemma á minni starfsæfi að eignarhald skiptir máli og fyrirtæki í einkaeigu
eru líklegri til að horfa til lengri tíma heldur en fyrirtæki skráða á markað því það innbyggt í markaðinn þessi skammtíma hugsun og ég fann þetta mjög snemma þó ég skildi það kannski ekki fyrir aðeins seinna þegar ég hafði fengið meiri lífsreynslu og þroska til að horfa á þetta. Ein af ástæðum fyrir því að ICA getur verið svona hugrækt fyrirtæki að fyrirtæki í eigu stofnunar sem Ingvar Kamprad, stofnandi fyrirtæki sem bjóð til, sem að í rauninni hefur þann eina tilgang að láta gott að sér leiða í heiminum. Þannig að þeir geta hort til langstíma. Þannig andlitslaus kapitalismi sem oft í þessu stóru fyrirtækjum, þar sem að stjórnendurnir bara að gera sér í hugalund hvað eigandinn vill á þess að raunverulega hitta nokkuð tíma. Það sé eiginlega verra. Stofnunin með mjög skýr markmið. Ég ekki að tala ICA, heldur það sem eru skráð fyrirtæki. Það sem engin sýnilegur eigandi raunverulega, það bara einn ímyndaði markaður og stjórnendurnir að gera sér svona í hugalund. Þeir eru að hlaupa í kerfi sem með ákveðna mælistikur og ákveðna væntingar. Ég held að það sé erfiðara. Og ef við tökum Patagóníu sem er nýjasti meðlimurinn fórsturið þeirra í B-Team sem greina þá, að því mér finnst það svo falleg saga að þá ákveður stofnandi þess, Yvonne Chouinard í fyrra að gefa fyrirtæki til móður náttúru. Lætur í rauninni allan arða fyrirtækinu renna til umhverfisverndar því hann hefur það miklar áhyggjur af því. Það er auðvitað ótrúlega hugrækt og ég er ekki að segja að fyrirtæki þurfi kannski öll að ganga þanga en öll fyrirtæki getur lagt eitthvað að mörkum til þess að vinna úr þeim skaða sem að hefur orðið og vinna að þeirri framtíð sem getur orðið. Þannig að ég er nú að sjá alveg fyrirtæki stíga góð skref en ég er að segja bara mjög hreinskilnislega, ég held að þau lögmál sem að markaðurinn hefur allir verið byggður á séu barnsins tíma og það þurfa að uppfæra þau þannig að þau þjóni næstu kynslóðum og þessum fyrirtækjum. Og það sé áræðandi. En segjum sem svo að þú sért orðið forseti og þá verður ekki lengur B-tím, heldur Bessastaðatím. Hvernig ætlar að reka Bessastaði? Ég vil ekki að segja að B-hugmyndafræðin kæmur og með mér að einhverju leyti. Það er að segja að ég vil... Serðu fyrir þér að reka Bessastaði sem bara svona powerhouse í þessum breytingum í heiminum? Mig langar til þess að vera umbreytingarleiðtogi, já. En mig langar ekki til að vera umbreytingarleiðtogi sem trúir að ég einn hafi svörin, heldur manneskja sem að vill leiða fólk saman til samtals og samstarfs og sína í gegnum góð fordæmi hvað er mögulegt og mér langar til að gera það á þann máta sem ég kýs að reyna að vinna, frekar í gegnum brúarsmíði heldur en gröft að ég reyni að fá fólk saman sem jafnvel er að deila stór og mikilvæg mál. Ég gerði það nýlega og er að gera það heilmikið í frambúðinu, fá nýja Íslendinga af erlendum uppruna inn í samtal og hlusta og heyra hvað þar brennur á þeim og hvað má bæta og laga þar. Fá þá sem berjast fyrir umhverfisvernd til að tala við þá sem eru ósáttir við að við séum að brenna olíu allt land og tala saman. Og þetta er áhrifaríkt og gengur í rauninni miklu betur heldur en við kannski höldum. Þú getur hlustað og svo verður þú að gera eitthvað. Og hvað getur fórstu að gera? Ég held reyndar að það sem að hlutverk forseta sér fyrst og fremst að sko leiða fólk saman til samtalsins og finna réttu aðilana til að fara í samstarfið. Að það getur verið eins og við gerum á þjóðfundi slempi úrtak þjóðarinnar til þess að móta eitthvað en það eru margar stofnanir samfélagsins sem eru að vinna í þessum málum en eru ekki endilega að koma saman og móta saman þessa langtíma sín og aðgerða áætlun á bakvið það. Við erum dálítið eins og fyrirtæki sem að bara ætlar að láta það reddast hvað það gerir og ég þekki mjög fá fyrirtæki sem hafa orðið til langs tíma sem gera það. Það vantar þessa langtíma hugmyndafræði og stefnumótun og hún getur ekki lengur komið bara að vettvangi stjórnvalda. Hún þarf að koma og vera mynduð af öllum þeim sem skipta máli í samfélaginu til að þeirri leið verði treyst og til að svo leið endurspegli gildi samfélagsins. Og þetta sé hlutur kostast? Ég sé það sem það, já. Bessastaði sem leiðtogi næstu kynslóðar og þess veruleika sem að tekur við og leiðtogi samfélagsáttar. Og leiðtogi þess að samtal á milli allra hópa og kynslóða, landsbyggðar og höfuðborgar og sé leiðin til að búa til gjöfult samstarfi þá framtíðar. Halla, takk fyrir að koma hingað í kosningabaráttunni. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að sitja við borðið og eiga lengra samtal heldur en kannski við fáum tækifæri til í þessu frambóði. Ávallt velkomin. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag.
barátta fyrir betra lífi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Herru, já, nú ætla ég að ræða mál og sem er þannig að ég fór að borða í hádeginu og hitti þar útgerðarmann sem gerir út á Breiðafirðinu og hann sagði mér að það veri nóg af fiski en fiskurinn veri stór en hann veri grindhoraður. Sagði mér að það veri svo illa komið að hausinn á fiskinum, hann veri komin í svona 34, ég man ekki hvort hann fór upp í 35% af þyngdinni og þetta hljómar eins og að það sé ekki dæti í sjónum en fullt af fiski. Og hvað gerir maður þá? Þá hringir maður í Jón Kristjánsson fiskifræðing, það ekki? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað, að því að ég er búin að sitja hérna á námskeiði á þér, þú ert búin að koma hérna nokkur sinnum, að þá hugsaði ég sem svo að þetta er nú dæmi það að við verðum að veiðum allt og lítið. Það ætti eiginlega að segja mönnum og hefði átt að segja mönnum hérna áður en að fiskurinn hóraðist upp, að veiða sem mest. Já, sko við erum haldrættingar í afla með það sem við vorum. Já. Og ég man alltaf eftir því að þegar ég var í Færeyjum, það var 20 ár síðan, að þá vildu við skera niður 36% í fiskidögum. Já, til að byggja upp stofninn. Já, og ráðherrann datt að ég huga að fá óháðan aðalega til þess að ráðfæra sig og hann, á ýmsum ástæðum þá hringdi hann í mig, baði mig að koma og ég gerði það ná. Ég satt þarna í viku yfir gögnum og var búin að gera það reyndar heima og ég segi við hann, sko, mín skoðan er svo að það er ekkert að skera niður. Þorði ekki að fara lengra. Og hann gerði það ekki, hann skar ekki niður. Þannig var 36% fækkun, sko, átt að vera. Næsta ár og þarna jókst, þarna var ufsaveiðin komin í 70.000 tonn. Og þorskurinn var í 20 til 30.000 einhvers svoleiðis. Sem þykir ágætt í Færeyjum með það? Já, já. Og árið eftir sama upp á teiningnum að ég segi ekki skera niður. Hann fekk sko sömu skilabóð þá og hann gerði það ekki. Þriðja árið ég þarna á vegum að vísu útgerðarmanna og ég fór að skoða. Ég hef búin að taka aldursýni og allt svoleiðis eins og þurfti. Þá sé ég það að fiskurinn er horaður. Grindhoraður. Svo ég legg það til að verði bætt við 15% í dögum. Og menn náttúrulega voru alveg furðulosnir. Bæta við. Já, ég segi að það sýnir sig og merkingar sýna að fiskurinn hættur að vaksa. Og þá er ekkert annað að gera en að veiða meira. Og það var ekki gert, heldur var skorið niður 5%, það kom nýr ráðherra. Síðan upplifðu þeir sko margra ára kreppu. En hvað það að maður sér það á fiski ef hann sveltur og það er ekki hægt að friða sveltandi fisk frekar en önnur dýr. Svoleiðis að það er merki vanveiði. Eða fæðuskort? Já, fæðuskort, sko, sem verður vegna vanveiði. Að raskar hlutfallinu á milli. Það er eitthvað möguleiki að fæðan fari án þess að, sko, að það sé sjálfstætt eða ekki. Ef að fæðan fer, þá eldi fiskurinn. Já. Þannig að þessi hóraði fiskur sem að... Sko, hann finnur ekkert að geta. Hann er búin að leita og hann er bara hórast niður. Já, og hann leitar einhver annar, þá er einhver annar fiskur að leita líka. Og það er grátlegt að þurfa að vera að endurtaka þetta aftur og aftur. Já. Eina ráði við þessu, það er að veiða meira. En útgerðarmaður, hann var að lýsa þessu og hann sagði sko nýtingin er bara komið niður úr öllu valdi. Þess að við getur þetta ímyndað. Já, þetta passar. Beinin horast ekki eða þú veist að og hausskúpan minkar ekki en þannig að þegar hann horast svona mikið niður að þá er það sem eftir er að flakinu. Já. Að það er kannski, hann fær miklu minna út úr hverju veitu kílói. Já. Þetta er náður. Og þetta er bara mörkunum að bara þessi vinnsla borgir sig. Já. Þannig það er kannski orðið of seint eiginlega að fara að veiða núna. Það hefði átt að veiðina fisk eitthvað tímann í kannski á síðast ári. Síðastliðin 40 ár. Síðustu 40 ár? Já, halda uppi góðri veiði, halda uppi vexti. Já.
En það er einhvern veginn eins og menn, sko, þeir halda það að hérna, ég manni þegar ég var í Silungsvötnunum og þetta var þekkt vandamál í fæinu að yfirleitt var allt og mikið af fisk í vötnum því það var ekki veitt eða stór mösku og svona, allt fullt af smáfiski. En þá sagði menn hérna, já, er ekki hægt að gefa honum að éta, að fóðra hann? Jú, það er hægt, þá eru bara fleiri svangir. Skilur þú? Það bætir aðeins við en það er étið strax og það er ekkert annað við höfum gert það hérna í vötnum með góðum árangur að grísja þau og koma honum í lag. Það er margþekkt mál. Nú, svo fór ég að skoða núna, ég hef ekki séð hennar fisk. Nei. Þetta eru nýjar fréttir bara frá Múlakaffi, ég fór hérna yfir í Múlakaffi og borða þeir. Eldheitar fréttir. Það var ekki fiskur í matinn. Það var bleikja. Já, en hvað er það að, ég hef ekki séð, en ég fór að skoða gögnin úr rallinu sem er að koma núna og það er sko ógnveikjandi. Nú, hvað? Að lesa það stendur sko einhver staðar að allur fiskur undir 4 ára aldri, 5 ára aldri, hann hafði lést, hann var ónormalt þungur. Það voru fiskar sem voru stærri, þeir voru í eðlilegum hóldum, segir. Síðan segir ekkert meira það, hvort þessu voru áhyggjur á þessu eða neitt. Hvað er að gerast þegar 4 ára og yngri eru að horast upp, en hinn halda þyngd, hvað er að gerast? Já, koma aðeins á því aðeins þetta, en sko það er ekkert, þeir vistu þess ekki hafa neina áhyggjur á þessu og þessu, já, það vantar loðnu og svona og ég fór að skoða þetta og þá sé ég það að frá meðaltali 3 ára fiskur, hann er komin niður í 350 gram, hann var 460 gram á meðaltali. Frá 460 niður í 350? Það er bara meiri 25. 4 ára fiskur hefur hrapað úr meðaltalinu 1100 niður í 750, það er rosalega mikið. Þannig þetta er eiginlega bara skinn og bein? Já, ég segi það ekki, sko. Svo er ekki tafla sko, holdastöður sem kallaður er. Það er hlutfalli milli þyngdar og lengdar. Það er ekki gefið upp í þessum rannsóknum þeirra, sem er nú líkil atriði. 5 ára fiskur, hann hefur lést sko, frá í fyrra eða frá meðaltalinu síðust ára 500 gram, frá 1900 niður í 1400. 6 ára fiskur er komin niður í 2,5 kíló úr 3. 7 ára fiskur er hérna komin úr 4,3 niður í 3,6 kíló. Til þeim varst ekki að segja að það væri bara 4 ára og yngri sem væri að léttast en hinnir væru. Er þetta ekki orðið eldri fiskar? Jú, það er reyndar orðið það, jú. 8 ára fiskur er sléttur, hann hefur ekki breyst. Og eins og maður segir nú, hver étur litla fiskin? Það er stóri fiskurinn, hann étur hann. Maður fær engar upplýsingar í núinu af fæðu. Sjómenni gera nú ekki að fiski, hann er sendur í slægingu eitthvað. En ef ég tók nú ef það var að skoða alltaf í maga og fiski sem maður veiðir bara til að sjá í núinu og þú getur séð það á honum hvernig ástandi er í fæðunni því að þannig Færeyjum á sínum tíma þá var fiskurinn og hórast ég spurði hérna, hvað er í maganum? Já, það er nú kolmunni, hann fyrir upp að sækja kolmunni og fyrir ekki, ég þarf ekki að spyrja þig. Það eru slöngustjörnur og krabbar. Það er síðasta sem hann étur. Slöngustjörnur er bara kalk. Svo sem hann sér það á fæðunni hvernig ástandið er. Hann fer alltaf neðar og neðar á matseðilinn. Hefði ég fylgst með á námskeiðinu sem ég er í hjá þér, þá hefði ég náttúrulega spurt útgerðarmannin hvað var í maganum á fisknum. En ég klikkaði á því. Kannski ekki neitt. En sko... En er þetta ekki hérna þessar tölur sem það lesa? Er þetta eitthvað sem að þú myndir segja að þetta vera bara bú? Já, alveg rautt ljós. Og hvað gerist svo í framhaldi? Það gerist ekki neitt. Það er eins og það er eina sem að þeir hafa áhuga að verið að telja fiska. Telja, 1, 2, 3, 4, 5 og búa til vísitölur og allt það.
Svo var ég á fundi í Hafró daginn þar sem að verða að tala veiðarfæri og fisk og þar var eitt sem spurði því sko og sagði það að samkvæmt rannsóknum og það kom í ljós þarna líka að mesta smáfiskinu fyrir undir trollið og telst ekki með eins og sést ef maður skoða tölur það einsásfiskur einhvað x 2 ára fiskur 2x 3 ára fiskur 3x 4 ára fiskur 5x síðan fyrir hann að falla en það náttúrulega alltaf að fækka í stofnunum frá eins árs en það meira og meira að koma inn í veiðarfæri þannig að matið á þessum litlu tölulega séð bara rangt þá kom svarið hann skrifaði nú það sjónvarið þarna í Múkan og Hafró svaraði strax daginn eftir og sagði það skipti ekkert máli rallið var ekki eingöngu það sem þeir færi eftir og þá kemur alltaf spurningin af hverju í þessu ralli svona, þetta óhemjudýrt en þeir eru alltaf í þessu ralli svo taka þeir ekki alveg fullt mark á því Rallið að þær eru að draga troll á eftir einhverjum skipum á sama stað ár eftir ár og telja fiskana og áætla þá hvaða fiskar eru í öllu hafinu út frá því. Já, reikna út. Þeir kom alltaf með svipað tölu. Það svolítið merkilegt. En er þetta ekki líka á rallinu? Jú, þetta rallinu. Já, má ég spyrja einu að því að ég sagði, já, hann lítur að vera hóraður og þá sagði þú það er ekki víst, það er ekki mikið lengdin, en það er ekki þannig að fiskar, 5 ára fiskur í ár sé eitthvað miklu styttri heldur en 5 ára fiskur var í fyrra. Nei, hann er hóraður. Það er bara hægt að draga þér ályktina af þessu. Já. Að þetta er mjög bara hóraður fiskur, þá í samanbyrðu það sem er í fyrra, nema að í fyrra hafi verið svona gott ára það er að það verið spikfættir. 5 ára fiskurinn er léttari, hann getur líka verið styttri. Það er að segja, hann nær ekki sömu þyngd. En yfirleitt er hann, en það vantar í þessar tölur ástandsstöðu sem kallar hlutfalli myndi lengdar og þyngdar. Sem á að vera kannski kringum 0,9 til 1. Útgerðarmann sagði hann að þetta verið glærir sem að þýðir það að sko holdið á þeim er orðið svo... Já, þetta er eins og grænlandsfiskurinn sem voru að veiða. Það var að lesa mokkan í gegnum flakið, sko. Og þetta er bara merki þetta er merki stopp sem er bara að svelta? Að gögnin, vigtargögnin og annað, það segir þér að það er ekki allt í lagi með vöxtin. Og það er ekkert að því að vanti loðnu endilega. Ef maður fer að skoða magainnihald, það er tafla magainnihald hana. Að þá er í fiski undir 40 cm að hára cirka það hefur aðeins lækkað innihaldið. 40 cm, það er svona bölvaður já, fitur. En ef þú komin í 40 til 80 cm fisk, þá er helmingi minna í maganum heldur en var fyrir ári síðan. Það er að segja í staðan fyrir að vera 2% af þyngd, þá var það 1% af þyngd. Og það er ekkert smottur ískalsir vegna þess að það er vallan haldir sér við á 1%. Fólk getur bara ímyndast að það borði helmingi minna á morgun. Já, þetta er óferði lagseldi hvað fóður eru mikið 2,5% af þyngd eitthvað svoleiðis til að fá góðan vöxt. Ef þú komin í 1% þá vex hann ekki. Það er bara sem heldur við metabolismanum. Og En er það ekki þannig að segjum að þetta væri eldisfiskur og mast kæmi á staðinn, þá myndi að gera athugasemd við það að þeir eru að drepa hjörðina með því að svelta hana og þeir verða að gera eitthvað í því. Já, þetta gerðist nú í fyrri fiskeldisbylgunni, ég veit ekki hvort ég fylgjast með þessu. Nei, ég segi að svona dæmi að ef þetta væri í eldi, að þá er þið gerðar athugasemd við að þeir eru að drepa fiskinn. Fiskeldismaður myndi slátra eða fóðra meira eða eftir hvað þjættleikin er, skilur. Já, hvað gerir sjómaðurinn? En sjómaðurinn, hvað gerir hann? Hann má ekki veiða meira. Nei, hann bara líðir. Það bara líðir. Sko, ég ætla að segja þér að hérna í magan, 80-100% það er nær helmingsminkun í þeim, í fæðu. Það er kannski muna mest loðuna. En gæta því að þessi stóri fiskur, hann étur þann litla, þannig að með því að vera innleiða smáfiskafriðun, þá ertu raunverulega að búa til fóður handa þeim stærri
Og svo skilja menn ekkert í því að eiginlega alveg síðan kvótakerfi byrjar og það var tekið upp á því að friða smáfisk að þá er engin nýliðun verið. Áfór er ekki nýliðun. Það er alltaf verið að búa til stóra hrygningarstofn. Hann er stærri núna heldur en nokkuð tíma verið. Það er engin nýliðun. Áfór, hún er étin. Af þessum eldri. Já. Þetta er svoleiðis. Það er verið að halda stofnum of stórum, þannig hann leggst á eigin smáfisk. Já, en Svandís veitti þeim held ég 100 milljónir fyrir til að rannsaka á hverju væri ekki nýliðun. Ég sagði henni það að það þyrfti ekki að rannsaka það væri vegna þess að það væri veitt og lítið. Og þú ert að búa til, sko, smáfiskurinn er fóður handa þeim stærri. Þetta er náttúrulega ekki ökonomía fyrir 5 euro. Og svo er annað sem að menn fatt ekki að maður sér ekki og ekki umræðinu heldur að sko við erum ekki hálfdrættingar á við það sem við vorum þegar reynt var að ofveiða miðin í áratugi, allar þjóðir heimsins sem vildu. Kannski ekki allar þjóðir heimsins. Nei, allar sem vildu. Já. Þeir voru hér í fleiri þúsund veiðiferðir frá þjóðverjar. Þjóðverjar og Bretar og Rússar og Frakkar. Þá var þessi afli upp á 400.000 tonn til 500 uppgefið. Einhver sagði mér það, þetta er gömlum sjómanni sem var umbóðsmaður, skipstjóra sem var umbóðsmaður Bretan, hann sagði að það var miklu meira veitt heldur en þeir gáfu upp. Að sko, það eru peningar í þessu. Hversu virði er sá þorskstofn sem við erum í dag? Við getum tvöfaldað veiðina. Og veittan sko þyngri. Já, og í betra ástandi. Að vísu myndi stofnin minnka og þú ert að hafa fleiri sóknardaga til að ná aflanum, ekki satt? Þeir var svo sniðugt að hafa stóran stofn og veiða lítið, þá voru svo fljótir að fylla sig. Og þetta er notað sem fínt í að minni olíueyðslu og minni mengun og svona. En útgerðarmaðurinn hann hlýtur náttúrulega eins og var hér að ef er ofveiði eða lítill afli, hvað gerir hann þá? Hann hættir að gera út. Það dregur úr sókn eða eitthvað. Þess vegna er ekki hægt að ofveiða, það borgar sig ekki að ná í síðasta fiskin. Það er ekki hægt heldur, því hann lærir. Lærir á veiðarfærin. Þessi þáttur ef samkvæmt vandamálið er að við verum að veiða meira, stundum ljómarið svoleiðis, segjum að sé bara árið 1500. Það eru sömu miðin hérna og sömu fiskistofnarnir. Hvernig hafði þorskurinn þá þegar það var miklu minni veiði? Já, maður veit það ekki. Nei. Það komi hérna áraðurlust annála það sem ekkert veitist hérna við Faxaflóa. Kannski 2 ár, það veitist ágætlega fyrir norðan og svo öfugt. Það var fiskleysi. Hérna. Sér það nálega nú. Það stofnin hafi hrunið og... Já, hann yfirkeyrir sig og svo deyr hann og þá pláss fyrir nýtt og þá kemur upp nýr sterkur árgangur eða hvað við kallaða og hann gengur í sveiflum, þetta er þekkt úr öllum löndum. En með því að veiða meira, heldur við gerum í dag, að þá getum við viðhaldið stofninum svona á hápunkti. Á besta stigi. Eina ráði til þess að draga úr sveiflum, hvort það er búskapur eða hvað það er að slátra. Og sjáðu til dæmis í kindur og allt þetta. Hvað myndi gerast þegar bændur hætti að slátra? Á þess að afla meiri heyja. Þá er mikið af voruðum sauðfjö upp all öll fjöll. Svo bóndinn sagði til þess að halda stöðuleika, það er að taka hnífinn. Heyrðu? Já, þetta með meira? Já. Þannig að það bendir allt til þess að þessi frásögn á Múlakaffi sé rétt. Já, sko það er lítið í maganum á honum. Hann er miklu léttari heldur en á að vera. Þetta er þorskur. Nú, meðalþungi 2 til 5 ára ísu hefur hríðfallið. Það er mjög mikið af ísu. Sterkir árgangur allir voða ánæður. En meðalþyngdin hefur hríðfallið. Og 3 til 4 ára ísa er ekki nema 50% af því í þyngd sem hún var þegar hún var mest. Það er svolítið munur. Það er rosalega munur. Við varum glæsilegir, við varum bara 50% af því sem við erum. Menn voru sakaður það í Norðursjónum að þeir veittu svo smátt. Þetta væri svo smátt hjá þeim að það væri svo mikil ofveiði.
Þetta voru tittir og allt það, svo lesa. Ég fór, þegar sjóvarpi fór til Skotlands, þá fór ég með. Það var Magnús Hafsteinsson og myndatökumaður. Og við komum á fiskmarkan í Aberdeen og þar var svona ísa í kössum, smá ísa, lengi eftir lengju. En í einni lengjunu voru rogn. Og við sagðum, hvaðan er þessi rogn? Og þau eru úr ísunni. Það sem sagt ísan þar kynþroska í síldarstærð, 25-7 centimetrar, vegna þess að hún vex svo hægt. Það vanveið á ísu. En það eins og menn hafa ekki aldursgreindina. Hún er 4-5 ára þessi smá ísa. Hérna hefur hún komið yfir kílóið. Þannig að það sem menn kalla ofveiði yfirleitt alltaf vanveiði. Þannig, en hvað gerist? Fiskurinn að horfast upp. Hvað gerist svo? Hann drefst. Svo drefst hann? Og hvað gerist þá? Þá kemur ný sveifla upp. Já, en það kemur kannski nokkrum árum seinna. Þannig að við erum að fara að sigla inn í svona einhvert afla brestar ár. Já. Sko, ísa, 3 ára ísa, hún hefur fallið úr 550 grammum niður í 300. Það með helming. 4 ára ísa hefur farið úr 1300 grammum, þegar hún var mest, niður í 700. Það er ótrúlega tölur sem að öskra á mann. Nú verður að gera eitthvað. Samt gerist ekki neitt. En getur verið að fæðið hafi bara farið út af hlýnun jarðar og hlýnun sjávar og súrnun sjávar? Máttu vera upp á það? Súrnun sjávar? Það engin súrnun í sjó. Ef þú skoðar það. Sjórinn basískur, hann í kringum 8. Neutralt 7, súrt 6. Og ég var í Noregi í vötnum og þá var sýrustig komin í 5. En það var allt í lagi með allt dýralífið. Það var ekkert. Eina sem hann gerðist það var það að fiskurinn dó vegna þess að í súru vatni þá fellur út ál á tálknin, alumínium á tálknina og hann kapnar. Það var ekki sýrustig sem slíkt. En við erum ekki komið þangað í... Nei, en sko, nú skulum við skoða aðeins, hvað þetta svona? Þú manst kannski eftir því eitt árið þá segir Davíð Oddsson við skulum bæta við 30.000 tonum af þorski. Þá var hann að sig vilsald að vantilega eitthvað. Það var á þeim árum að útgerðarmenn voru að heimta að fá meira, en þeir eru löngu hætti því. Já. Það engin krafa frá... Þá hitti ég gamla skipstjóra á bryggjunni, Pétur Stefánsson, skipstjóra á Pétur Jónssoni, frá Húsavík. Og ég segi, ertu ekki ánægð með þetta, Pétur? Nei, þetta það versta sem gat gerst, að vera að bæta við. Og nú, okkur sé ég það, okkur þá. Já, þá fellur fiskverðið. Já, þú meinar leiguverðið, sagði ég. Kvótinn. Já, þá... Og ég veit ekki hvort mann seldi því, átni Matt, hann tvöfaldaði einn svona ísukvótar. Og leiguverðið fjallir í krónu. Þannig að þeir vilja halda þessu svona. Ég held að bara ekki gerst á þessari öld að útgerðarmenn hafi heimtað að fá meiri kvóta. Nei. Þeir eru bara mjög sáttur við það. Það ekki gert. Nei. Það eins og Óli Ipsi sagði hérna eins og eftir manni á fundi hjá LIU eða eitthvað svoleiðis. Nei, við hefum ekki veiða meira, þeir enn að drepast. Já, og áttu við smærri útgerðarmenn. Já. Til þess að stærri útgerðin geti. Þannig að svona og ég skil. Það er að sama gerast upp á landi og gerist nýr í sjónum að stærri útgerðinar að geta þessa litlu. Já. Og við erum verið að stefna að í grásleppinni, þá fara að setja hann í kvóta. Býtu við, þarf einhvað að takmarka veiðar á grásleppu. Hér áður fyrr, þá takmarkuðust grásleppuveiðar við söluverðið á hrognunum. Ef að grænlendingar eða norramenn voru að veiða mikið, þá urðum við að passa okkur því að annars fjall verðið niður úr öllu valdi. Og það var bara útgerðin sjálf sem stjórnaði því. Núna á að fara að gefa út kvóta í grásleppu út frá niðurstöðum úr togararali sem að veiðir í botnin en hún upp í sjó. Og eftir að farið að leita makril hérna, það farið annarkvort ár held ég í leiðangur að leita, já það nú reynda hverju ári, þá kemur það í ljós að það veiðist grásleppa á
öllum togstöðum af því þeir eru að veiða upp í sjó og það grásleppa alveg frá Grænlandi upp í Nordkapp sko. Svo eru menna að takmarka veiðar á þessu. Byggðar á kjánastöðum og aðtuga annað. Býtu, hvað er verið að veiða úr grásleppinu? Það er verið að veiða hrygningarfiskin. Það er markvisst verið að veiða hrygningarstofnin. Það er alltaf nógu grásleppu. Og það er eins og með hana eins og annað, þetta sveiflast upp og niður. Annað sem er svolítið líka merkilegt að þeir eru í ralli sem að þeir segjast nú ekki alveg taka fullt mark á. Þeir fara vor og haust. Það er alltaf helmingi meiri hærri vísitala, næst helmingi hærri í vorrallinu heldur en í haustrallinu. Og akkur eru 2 röll. Það er vegna þess að á sínum tíma þá voru menn eitthvað óna þessu sko byttu við erum á vorin þá er fiskurinn að ferðast á hrygningastöðuna og hann er að ferðast upp í sjó sem er vita og við erum að toga við botnin. Þess vegna væri betra að gera það á haustin. Þetta var Kristján Þórarinsson hjá LÍU sem að fann upp á þessu eða stakk upp á þessu. Síðan var þetta gert. En það er alltaf miklu að lægri vísitalan á haustin heldur en vorin. Er ekki verið að mæla sama stofnin? Ég veit ekki hvað. Jú, það er til sami stofnin. Ég meina það er verið að mæla stofnstærðina með rallinu. Stofnin er minna á haustin heldur en vorin samkvæmt því. Þú er ekki trúið því? Það stenst ekki. Það stenst ekki. En notar ekki þá bara meðaltala þessu til þess að áætla stærðina? Það sýnir að rallið gefur ekki rétta mynd af því sem er í sjónum. En það vitum við það, getur núna á grásleppuvertíðinni þá var fiskurinn, stóra fiskurinn, hann er allur upp í fjörðum að leita sér að mat. Það mælist ekki í ralli út í hafið. Það er mjög lítið sem að menn veið á grunnu vatni. Hérna til dæmis hrygningatíman er Kollafjörðurinn fullur af fiski eða hérna Kjalanesmiðin og allt þetta. Þeir eru ekki að gá þar. Ég var einu sinni á netabát sem hann var að gera út hérna. Það var 2 tíma ná í dagskamtinn sem hann var hemdjugt í vinsluna 2 tonn. Það var farið og lagt og drukkin eitt kaffibótli og svo farið og etja. Núna láta menn til dæmis hérna á netabátunum fyrir svona land þeir eru ekki að láta liggja yfir nóttina. Þeir fara út í grábítið og koma heim hádegi kannski. Draga bara strax. Þetta þekktist ekki. Áður. Hver er munurinn þá? Hvað hefur breyst? Já, það hefur breyst. Það er engin sókn í fiskinn. Hann hefur aldrei séð net. Það voru fleiri 1000 net, núna eru kannski einhver 100. Þannig að hann hefur aldrei séð net. Og það er svolítið merkilegt að fiskur náttúrulega lærir á netinu. Það er einu sinni voru steinar á netum. Með svona 500 millibili eða einhver svoleiðis. Og þá var náttúrulega línan undir, hún var ekki alveg við botnin. Svo kemur blíkapallinn sem leggur netið alveg niður á botnin. Og þá mókveitist þar, akkurat þar, að því maður vanur að fara undir. Já. Á milli steinana. Já, en hann lærir. Það er eitthvað að gerast í sjónum, fiskurinn að horast upp? Það er ekkert að gerast í sjónum, það er ójafnvægi á milli fiskstofnsins og fæðunar. Og það er orsakast að mínum mata því að við veiðum ekki nógu mikið og við raunum að gefa, veiðar bara hreinlega frjálsar á svona tímabili. Þegar þessi fiskur með hvort sem er drepast. Já, færiðingarnir þeir fengu sterka árgangu núna á síðustu árum, svo sterka að hann kom upp að bryggjunum og menn hendt út net að bryggju hausunum og það mátti ekki veiða en það var að bíða þess, svo hvarf hann. Já, þegar hann drafst bara, voruðist upp og drafst. Og það er að gerast núna, Jóna. Okkur. Já, ég veit ekki hvernig maður þarf að sjá það með eigin auga, menn þetta er niðrávið og það er alveg kláramál, þetta er niðrávið. Og hvað gera með þá? Ef þetta hrinur? Maður gera ekkert. Þeir segja ofveiði. Það er alltaf sagt ofveiði. Það er að draga úr kvótanum. Það er líklegt. Það er eina ráðið sem kunna, það er að gera það. Það verður helmingaður ísukvótinn.
Ég skal allir ekki fara að spá í það, en þú veist að ráðgjöfin kemur aldrei fyrir nættu sjómannadag. Nei. Sérstaklega ef hún verið slæm. Ég hef ekki hugmyndu það, það er virðast Það er stutt í sjómannadaginn, það er daginn eftir kosningar. Sko, þessi kollega mínir þarna, fyrir Hafnarfirði, þeir virðast ekki lesa í lífkenni. Hvað hefur þeir sagt? Ég meina, þú sér fanga sem voru út á horrimenni. Við sjáum fisk sem verður frá, okkur er ekki hugsa, þeir þurfa að fá minna að borða og það er bara ein leið til þess að gera það og það er að fækka þeim. Það er mjög áhrifaríkt. Og það er að við náttúrulega að hugsa sem samfélag, ég býst við það ef þú myndir horfa yfir þessi 40 ára tímabil, þá er það sem við neita okkur að veiða. 1000 milljarðar. 1000 milljarðar. Já. Plús náttúrulega byggðaröskun, plús kostnaður fyrir heimili að afla sér matar, því að fiskur var hér áður ódýr, nú var hann dýrar en flest kjöt. Og merkilegt, út á Spáni er fiskur ódýrar íslenskur heldur hérna heima. Saltfiskur með sér. Já. Herðu Jón, takk fyrir að koma hérna og svara spurningu sem að vöknuðu þegar ég hitti útgerðarmann í hátíðinni. Já, alltaf gaman. Farðu oftar í Múlakafór en það grafið fleiri. Já, ég er alltaf að reyna að afla frétta, hvað sem ég fyrir. Já, þetta er snöggt. Ok, takk fyrir. Bless. Herðu, en ég ætla að setja þetta áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, það eru forsetakosningar og við höfum fengið hér frambjóðendur í höfuðborðinu og spjalla við á. Svona í viðtölu sem við getum kallað svona kynningar viðtöl, við erum að reyna að kynnast fólkinu. En nú er komin nær kjördegi og þá viljum við spjalla það sem er kannski svona þau efnisatriði, málefni sem hafa verið til umræðu og fá kannski að ræða við frambjóðendur það sem þau hafa kannski einhver leyti lagt mest áherslu á og hingað komin Hallar Huld Logadóttir og velkomin. Takk fyrir. Herðu, það sem mér langar að ræða við þig er auðlindir, mér heyrst þú leggja áherslu á það, annars vegar það þegar þú ert að svona lýsa stöðu Íslands, tækja fram okkar, að við séum, eins og stundum sagt, fáum við þjóð í stóru landi með mikið auðlindum, þannig að við erum lukkunar pamfílar. En svo hefur við líka lagt áherslu á að við þurfum að gæta okkar, fara vel með þar og kannski líka gæta þess að það renni til þess að byggja hér upp gott samfélag, en lendi ekki höndum á fáum, getur maður hugsað. Hvernig lítur þú á þetta? Hvað akkur ertu að ræða auðlindirnar? Já, þetta er auðvitað lykilmál fyrir hverja einustu þjóð í heiminum eru auðlindamál, bæði auðvitað náttúruauðlindir og svo auðvitað líka eins og ég hef talað auðlindir hugvits og þekkingar sem að við erum líka sterkir. Mannauðurinn, margt sem þarf að huga þar líka í samhengi við tækni, þróun, gervigreind og annað. En í samhengi við náttúruauðlindir að þá eru það, eins og ég segi, algjör lykilmál fyrir hverja þjóð. Og við erum auðvitað mjög rík af auðlindum hér. Við erum rík af auðlindum til sjávar og sveita, svo mætti segja, í landbúnaði og ýmis ónýtt tækifæri þar. Ég tala nú ekki í samspili við orkumálun okkar, í samspili við jarðhitann og í samspili líka við raforku. Þannig að það er landbúnaðurinn, það eru orkumálin, síðan er það auðvitað sjávarútvegurinn og síðan er það vatnið okkar sem er einstakt á alla vegu og svo mætti auðvitað halda áfram og telja upp jarðefni og bara náttúru. Auðvitað er þetta allt eitthvað sem byggir á náttúrun okkar og það er kannski ástæðan fyrir því að við eigum svona ríkar auðlindir er að náttúrun okkar líka hrein og tær að mörgu leyti miðað við sérstaklega þróun annars staðar. Og það er þess vegna sem að gæði okkar afurða og möguleikar eru svo ótrúlega miklir. Og ég kannski, minn áhugi á náttúruauðlindum kemur beint úr því að hafa verið að vinna í landbúnaði
vera að vinna í sveit þar sem þetta svo áþrjáðlegt, þú ert að vinna með afurðir og þú ert alltaf að hugsa að nýta landið en líka að skila því góðu fyrir komandi kynslóðir og það kannski ástæðan fyrir að ég hef verið að beina sjónum að þessu viðfangsefni, auðvitað ekki bara í þessari kosningabortu, heldur í mínu námi og í mínum störfum. En við tölum oft þetta, en þetta svona málaflokkur, þar sem má eiginlega segja séu að mörguleyti óleyst ágreiningsmál. Fiskveiðiauðlindin, það í gangi hér kvótakerfi og það gerðar kannanir og það kemur ljós að 70% af almenningi á móti kerfinu. Finnst það leiða til þess að það fé flest að fara hendur. Finnst það vera spilt og eitthvað leira. Hvað gerum við í því? Og hvað getur forseti gert í því? Og ég segi þetta bara sem dæmi. Mér langar að labba með því gegnum jarðvarmann og vatnið og vindinn. Já, þetta verður mjög langur þáttur. Nei, við erum vön. Já, það eins og þú segir, það eru auðvitað margar auðlindir og ólíkar áskorunir í ólíkum auðlindaflokkum. Og bara ólík hugmyndum hver á þetta og hvert auðlindarentan á að renna. Já, ég held að það sem ég hef verið að tala fyrir eru almannahagsmunir. Ég hef talað skýrt fyrir því í orkumálunum að við séum alltaf að hugsa að saman hvort við erum að byggja upp kerfi eða hvort við erum að nýta auðlindina, að það sé alltaf almenningur sem að njóti ákveðins forgangs eins og ég hef talað í orkumálunum. Þegar kemur að einstaka auðlindaflokkum þá hef ég kannski mest verið að síðan að horfa á að við séum að setja fókusinn, beina sjónum á verðmæta sköpun. Þetta auðvitað stóra spurningar sem við nefnir varðandi kvótakerfið og sjálfur sér ekki á borði forseta. En það sem að forseti getur gert og þarf að gera að lyfta þessum verðmætum upp. Ég held að eftir að fólk hætti að fara í sveit, eftir að fólk hætti að vinna í fiski, þá kannski varð ákveðið rof á milli þess hvernig við erum tengd þessum auðlindum. Og ég fundi það í orkumálunum, fólk ekki mikið að hugsa þessi verðmæti dagstaglega, tekur þeim jafnvel sem sjálfsögum hlut. En það svo mikilvægt að við séum að efla þekkingu á þessum málum og okkur sé ekki sama hvernig þessi málaflokkar þróist. Og það ef við tölum kvótakerfið, ég held að dæmum eitthvað í því kerfi sem að fyrir utan það kerfi var auðvitað sett á til að koma í veg fyrir ofveiði. Og átti að byggja upp fiskistofnuna sem hefur ekki tekist. Það var líka markmiðið að tryggja byggð í hringinn í kringum landi sem hefur ekki tekist því að margir bæir hafa orðið fyrir gríðarlegu áfalli þegar kvótinn hefur verið tekinn. Þannig að margt sem hafa lagt af stað upp með í upphafi hefur ekki gengið eftir vegna þess að það bara verið önnur sjónarmið sem hafa tekið yfir, meðal annars hugmyndir það að stærðarhagkvæmni væri það sem við ættum að stefna og við höfum svona hægt og bítandi lyft til að fáum risastórum útgerðarfyrirtækjum að drottna yfir langstærsta hluta af auðlindinni. Svo ef ég reyna að endurvarpa svona óánægju almennings með kerfið. Og þarna það alls konar lærdómur sem að má huga að mitt fyrir ólíkar auðlindir sem við eigum. Það sem kannski eru töluverða breytingar framundan, til dæmis í orkumálunum. Þá ágætt að hugsa í upphafi skal endinn skoða hvert markmið og hvernig ætlum við að byggja upp kerfi sem að raunverulega nær þeim markmiðum. Ég get sagt varðandi kvótakerfið, þar held ég að það sem að hefur gerst í þeirri grein, ef við ítum frá þeim ágreiningsefnum sem að eru eðli málsins samkvæmt stór og mikil, að það sem hefur gerst kannski að það hefur orðið meiri áherslu á verðmætasköpun í greinina því að það ekki hægt að veiða endalaust. Ég vilja frekar segja að það hefur orðið áherslu á arðsemi fyrirtækjanna. Því að í sömuleyti þá eru margir til þess smærri aðilar inn í greininni sem að gagnrýna stóru aðilana að þeir séu ekki alltaf að ná hæsta afurðaverði sem að henni litlu verðastefna til þess að geta lifað af og benda á henni stóru að auka arðsemi sína með að skera niður kostnað sem ekki endilega, næst ekki endilega með því að hækka afurðaverðið alltaf. En ég mun ekki leysa þessi mál sem forseti. En það sem skiptir máli og við erum farin að sjá ákveðnu leyti í sjávarútvegi að það orðin meira áherslu á nýtni af því að það ekki hægt að veiða endalaust að það orðin meira áherslu á nýtni og við erum að sjá það
í gegnum fyrirtæki eins og Keresis til dæmis, það sem ákveðin nýsköpun, það sem að fiskroðið orðið verðmætara heldur en fiskurinn sjálfur, ef svo má segja. Og þeir alltaf komnir með 0,3% af öllu roðinu, að það væri stórfabrika í þeirra huga, þannig að... Já, ég held að þetta sé leiðin sem við þurfum að horfa á varðandi alla auðlindanýtingu. Það ekki að nýta sem mest og við eigum mikla möguleika og eigum að vera í auðlindanýtingu á ólíkum sviðum, heldur alltaf að vera að hugsa hvernig við getum fengið sem mest verðmæti út úr þeirri nýtingusvegum og ég held að sé skala auðlindina og skilinni betri og eftir og vera líka, ég held sé mikilvægt að horfa á þessi samfélagssjónarmið og það til dæmis að við horfum á orkumálin, það til dæmis eitthvað sem ég hef ágjur af varðandi framtíðina að það þarf að passa upp á að orkusagan haldi áfram að verða saga þar sem verið að byggja innviði til þess að styðja við samfélag. Það sé ekki bara verið að horfa á hvar best að nýta auðlindina, heldur líka verið að horfa á hvar það best út frá því að það verið að styðja við ólík samfélag og það eru samfélag eins og á Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, fyrir austan, þar sem alveg augljóst að það þarf að styrkja innviði og það mikið bara jafnræðismál fyrir landið okkar. Þannig að þetta eitthvað sem skiptir máli. Orkusagan okkar svona saga félagslegu uppbyggingu. Við eigum hitaveituna og rafmagnsveitur sveitarfélagana og svo eigum við Landsvirkjun. Þetta eru uppbygging sem að öll var út frá svona félagslegu sjónarmiðum gerð af almannavaldinu, getum við sagt. En núna erum við á einhver svona tímamótum, það eru meiri svona þrýstingur á framkvæmdir, fyrirtæki sem að komast þar að. Við erum bent á að til dæmis Landsvirkjun, hún rýmir raunverulega til fyrir fyrirtæki, ef þú býr til virkjun einhvers staðar, þá máttu selja alla orkunæðina inn á kerfið og þá dregur Landsvirkjun svolítið að sér eins og að þau séu fyrir sem að kannski þarftu að horfa á það að nýtingin ætti að vera í höndunum á einhverjum aðilum til þess að upplifa það en það eru ýmiss konar svona hlutir að gera. Þú nefndir veikleika, við horfum á það á Reykjanesi fyrir stuttu síðan, ákveðna veikleikar, miklu veikleikar í bara vatni til Vestmannaeyja. Við sáum það í óveðrunum fyrir hvað var ekki 2 árum eða 3 árum fyrir norðan, þar sem kemur í ljós að það hafði ekki verið að byggja upp innviði þannig að heilu sveitarfélögin lentu bara í rafmagnsleysi fáránlega langan tíma fannst mörgum. Þannig að sumuleyti má segja að við séum kannski okkur svona tímamótum að þau sjónamið sem að voru í upphafi þegar við verið að byggja upp hitaveituna og rafmagnsveituna og síðan Landsvirkjun, að þessi komin önnur sjónamið inn. Er það að segja að þessi hætta á þessu tímamótum að við gleymum upphaflega tilgangnum sem við ætlum okkur og við gætum allt í einu staði upp fyrir því að orkuauðlindina væru komnar í hendunar og örfáum stórútgerðum. Það sem ég að segja í raun og veru að það merkilegt að horfa tilbaka á þessu sögu. Það mjög merkilegt því að Landsvirkjun einmitt þegar hún stofnuð, þá hún stofnuð til þess að eiga virkjanirnar okkar og mér finnst áhugavert að hugsa það að það var ekki sjálfsagt. Það var þannig í sumum tilfellum, í sumum ríkjum að orkukaupendurnir áttu líka virkjanirnar. En þarna var ákveðin Það voru svona snemma á síðustu öld að þá eru dæmi verksmiður sem áttu líka voru bara company towns eins og kallaðir. Já, þá í raun og veru vegna þess að þessi ákvörðun var tekin að stofna Landsvirkjun. Þá sjáum við mikilvægi þeirrar ákvörðunar. Hún sést ekki 5 árum, 10 árum eftir. Hún sést núna í dag, næstum því eða mörgum áratugum síðar. Að þá eru við allt í einu farin að uppskera við eigum allar þessar ólíku virkjanir og fyrirtæki farið að borga arð. Og það vegna áherslu sem var sett fyrir áratugum, 50 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Og það það sem svo mikilvægt auðlinda ákvarðanir og auðlindamál yfir höfuð að þær ákvarðanir sem eru teknar núna, þær geta verið góðar á morgun eða slæmar á morgun, en við þurfum alltaf að hugsa hvernig viljum við að afraksturinn í slíkum málaflokkum líti út eftir 50 ár. Það sjónarhornið sem við þurfum alltaf að hafa. Og fyrir orkumálum þá alveg rétt hjá þér að sagan merkileg með jarðhitann. Hún alveg stórmerkileg af því að þarna var verið að fyrstulega taka nýsköpun, þetta var auðvitað bara nýsköpun, að bændur byrjuðu með það að þróa þessa tækni að svo má segja. Og svo þessi samvinna á milli sveitafélaga og fjármagn frá ríkinu sem að gera það verkum að
ólík sveitafélög fara þessa leið, byggja upp innviði fyrir íbúa, merkilegt. Og síðan má sjá að einmitt áherslan sem þá var lögð í löggjöfinni nýtist líka þegar við erum að horfa á áskorunar á Reykjanesi. Því að þá til dæmis alveg skýrt að það sveitafélagi sem á forgang þegar kemur að heita vatninu. Þú getur ekki selt það eitthvað annað. Það í raun og veru tryggður ákveðin íbúa forgangur í gegnum löggjöfina. Þannig að öll þessi saga merkileg saga. Og við höfum verið að innleiða nýtt regluverk núna frá 2003 og það í raun og veru grundvallabreiting á okkar reglum, allt aðri hvatar sem að koma þar inn. Það verið að færa áhersluna frá félagslegu markmiðum yfir í einhvers konar semi-markaðs búskap í kringum þetta. Þetta í raun og veru innleiðingin á orkupökkum Evrópusambandsins sem þarna ræðir. Það sem trúin svo að eitthvað svona markaður með orku muni skila bestri niðurstöðu eða hvað? Í raun og veru má segja það sé í stuttumáli. En þetta efast það? Þess vegna skiptir ótrúlega miklu máli á slíkum krossgötum að horfa á hvað þarf að tryggja áfram. Hvað þurfum við finnst við ekki hafa gert það? Við höfum ekki náð almennilega utan að það þegar kemur til dæmis á orkuöryggi almennings. Það alveg ljóst að það þarf að tryggja að almenningur hafi ákveðin forgang á raforku og það líka eitthvað sem var hluti af okkar orkusögu. Þegar var verið að byggja upp stóru virkjanirnar, þá var það alltaf gert með það í huga að almenningur ætti að njóta raforkunar og það hefur skilað sér í ákveðnum lífsgæðum hér á landi. En þetta segja að með orkupakkunum að þá séum við að fara frá þessu að einhverju öðru kerfi og við höfum ekki hugsað það almennilega til enda. Þetta stingur upp á því að við stöldrum við, ræðum aðeins betur orkumál og auðlindamál. Við gætum talað kvótan og við gætum talað fjöllin og við gætum talað náttúrun og vindin. Við þurfum að ná að fara yfir þetta allt saman. Já, og það þér finnst, það eitthvað eins og hlutinni sé að gera svolítið hratt. Ég að segja það að þegar það verður svona mikil breytingur regluverki, að þá þarf að hugsa hvað skiptir máli. Hvað skiptir máli fyrir íbúa og hvað skiptir máli fyrir samfélag og það þarf að tryggja betur forgang íbúa og það hægt innan löggjafarinnar sem að Evrópusambandið hefur en það þarf að klára það í löggjöf og það þarf líka... Hefur það ekki verið gert? Það hefur ekki verið klárað. Ekki gætt nógu mikið af hagsmunum almennings og samfélagsins? Það eitt af því sem að þarf að gera og mjög mikilvægt að klára og síðan það líka það að við þurfum að tryggja það sé verið að forgangsraða að byggja upp innviði fyrir samfélög þar sem þau þurfa því að halda. Það sé drifkraftur og ég held að því að það hafa nú verið mikla deilur í orkumálunum á milli náttúruverndar og nýtingar. Ég held að áskorunni framtíðarna muni líka fela í sér átök á milli þess hvort það sé verið að byggja upp þessa innviði á stöðum á landinu sem að þurfa að halda. Af því að það ekkert gefið að hagkvæmasti orkukosturinn sé nálagt Vestfjörðum eða þjóni Vestmannaey. Þannig ég held að þetta muni verða eitt af því sem að komi til með að þurfa að hugsa betur. En hver á að gæta þess? Því að við vitum að og góðu fréttirnar eru að það hægt að útfæra margt af þessu í löggjöf og annað, en það þarf að gera það og ég held, og það þarf að hafa skýra sýn á þessi mál og ég held að sem forseti sé hægt að tala mikilvægi þessara langtímahugsunar og það grundvallarmál fyrir íslensku þjóðina að okkur þykir vænt þessar auðlindir, við áttum okkur á verðmæti þeirra, við áttum okkur á því að þetta eru takmarkaðar auðlindir þó að séu afar gjöfular og geti fært okkur mikið og að þess vegna fólk hafi skoðun og taki þátt í þessari framtíðarsýn sem að skipti máli fyrir það hvernig þessi mál þróast. Þannig að það sem að hægt að nýta embætti forseta að fá okkur til þess að tengjast þessum gríðarlegu verðmætum okkar á nýja vegu og það á ekki bara við orkumálin. Hugsaður vatnið okkar. Nú 70% af vatni 70% af plánutunni, síðan erum við með 3% sem er vatn sem drykkjarvatn, mest af því bundið í jöklum og brota þessu vatn þá drykkjarvatn og á hvað erum við að horfa í dag? Við erum að horfa það að heimurinn að hlýna. Það að verða miklu meiri áskorunir í vatni og flestar þjóðir eru búin að kortleggja
sinn vaskbúskap að fullu og eru með langtíma stefnumótun þegar kemur á vatni. Og það dæmi lagaramma aftur sem þarf að móta núna, af því að hvernig við mótum að núna hefur áhrif á framtíðina. Og hérna held ég að forseti geti aftur fengi okkur til að þykja vænt þessar auðlindir, verið betri tengslum við þar, rétt eins og Vigdís talaði mikilvægi náttúru og svo arfleifð lifir með okkur. Þórunn Eldjárn var að tala menningun okkar og svo arfleifð lifir, að þá þetta að þykja vænt landið okkar. Og nú ég alveg eldheit því ég var að koma á reiðtúr í fallegri íslenskri náttúru. Þannig að ég hérna, en ég ætla aðeins að bakka yfir í orkuna. Af því að má ekki segja það að þú sért að halda því fram að við verðum að gæta meira og betur að almannahag. Það sem ef við gerum það ekki, ef þau sem eigi að gera það, hvort sem forsetinn, þingin eða stjórnmálin eða hvað sem þegar það gerist ekki, að þá hættan á því að nýting á þessum auðlindum, kerfið sem við byggjum upp í kringu þau verður fyrst og fremst til að þjóna þeim sem eru fjárfesta og þeim sem eru fyrirtækin og við getum mist tökin á auðlindunum okkar. Þú ert að segja það, að það þarfi sterkara afl til þess að gæta almannahag. Það þarf að tala með ríkara mæli fyrir almannahagsmunum í auðlindaníkum. Það rétt, ég að segja það. Á Bessastöðum, við Austurvöll, í stjórnarráðinu. Heilt yfir, þá þurfum við að leggjast á áreitnar það að við séum alltaf að hugsa almannahagsmuni þegar kemur á auðlindanýtingu. Það lykilmál fyrir samfélagið okkar og það lykilmál fyrir, það ekki endilega lykilmál fyrir daginn í dag aftur eða morgundaginn, en það lykilmál fyrir framtíðarkynslóðir og mér finnst svo gott að hugsa þetta þannig að ég á 2 stelpur og þær eru núna að vaxa úr grasi og ég vil að þær horfi á okkur sem erum að byggja upp landi núna, erum að vinna í þessum málum heilt yfir, bara fyrir samfélagið okkar og hugsi, heyrðu, það voru sterkir málsvarar og það var verið að vinna verkin til þess að hlutinni gengju vel. Ekki viljum við að þau horfa á okkur og upplifa að við klúðrað þessu? Nei, alveg eins og þegar ég horfa á sögunum Landsvirkjun, þá fyllist ég stolti og ég þakka fyrir að einhver hafi tekið þessa ákvörðun og sama má hitaveitu söguna. Það merk saga og að því við vorum að tala verðmæta sköpun áðan. Hitaveitu-sagan líka saga þar sem við vitum að við erum ekki með endalaust af jarðhita þó við eigum mikið á honum og við höfum farið að horfa á þessa nýtni og það birtist bæði í auðlindagarðinum á Reykjanesi og Hellisheiði þar sem við farið að horfa á að nýta jarðhitan með fjölbreyttum hætti, nýtan til að rækta grænmeti, nýtan til að búa til fæðubótarefni, nýtan til að hita gangstéttir á veturnar, þannig að það verið að horfa á að auka verðmætasköpunina úr nýtingunni hverju sinni. Þetta líka ótrúlega mikilvæg hugsun fyrir samfélagið okkar, að vera alltaf að horfa á það hvernig við getum nýtt auðlindirnar okkar með sem allra bestum hætti, að því að þetta framtíðareign okkar samfélags og þetta eru sannarlega okkar grunnstoðir í okkar ótrúlega auðlindaríka landi. Aðeins varandi almannahaginn sem þú segir að þurfa að styrkja, við svona vitund okkar hann. Ert ekki með þess að segja það, ef við gerum það ekki, að þá mun orkunýting, dreifikerfin og allt þetta verða byggt upp út frá arðsemi fyrirtækjana og það ekki endilega víst að það sé það sem þjóðhagslega hagkvæmast. Þá setjum við uppi með fólki fyrir norðan sem að missir rafmagnið af því að það var ekki byggt upp dreifikerfi, af því að félagslega sjónarmið viku fyrir arðsemi sjónarmiðum og sama getum við sagt mögulega með Reykjanesið og ég veit ekki hvernig ástæðan fyrir vatnsleysinu í Eyjum. En þú ert að segja það að þegar fókusinn á almannahag og félagsleg sjónarmið í nýtingu auðlindana, þá getum við lent í því að auðlindirnar okkar ekki nýttar í almannahag, þótt að sumir sem ekstrím markasinnar getur sagt að það með því að láta arðsemina stjórna allri uppbyggingu að þá mun öflugu fyrirtæki lyfta samfélaginu meira heldur en að þú getur gert með því að vera alltaf að gæta almannahag á öllum skrefum. Ég held nefnilega eitt útilokar ekki annað. Ég ekki að segja það. Já, ég held að það sé nefnilega... Ég er að segja hver hættan ef að almannahagur gefur eftir. Já, ég held að það þurfi að horfa á þetta þannig að þó að sé verið að fjárfesta í kerfum og við séum að horfa á mögulega fjölbreyttara eignarhalda einhverju leyti, að þá þarf að hafa
þessa hagsmuni samfélaga að leiðarljósi og það hægt að gera í alls konar útfærslum á löggjöf, forgangsröðum verkefna, Landsnet og Landsvirkjun eru opinber fyrirtæki, svo dæmi séu tekin, þannig að ég held að sé hægt að ná þessum markmiðum, en ég held bara að við þurfum alltaf að stilla okkur inn á það að við sem samfélag, þegar kemur að auðlindunum okkar, að þá erum við alltaf að horfa á framtíð sem að þarf að vera lengri en næstu kjörtímabil eða næstu ár. Þetta alltaf eða næsta ársfjórðungsuppgjör. Já, við erum, og ég held eftir að því við vorum að tala um orkusöguna, bara árunum eftir sjálfstæði, þá erum við svo mikið að hugsa að byggja upp. Við erum í þeim sóknarhug að byggja upp saman hvort þú voru orkuinnviðir eða skólar eða söfn, sama hvað það var. Við vorum að byggja upp samfélag. Við vorum að byggja en undanfarið höfum við bara verið að byggja fyrirtæki. Já, við vorum að byggja upp samfélag til þess að vera þjóð á meðal þjóða og við vorum að breiða út vængina til þess að geta verið sterk í okkur samfélagi og kannski þurfum við dálítið að horfa aftur þangað og það þess vegna sem ég hef verið að tala um þessi gildi, samstarfs og þáttöku að því að ég held við þurfum að þétta raðirnar og það á við auðlindamálin, á líka við mörg önnur mál eins og sem snúa að fjölbreyttari menningu og annað sem við eigum hér á landi að við þurfum að þétta raðirnar á ákveðna vegu og vera alltaf að hugsa að við erum langsterkust ef við erum að horfa á langtímamarkmið og erum að horfa á hvernig við getum verið að byggja fyrir Íslands samfélag. Alveg eins og fólki sem kom á undan minni kynslóð og fyrir kynslóðir voru að hugsa, þau voru að byggja upp innviði og söfn og skóla og annað af því að við ætlum að gera hlutina svo vel, við ætlum að vera þjóða meðal þjóða. Kynslóðir afa minna og ömmu brutust frá því að vera valdalaust vinnuhjú yfir því að verða fullgildir þegnar og borgarar í samfélaginu. Já, á bara 1,5 mannsaldri. Já, þetta þess vegna stundu furðulegt að horfa á okkar kynslóðir sem að eiginlega vex allt í augum. Ég held líka að því að við erum að tala um auðlindanýtingu og annað. Það eftir að verða svo mikla samfélagsbreytingar á næsta árum. Við erum að tala hérna saman í þessu stúdíói og nánast innan við áratug þá getur þetta orðið þannig að það sé hægt að taka okkur bara þannig þátt og fjölfaldan og láta okkur tala hvaða viðfangsefni sem með gervigreind. Það verða svo rosalega miklar. Það mun margt í samfélaginu breytast og það líka það þegar ég að tala fyrir því að við séum að þetta raðir og vinna meira saman. Ég held að það verði þörf á því í samhengi við auðlindamálin, ég held að verði líka þörf á því í samhengi við bara þætti eins og mennskuna, hvað raunverulegt og hvað óraunverulegt. Það verður þörf á því í samhengi við að við séum að hlú betur hvort á öðru, þannig að kannski á þetta orð að hlúa ótrúlega vel við okkar tíma núna, að hlúa að auðlindunum okkar, menningunni, hlúa mennskunni og efla samkennd og vinna dálítið þétt saman. Sömuleitt er þetta að tala eins og við þurfum eiginlega bara að fara svolítið á núlpunkti í því hvernig við ræðum saman og hvernig við metum virði okkar samfélags og þar út úr slíkri umræðu gæti komið lausn á því hvernig við nýtum auðlindirnar. Frekar heldur að þú setja að leggja til einhverja tiltekna nýtingu núna, einhvern tiltekinn hátt. Það tala svolítið eins og að við þurfum eiginlega að fara og ná aðeins vitinu aftur. Þurfum aðeins að efla samtal og skilning og væntumþykju að kannski ákveðnu leyti og ég held að það séu allt atriði sem að forseti getur unnið að og fengi okkur til að horfa meira eins og ég segi, eins og aðrir forsetar hafa verið að tala fyrir ólíkum málum. Þá þessi auðlindamál svo mikilvæg og ég hef líka verið að skrifa þætti eins og jarðakaup í nýjum tilgangi sem eru svona hin hliðin sem ég hef verið að skrifa í samhengi við erlendar fjárfestingar. Ég hef verið að tala fyrir því að við erum í öflugum alþjóðaviðskiptum á ólíkum sviðum og við þurfum að vera í öflugum alþjóðaviðskiptum en það þarf ekki að þýða að við séum að selja frá okkur auðlindir og eins og staðan er núna þá er það þannig að þegar við erum að selja einstaka jarðir til erlendra aðila að þá erum við að selja með auðlindir vatns til dæmis og
það skiptir kannski ekki miklu máli ef þú hugsar það. Þegar við horfum á eina jörð, þá virðist þetta kannski ekki skipta neinu máli. En þegar maður horfir aftur yfir lengri tíma og fleiri jarðir fara að taka upp stærri part af landinu þó að það sé ákveðna takmarkar. Ég upplifði þetta gerast fyrir eitthvað hratt hjá okkur. Já, það og ég auðvitað mikla alþjóðlega reynslu og hef séð hversu auðvelt það fyrir marga aðila að kaupa upp stór landsvæði. Þetta ekki mikla fjárhæðir fyrir ákveðna... Þetta skotasölu fyrir þá. Já, þannig að ég held aftur að við þurfum að vera að hugsa til dæmis eins og ég var að segja með vatnsauðlindina. Þetta lagarammin var hannaður þannig að sveitarfélög og bændur getur verið að nýta vatn. Hann var ekki hannaður þannig að það væri verið að horfa á eignarhald á þessari auðlind sem að kemur til með að vaksa gríðarlega mikið í virði og það þarf enginn að horfa á þannig að það að koma í veg fyrir útflutning á vatni eða einhverju öðru slíku. Þvert á móti getum við haft margs konar verðmætasköpun, meðal annars útflutning á vatni. En við getum til dæmis útfærta í gegnum þætti eins og nýtingarleyfi. Þannig að fyrirtæki hafi nýtingarleyfi í langan tíma, en við þurfum ekki að vera að selja auðlindina í sjálfur sér til þess að alþjóðaviðskiptum sé viðhaldið. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Staðan sem við erum í núna, það hefur verið talað núna í þessari kosningabaráttu hefur frumvarpið lagareldi blandast inn í það vegna þess að eitt frambjóðandinn var matvælaráðherra þegar það datt inn á þingið. En það líka sprottið af skýrslu Ríkisendurskoðunar sem að gaf eiginlega stjórnsýslunni í kringum úthlutun á nýtingu á auðlindum í tengslu við sjókvíeldi algjöra fallengun. Það sem að eiginlega þeir sem að vildu nýta þetta eiginlega fengu bara öllu sínu fram. Það var eins og það væri ríkisvaldið ætti raunverulega að þjóna þeim sem að vildi byggja upp þessa atvinnustarfsemi og var ekki eins og holl aðhald miðað við atvinnustarfsemina því ég held að talandi svona afurðaverð og hversu góð við erum í þessu, hversu góð fyrirtæki við erum miðað við í samanburði við hvað verðið fá á heimsmarkaði, þá hefur okkur heldur ekki tekist vel. Og við höfum dæmi núna bara í nálægt Ölfusi, þar sem að hugmyndin er að flytja út, eitthvað búin að kaupa fjall og það flytja út, sama með Mýrdalssand, þannig að sömuleyti þetta að gerast tildulega hratt, þannig að þeir sem að vilja nýta íslenskar auðlindir, að stjórnvöld og stjórnsýslan eiginlega tilbúin að þjóna þeim án þess að kannski að gæta að einhverju sem almannahagsmunir eða hagsmunir komandi kynslóða eða hagsmunir samfélagsins. Ég kannski segi aftur þekkjandi stjórnsýsla ágætlega að ég held einmitt að stjórnsýsla geti staðið sér vel þegar kemur á almannahagsmunum að benda á þessum... En hún gerir það ekki alltaf? Nei, hún gerir það ekki alltaf, en ég hef talað fyrir því að í samhengi til dæmi sem að byrja á jarðefnunum að það dæmi aftur að hugsa hvenær var lagarammin hannaður. Nú hann var hannaður fyrir það að vegagerðin gæti sótt í jarðefni og bændur sem voru að byggja hlöður á uppbyggingatímum gætu haft gott aðgengi að jarðefnum fyrir slíka nýtingu. Þannig að löggjöfin í sjálfu sér var ekki hönnuð til þess að það væri verið að hugsa að flytja út fjöll og fell. Það var bara ekki, bara af og frá að það hafi verið, Þetta var nýting innan samfélagsins, en ekki nýting fjármálavæddra stórfyrirtækja. Ég held fyrst og fremst að ef að það ætti að horfa á nýtingu með útflutningin, svo verið að horfa þarna, að þá þyrfti lagarammin að vera endurskoðaður í samræmi með það. Þannig að það sé ekki þannig að það sé þessi veiki lagarammi eins og hann í dag gildi fyrir slík stór útflutningsverkefni og auðvitað má segja að það sé áskorun og líka áhugjefni ef að ef þú getur verið að kaupa ólíka staði og í sjálfu sér flytja það út þó að þú þurfir auðvitað ýmis önnur leyfi og margar eftirlitsstofnanir og annað sem kemur að því sem að eiga að ná utan það. Það er þetta dæmi samt bara þegar löggjöf kannski hönnuð fyrir annan tilgang heldur en í dag. Og við sjáum þetta sama... Og ekki kannski flutningabíla að keyra þetta til Suðurlandinu á kannski 7 mínútna fresti. Það önnur áskorun sem að fylgir þessu. En ég held aftur að því að við eigum ekki auðlindum og við erum útflutningsþjóð og við eigum að geta nýtt auðlindirnar okkar með fjölbreyttum hætti
en það að hugsa það að við séum ekki að selja þær úr landi. Ég held að fólk sé til dæmis ánægt með það að erlenda fjárfestingar voru takmarkaðar þegar kemur á kvóta og annað, að við séum ekki að selja þær úr landi og við séum að hugsa að við náum utan nýtingu með þeim hætti að það verði ekki mikill skaði á umhverfinu til langs tíma. Og þetta allt eitthvað sem hægt að gera. En að auðlindarendan renni inn í samfélagið? Það eitthvað sem að við aftur, svo ég fara aftur í Landsvirkjun, af því að það svo gott dæmi, að það dæmi það sem að auðlindarendan að renna til samfélagsins í gegnum eignarhald á virkjunum og líka í gegnum í raun og veru þær arðgreiðslur sem fyrirtæki greiðir ríkissjóðs. Og framkvæmda geti haldið áfram uppbyggingu orkugerans. Framkvæmda getan, það að við eigum Landsvirkjun sem getur haldið áfram að framkvæma. Það ekki bara það að við ætlum að blóðmjólka Landsvirkjun, heldur þetta tæki til þess að tryggja orkuöryggi til framtíðar, eða ekki? Í raun og veru má segja að við höfum náð því fram með Landsvirkjun og þess vegna skiptir svo miklu máli að þegar við erum að horfa á nýja orkugjafa og fjölbreyttara eignarhald. Til dæmis þegar við erum að horfa á eins og við sjáum í vindorkunni, til dæmis það sem eru erlend fyrirtæki sem að fjárfesta í innviðum og annað. Þá skiptir máli að hafa leikreglurnar skýrar. Og þess vegna hef ég fagnað þeirri vinnu sem að snýra því að tryggja að það sé sett ákveðin auðlindarenta á slík verkefni. Því að þar ekki þetta opinbera eignarhald og þar að leiðandi skilar rentan sér ekki til samfélagsins, saman hvort að það nærsamfélagið eða ríkissjóður. Og þetta þarf alltaf að hugsa þegar við erum að horfa á auðlindamál. Og ég held að það skipti máli að við aftur horfum á auðlindirnar okkur í stóru samhengi og að við séum kannski tengdar þeim að náður. Varandi auðlindarentuna, við erum hérna, næsti bær Noregur sem eiga miklar auðlindir, kannski ekki meira en við ef við tínum allt til sem að þú hefur verið nefnt hérna. Auðlindarentan þar á að standa undir eftirlaunakerfinu hjá þeim. Finnst þér komið eitthvað til greina að horfa á auðlindirnar þannig að auðlindirnar séu bara, auðlindarentan sé eina af stæðstu stóðunum undir bara fjármögnun kerfan okkar? Ég hef búið víða erlendis og einmitt séð að þar sem að búið vel þessi auðlindamál og það gríðarlega mikilvægt fyrir framtíð samfélaga og eins og til dæmis síðan að dvalið í Vestur Afríku og kynnt mér töluvert auðlindamál í þeirri heimsálfu og þar sér maður það sem auðlindamál ekki hugsuð með langtíma hagsmuni þjóðar í huga að þá fer ekki vel. Það sem bara verið rányrkja og bara auðvitað komandi aðila bara hreinsa upp auðlindirnar og fara með þar? Margs konar gríðarlega flókin viðfangsefni sem að aftur erfitt að vinda ofan af í sjálfu sér. Og þar að leiðandi held ég að það væri skynsamlegt að það sé hægt að nýta auðlindar og hugsa einhvers konar sjóð eins og Norðmenn hafa gert í gegnum sinn olíusjóð og það sem merkilegt í raun og veru við olíusjóðin hjá Norðmönnum ekki bara sjóðurinn sjálfur, heldur hvernig sjóðurinn síðan að endur fjárfesta í alls konar öðrum verkefnum, bæði í Noregi og erlendis og hefur þannig náða margfalda stærð sína og orðið gríðarlega mikilvægur fyrir framtíð Norðmanna. Þannig að ég held að allt slíkt sé mögulegt fyrir Ísland. Að því að við eigum svo, ég hugsa, og ég hef nú búið í 6 ríkjum á yfir 10 árum og ég hugsa það ekkert annað land sem hefur hefur jarðhittan sem náttúrulega gullið okkar, hefur kaldavatnið, allir þessi tækifæri í sjávarútvegi, landbúnaðinn sem að ég tel nú að sé líka mörg sóknarfæri og sé eitt Það reyndar auðlind sem stendur veikt sem bara moldin sem að sumstaðar fíkur burt eins og Ríó 3 og söngum. Já, það eru fullt af tækifærum, auðvitað áskorunum en líka með hlýnun jarðar að þá mun verða erfiðara að rækta á ólíkum svæðum í heiminum og matvæla landið Ísland að nýta tækifærin okkar í landbúnaði og sjávarútvegi til þess að vera ekki bara í hefðbundni framleiðslu sem ég held að sé líka mikilvæg en það að vera að sækja fram í því að framleiða
þörunga eða annað sem að getur verið mjög virðisaukandi. Þetta eru gríðarleg tækifæri. Og nýta alls konar hluti betur eins og ullina og alls konar hluti sem að kannski höfum við verið ómikið svona einhæft hráefnis framleiðslu land og höfum mikil tækifæri til að auka verðmæti landbúnaðarvara ekki síður en sjávarútvegsvara. Já, ég verði eiginlega að koma inn á því ég var í ullarþvottastöðinni á Sauðárkróki og það var svo ótrúlega merkilegt að læra það hvernig, Blönduósi, fyrirgeðu, nú slæði ég saman. Það var svo merkilegt að þar var mislita ullin. Hún var bara öll safnaðist upp, einskisvirði. Og síðan fara útivistafyrirtæki og fyrirtæki sem eru að framleiða sængur að segja, heyrðu, við ætlum að nota þetta efni sem hefur áður bara verið hent eða ekki nýtt í að framleiða vörur. Og þannig ertu komin með þennan virðisauka sem við sjáum í sjávarútveginum, í gegnum Keresis, sem við sjáum í fjölnýtingunni í jarðhitanum og þetta er svo spennandi framtíðarsýn þegar við erum að horfa á auðlindirnar okkar. Er ekki bara, eins og þú lýstir, er ekki bara þessi grunnnýting, heldur að hugsa hvernig getum við nýtt hugvitið okkar, hvernig getum við verið að fá besta fólkið okkar, unga fólkið inn í þessar greinar, nýta tækninýjungar og annað til þess að þarna verði til fjölbreyttur allskins hátækni iðnaður sem að byggja ofan á samfélagið okkar og skapi verðmæti á allt öðru leveli heldur við erum í sjálfu sér að horfa á í dag. Og þetta slík framtíðarsýn er framtíðarsýn sem að ég held að sé afar mikilvægt fyrir Ísland að eiga og sem forseti mun ég tala fyrir slíkri framtíðarsýn með skýrum hætti því að ég held að það séu ekki bara almannahagsmunir, það eru bara hagsmunir fyrir allt atvinnulíf og samfélagið okkar í heild. Það er áhrifavaldi sem forseti getur haft að tala ekki bara landi, tungan, þjóðin, sagan, þetta er líka auðlindirnar, en síðan hefur forseti líka vald og það er þetta deilt auðlindirnar og gríðarlegir hagsmunir sem að eru þar undir og margir sem að vilja ná sem mestum auðlindum undir einkaaðila og frá ríkisvaldinu og frá samfélaginu, aðri vilja það ekki. Það er bara töluverða líkur á því að alls konar mál sem að tengist auðlindinni, framsalið þeirra, auðlindarentun og öðru slíku komi á borð forseta. Það hefur verið rætt lagareldi núna, að óbreyttu. Hvað myndur gera við það? Ef að það væri ótímabundin leyfi sem eru veitt til þeirra sjókvía fyrirtækja sem eru núna í fjörðunum fyrir austan og vestan. Myndur Ég hef sagt, ég hef mikið verið spurð út í ólíkar atvinnugreinar og ég hef sagt það skýrt að mér finnst auðlindanýting fyrir samfélagið vera mjög mikilvæg og forseti er ekki að tala með á móti einstökum atvinnugreinum. Forseti er að efla og stækka tækifærin fyrir Ísland. En dæmi síðan tók var bara lagareldið og tímabundinu. Þetta væri óafturkallanleg úthlutun. Ég skal vera skýr með það. Að mér finnst það vera atriði í þessu frumvarpi sem að er gríðarlega mikilvægt að horfa á. Þingið eru auðvitað með þetta í meðförum en þetta er atriði sem að ég myndi hugsa vel að nýta málskotsrétt því að þetta er í raun og veru verið að útdeila þarna til langstíma eða ekki til langstíma ótímabundið eins og þú segir. Þannig að þarna er aftur og fólk hefur spurt mig mikið málskotsréttin. Fyrir mér að forseti ekki að vera stöðugt að grípa fram fyrir hendurnar á Alþingi. Forseti á að leyfa þingræðinu að vinna sín pólitísku störf og við erum að kjósa alþingismenn til að sinna því. En það geta verið mál sem að er í raun og veru varða okkar framtíð með mjög afdrifaríkum hætti og ég hef talað mál sem að snúa til dæmis að fullveldinu, innganga í ESB og svo finnst mér hitt máli sem þú varst að koma inn á sem að er skýrt kannski afleiðing orkupakkana. Það er sala á Landsvirkjun sem að vissulega er sífellt meira verið að ýta á og það finnst mér vera málefni sem að þing gæti ekki keyrt í gegnum afgreiðslu. Þetta er málefni sem að þyrfti djúpa umræðu sem forseti mun ég ekki
fara beint í það að beita málskotsréttinu. Ég held að samtal og vekja athygli á og annað sé eitthvað í slíkum grundvallamálum, eitthvað sem á að byrja á. En ef það dugar ekki, þá kemur ég ekki. Þá eru og ég er að spyrja þetta vegna þess að þú leggur svo mikla áherslu á auðlindirnar og sömuleitt þetta sé okkar auðlindir. Hvort að þetta sé málaflokkur þar sem að einhverja svona afgerandi ákvarðanir sem þingið tæki, að þú lítir svo á að það sé raunverulega ekki þingsins ákveðið að nema undangengin þjóðaratkvæðagreiðslur þess að þjóðin sé eigandi. Má túlka þína afstöðu að hún sé eitthvað starf á því bili? Það er í raun og veru þannig að auðvitað getur þingleg meðferð falið í sér aðkomu þjóðarinnar á marga vegu og gerir það auðvitað með umsagnarferlum annað. En ef þetta keyra í gegnum þingið stór mál eins og sölu á Landsvirkjun sem að langtíma saga og uppbyggingu eigna sem að þjóðin á saman í dag, að þá finnst mér það vera mál þess eðlis að ég myndi huga því að setja það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það mál raunverulega á dagskrá stjórnmálanna því að það hefur oft verið nefnt og til umræðu víða. Hvort að þessi komið tíminn til þess að horfa til sölu á Landsvirkjun. Það aukinn þrýstingur og slík mál. Herðu, Halla Hrund, takk fyrir að koma hingað og ræða auðlindamál. Herðu, þetta var hressandi. Já, þú hefur svona lagt inn vegna hugmyndin eiginlega svo að þó að forsetakosningarnar snúist ykkur sem í frambúði, þetta sé atvinnuviðtal, þá það líka að þið komið inn í umræðinu og leggið ýmist mál til sem bara eina almennu samfélagsumræðu og það það sem ég að reyna að ná út í þessum hluta samtalsins. Ég kannski kemur því að líka að auðvitað hef ég verið að vinna í þessum málaflokki sem orkumálastjóri, en ég hef líka verið að sinna þessum málum í Bandaríkjunum áður og þar að leiðandi hef ég víða þekkingu á auðlindamálum. Og tölvöld skrifaðum þetta? Tölvöld skrifaðum þetta. Bara fólk sem vill lesa greinaðina geta bara farið inn á vísi.is og googla nafnið þitt og þá sjá þeir greina sem þú skrifað þar til dæmis? Já, ég held að oft það þannig að maður sér kannski samhengi hlutana þegar maður hefur verið að vinna í auðlindamálum sem ég hef gert í samhengi við norðurslóðir og Evrópu og annað, að þá sér maður samhengi hlutana með öðrum hætti og kannski áttar maður sig á því betur hversu mikils virði þessar einstaku auðlindir eru og ég held að hver einasti Íslendingur hafi djúpa ást á landinu okkar og við viljum öll að þessi mál þeim gangi vel í sjálfu sér og að framtíðarkynslóðir geti hort stolt á okkur og þakka okkur fyrir, sagt við stóðum okkur í stykkinu, við unnum og nýttum auðlindirna til þess að byggja upp samfélagið. Já, við unnum að þessum langtíma hagsmunum. Við seldum það ekki fyrir skammtíma gróða. Og já, þess vegna mun ég leggja áherslu á því að efla þekkingu og alúð okkar og þekkingu á þessum auðlindamálum því að þau eru grunnurinn að samfélagi okkar á svo marga vegu. Lakka til að fylgjast með því, hvort þú kemst á bestastæði ekki, að þú haldir áfram umræðu auðlindamálinu. Takk. Herðu, og við kveðjum Höllu Hrund, en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu, við ætlum að ræða aðeins út frá því sem að hefur verið í forsetakosningunum. Það verður svona ýmisleg samfélagsmál sem eru þarna innanum og saman við spurningar hvernig fólk vil hafa pítsuna sína og allt þetta sem að forsetaframbjóður alltaf að svara og málskotsréttin. Það verður svolítið, má heyra það á nokkru frambjóðundum, svona áherslur á auðlindir og kannski svona hugmyndin það að við erum fátt fólk í stóru landi með gríðarlega mikið auðlindum og lukkunapamfílar en það er svona ykkur að auðlindunum verði bara rænt og útlutað og kannski sem minnstur arður að þeim komi inn í samfélagið. Ég er svona ákvað Benedikt Sigurðarson að fá þau til þess að spjalla við mig þetta því að þú ætti leið í bæinn að svona hvort að við getum svona tekið þetta upp úr umræðinu í tengslu við forsetakosningarnar og reynt að ráða í það hvað er það sem að frambjóðin eru svolítið að adressa og þessi svona almenn rótt í samfélaginu að það sé verið að ræna okkur auðlindunum. Já,
hann er ekki ástæðulaus. Nei. Við höfum svona hvað að segja, mörguleiti séð á eftir sjávarauðlindinni, þar að segja þessari hefðbundu fiskveiðiauðlind í hendurnar á fáum kvótagröfum á grundvelli gjafa kvótans upphaflega og síðan frjálsa framsalsins. Við vitum að það er gríðarleg tregða við allar hugmyndir innköllun á kvótanum og sem sagt endur úthlutun, hvort sem það er með uppboð eða leigu eða hvernig sem mann gera það. Við sáum við formann samfylkingarinnar svona beygja frá fyrningaleiðinni. Já, ég kannski tölum við aðeins þá eftir vegna þess að það er eitt mál sem að kannski snýst svolítið það að fólk veit ekki hvað það er að tala þegar það er að tala annars vegar uppboð og hins vegar innköllun. En við tökum það aðeins og eftir í sambandi þá kannski getum við gert rætta út frá hugmyndum Nóbelsverðlaunahafans Vernon Smith sem fekk Nóbelsverðlaunin 2002 og kom á sjávarútvegsráðstefnu við Háskólann á Akureyri 2 árum seinna og ræddi meðal annars aðgang og ráðstöfun takmarkaðra almannagæða af þessu tagi. En gott og vel, nú síðan erum við með þetta fráleita og furðulega frumvarp lagareldi sem hefur auðvitað virkilega vakið athygli. Þar sem að upphaflegar tillögur voru beinlínis straujaðar út og það komu einhverjir með full orðaða hugmynd það að gera þetta allt öðruvísi, þessi afhenda það og falla frá fastri gjaldtöku sem sagt í því frumvarpi. Og líka falla frá því að ef að þú brýtur eitthvað af þér að þú setja það er engin alvöru viðurlög og viðurlagakablinn var í raun og veru eyðilagður. Þú máttu bara borga því frá því? Já, en svo erum við með býsna langtíma nýtingu á orku fallvatna og jarðgufu. Vindorkan kemur inn með nýja vít, þar að segja að það er klárlega hægt að beisla vindorku á mörgum svæðum þar sem er hvorki veruleg vatnsorka né heldur jarðhiti. Þannig að það breytir þeirri því orku landakorti. En svo er það ferðaþjónustan. Við erum núna að fá alveg nýja tegund á ástandi og mér finnst ástæða til þess að draga það upp núna sérstaklega af því að massatúristatíminn er bókstaflega að byrja. Við erum að sjá fyrstu skemmtiferðaskipin sem hingað koma og í Reykjavík er stórir hópar skemmtiferðaskipafarþegana keyrðir austur í Bláskógabyggð eða Hringinn eða Þingvelli. Vísu er örlítill vottur af svona skynsamlegri gjaldtöku á Þingvallaþjóðgarði. Við skulum ekki horfa fram hjá því, það er svona vottur af því. En ég get til dæmis nefnt mitt heimasvæði. Það er ekki margir dagar síðan voru þrjú skemmtiferðaskip í Höfn og Akureyri. Langstæsti hópurinn af farþegunum fór upp í rútu og var keyrður austur í Þingeyjarsveit. Þar fengu menn kannski einhverja máltíð á lágmarksverði. Megnið af því sem eftir verður hins vegar í Þingeyjarsveitinni af tekjuveltu er í raun og veru kostnaður. Þar að segja að Þingeyjarsveit fær ekki tekjur af komu ferðamanna. Nærsvæðið gerir það ekki. Einu tekjurnar sem eftir verða bókstaflega tengdar áningarstöðum er við Námaskarð, við Hverarönd, þar sem að frændur mínir hafa verið svo rausnarlegir að setja upp gjaldtökuhlið, en þeir hafa eins og verið ekki byggt upp neina vitiborðandi þjónustu. En þeir komast upp með það við vegbrúnina að setja upp gjaldtökuhlið og lýsa sjálfum sér í fjálglega á skiltum og í auglýsingum sem hinum sönnu landvættum. Af því að þeir hafi svo mikið metnað til góðra móttöku. Rétt utan við bílastæði standa hins vegar hengslin af gömlum svona varúðargirðingum sem reistar voru af vanefnum og upphafi landvörslu fyrir 25-30 árum í sveitinni á kostnaðins opinbera.
enda vegirnir og allt á kostnaðins opinbera. Menn eru bara að mjólka. Já, þessi raunveruleiki, og ég ætla að nefna tölur aðeins, að statistíkin segir okkur að árið 2017 áður en svona varð ferðamannasprengingin var virkilega búin að ná hæstu hæðum, þá held ég muni rétt að allir skemmtiferðaskipa farþegar á Íslandi hafa verið 170.000. Á árinu 2023 fóru hins vegar rétt 170.000 skemmtiferðaskipa farþegar frá Akureyri og bara í Mývatnssveit. Þannig að sko sprengingin sko svo ofboðslega yfirgengileg að það getur auðvitað ekki gengið að menn sko að láti þetta ganga óskipulega og það séu í raun og vera hafnarstjórarnir á Akureyri sem skipulegur þessa landnýtingu í Þingeyjarsveit. Ég held að sé ekki allt og margir farþegar endilega sem eru að labba bæinn á venjulegum degi, jafnvel þó munum sumum blöskri útblástur frá skipunum sem að liggja þarna hátt og eru afar há jafnvel í fluglínunni sem að sumum flugmönnum þykir ekki sérstaklega áhugavert reyndar. Þannig að þetta eru þessi þættir landnýtingar sem eru núna í raun og veru að mörguleyti þar sem menn eru að afla veiðreynslu. Menn eru að hrifsa til sín alla þá hagsmuni sem þeir geta, ekki til ábyrgar uppbyggingar á nærsvæði, vegna þess að gallinn við þessa nýtingu sem við erum með á öllum sviðunum að auðlindin á ekki heimili og varnarþing þar sem hún kemur til uppgjörs. Meira segja sko raforkan, jável þó að séu reist mannvirki, hvort sem það við Búrfell eða Sigöldu eða og Fljótsdal og greiddi einhverjir fasteignagjöld af mannvirkjum, þá sem sagt raforkan all flutt annað og það sem verra að stór hluti af raforkunni nýttur af aðilum sem eru hafa sjálfdæmi það hvernig þeir velleggja afurðirnar. Þannig að uppgjörið á hagnaðinum af þeirri tegundu auðlindanýtingu sem stóriðan stendur fyrir fer ekkit fram hér innanlands og nema bara mjög takmörkuðu leyti. Og það því miður að einhverju leyti það sama með sko að gerast í ferðaþjónustunum. Við erum að sjá að það eru örfáir aðilar sem eru að koma inn með einhverja alvöru veltu og ég myndi það vill reynda til að ég hagsmuna aðili í Þingeyjarsveit og ég búið á Akureyri, ég myndi hafa stórar áhyggjur af því að Þingeyjarsveit og eins og Bláskógabyggð skuli í raun hafa fyrst og fremst ónæðið og erfiðleika af því að taka á móti massanum en hafi engan grunn til tekjuveltu. Það eru tekjur, það hafnarsjóður á Akureyri, fær penning. Já, svo fer fólk eitthvað í sveitir og það kaupir sér eitthvað og ríkið fær vaskin af því. Í lægra þrepinu. Í lægra þrepinu, en síðan eitthvað fyrirtæki sem eru þar og þau borga tekjuskatt til ríkisins. Það ekki borguð aðstöðugjald fyrirtækja. Nei, það ekki borguð aðstöðugjald fyrirtækja. Þannig að það sem að nærsamfélagi fær svona hugmyndun að þarna verða til einhver störf og kannski mun starfsfólkið borga okkur skatta. Já, en það hins vegar villu sín í þessum umhverfi nútímans. Starfsmenn sem koma í árstíðabundna ferðaþjónustu eru að mjög stóru leyti búsettir annars staðar. Allt og hátt hlutfall þeirra erlendu starfsmanna sem koma í þessa tímabunnu, kannski 3 eða 4 mánaða vinnu, þeir eru á kjörum hjá starfsmannalegum sem að greiða engin gjöld af þeirra tekjum á Íslandi enda njóta viðkomandi takmarkaðar eða engra réttinda. Og það mjög alvarleg mjög alvarleg villa í sko hagmódelinu. Alveg eins og þegar við förum að horfa á hugmyndina sem sagt lagareldið, það má vel vera að ef við hefðum beitt skynsamlegri undirbyggðir greiningu á því hvort það væri gott fyrir Ísland að heimila lagareldi, þá eiginlega alveg gjörsamlega furðulegt að við höfum svarað þeirri spurningu umhugsunarlaust að það sé góð hugmynd að ala kynþroska norskan lax.
sko norskan lax. Kannski hefur verið dálítið annars sjónum með að ala íslenskan lax með þessum hætti. Erðablöndun íslensks lax við viltan lax væri örugglega minni áhættu þáttur. En af hverju þá ekki ókynþroska lax, geldlax, og ef menn hafa nú komist að þessari niðurstöðu, að það sé skynsamlegt að heimila lagareldi, að þá skuli það gert nánast óheft út allt, ég vil ekki virtar öryggisreglur siglingarleiðir og alls ekki sko landhelgismörk við bújarðir. En það sem sko allra verst að það er að þessi mengandi áhætta tekin og hún boðin for free, ókeypis. Það alveg galið og hugmyndin að stjórnvöld í raun hafi heimild, sko, svona hvað segja, lagalega heimild til að framkama slíka afhendingu á almannagæðum, hún ótrúlega galin, það að segja, sko bara formlega, ekki bara siðferðilega. Það alveg það sama með... Það hefur verið gert, sko. Já, það hefur verið gert við fiskinn, þetta hefur verið gert með orkuna. Já, sko ekki samt við orkuna nema takmörkuðu leyti ennþá sér til. Það stóriðjan að hún eiginlega tekur auðlindarentuna, það ávinningin af því að fá orkuna á svona lágverði og má bara eiga hana. Já, en það hefur ennþá ekki orðið, hvað segja, nægstemming á vettvangi stjórnvaldana og freku hagsmunaaðila til þess að afhenda Landsvirkjun til einkaaðila. Það nógu mikið til þess að forsetaframbjóðendur eru allir spurðir af þessu og þeir þurfa allir að sverja það á fundum á ferðum sínum kringum landið að þeir myndu vísa því til þjóðarinnar ef að frekjuhundarnir myndu ná því gennum þingið. Já, en sko það segir okkur hins vegar að þessi hætta orðin nær. Það að segja þessi fámenni valdsækni kjarni sem að styður sig við því miður að þér verðist við meiri hluta alþingismanna en nýtur eins vegar ekki trúnaðar eða samferðar með almenningi að honum geti dottið í hug að ganga svona gróflega gegn almanna vilja að forsetaframbjóðendur eru spurðir að þessu. En það sem mér finnst í sjálfu sér sko í öllu þessu, ef við tókum líka ferðarþjónustuna, alveg það sama með ferðarþjónustuna, hversu vegna í ósköpunum dettur mönnum í hug að bjóða náttúruperlum landsins upp á ókeypis aðgang frá hendi ekki almennings, ekki fólksins sem gefur labbandi, heldur frá hendi aðila sem gera út á það, það að segja fénýta það. Án þess að þeir borgi 5 kall. Það ótrúlega galin hugmynd. Skipafélög sem gera út skemmtiferðaskip eitthvað stort í heimi. En það sem mér finnst vera sko stóra vandamálið og ég vísaði þessari hugmynd það að þegar þú nefndir það að nýr formaður eða núverandi formaður Samfylkingarinnar hefði gefið því minnstakosti undir fótinn að Samfylkingin væri horfin frá fyrningarleiðinni án þess að hafa rætt það. Sem líka mjög áhugaverð. Ég rökstuð þannig að fyrningarleiðin væri bara leið sem að væri erfitt að sjá fyrir sig að vera hægt að ná breiðri samstöðum á þingi og þess vegna væri bara óekta fyrir Samfylkinguna sem ætlaði sér að leiða næstu ríkisstjórn að vera með þetta mál. Já, ég held að þetta eflaust rétt, það að segja. Ég held að vandinn sé í núverandi forystu Samfylkingarinnar eru örfáir, bókstaflega örfáir sem vita út á hvað hugmyndin fyrningarleiðina sem að Jóhann Ársælsson var kannski númer 1, 2 og 3. Þetta búið að vera stefna flokksins síðan 99. Já, þetta var stefna flokksins frá 99 til 2003 mjög skýrt. Eftir kosningarnar 2003 fór að svolítið að fjara undan þessari stefnu, þar að segja það fjölgaði þeim sem vildi gera það. Frá 2007 minnist ég þess ekki að þessi stefna hafi fengist í raun og veru rædd efnislega og útskýrð og hana talað. Og það hárrétt hjá formanni Samfylkingarinnar að meðan ekki það talað, þá mun ekki myndast það samstæða.
Það alveg eins og með þetta En ekki hlutur stjórnmálaflokkan að koma málum á dagskrá og vinna þeim fylgi svo að það verði ykkur breytt? Því ef þú ætlar ekki að gera það, þá ertu náttúrulega bara að gera samkomulag óbreytt ástand. Já, það er það sem ég ætlaði að koma að. Það sem hefur verið að gerast í samfélaginu er ekki bara það er ekki bara hluti af samfélagsmiðlabreitingunni. Það er ekki síður hluti af breyttri pólitík sem hefur leitt til þess að þeim fækkar og fækkar á vettvangi stjórnmálana sem hafa efnislega og getu og þjálfun til þess að standa fyrir fagvinnu og grundvallari vinnu með gögn og greiningar. Og í staðinn fyrir að kalla faglega öfluga félaga úr jafnvel úr græsrót eða úr atvinnulífi til samstarfs, þá er kallað á PR-fólk. Hverjar kosningarnar á fætur annari hafa stjórnmálaflokkarnir bæði til hægri og vinstri kallað á PR-fólkið, ekki til að hjálpa sér að ná stefnu og auka líkur á að stefna leiði til góðra breytinga, heldur til þess að reyna að fá fólk til þess að horfa framhjá. Því sem er við að fást og gæti orðið átökum og reyna að fela ágreining og átök af því að þannig halda menn að þeir veiði atkvæði. Þar sé það er búið að breyta þessu öllu í áferðarstjórnmál. Menn töluðum ímyndarstjórnmál, ég held að það sé alveg ónýtt hugtak. Ég held að þetta snúist áferð og ég held að formaður samfylkingarinnar hafi einmitt svefið í skoðanakönnunum með sinn flokk meðan ekki var talað efnislega nokkuð skapaða hlut í kringum flokkin. Og eitt af því sem fólst í því að ná að stíga inn á sviðið með jákvæða áferð var að íta til hliðar öllu því sem kallaði á grjótkast, jafnvel skítkast frá andstæðingum. Og það verður virkilega tekist. Ég er mjög hissa á því ef að samfylkingin svifi inn á þing með 30% í kosningum sem eru eftir meira en ár, ef einhver staðar verður talað stjórnmál. En kannski verður ekki talað stjórnmál. Og það er það sem ég vil líka segja í sambandi við þetta með hugmyndirnar. Stjórnmálamaður eins og núverandi frambjóðandi forseti Íslands Katrín Jakobsdóttir sem satt tíma sem auðlindaráðherra. Það var ekki hún sjálf, það dettur auðvitað engum í huga. Hún hafi sjálf sest niður og kokkað upp breytt orðalag og efnislega. Það var einhver. En hún var náttúrulega á vaktinni. Já, það var einhver sem kom til hennar og lagði þetta í hendunar á henni og nánustu trúnaðarmönnum hennar. Og það sem að ég vil segja að gerði það verkum að þetta komst í gegn var það að það er búið að eyðileggja fagvinnu ráðuneytana og undirstofnana hver á fætur annari. Vegna þess að það er búið að berja svo á fagfólkinu sem að vill vinna sína vinnu vel og rétt og það er búið að reka menn úr störfum eða segja þeir séu er það ekki kallað þeir séu umdeildir eða eitthvað svoleiðis. Svo stundum eru bara stofnanir sameinaðar til að losna við óþægilega menn eða konur? Til þess að losna við faglega ráðna og burðuga starfsmenn. Í staðinn eru settir pólitískir trúnaðarmenn stjórnmálaaflað. Og eins og menn vita núna, það var nýlega gerð breyting á ráðherraskipan. Formaður Framsóknarflokksins rúllaði sér í fjármálaráðuneytið og tók með sér sinn besta mann. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að það hefur ekkert að segja vegna þess að á öllum póstum innan ráðuneytisins er búið að planta sérstökum trúnaðarmönnum Bjarna Benediktssonar fyrrverandi fjármálaráðherra langan tíma og hans nánustu hirðar. Og það er alveg sama hvaða hugmyndir koma upp á borð og hvað þarf að orða og plana. Hugmyndafræði þessa fámennahóps verður alltaf það sem er upp á borðinu. Annað kemst ekki á borðið. Og að þessu leyti hefur plan. Það voru ekki bara Olsenbannen sem hafði plan. Það voru líka Einræðarhópurinn sem hafði plan og
sjálfstæðisflokkurinn þó hann hafi mistnari helming af kjósendafylgi á síðustu 15 árum eða 20 þá hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki mist nein völd. Hann hefur ekki mist nein völd í kerfin. Hann eiginlega með meiri völd núna heldur en hann Bjarni Benediktsson búin að vera miklu harðdragari sem formaður í því að koma sínu fólki að heldur en Geir Haarde, Þorsteinn Pálsson, Davíð Oddsson var skeið mjög harður við að koma sínum mönnum að, en ég held að hafi fyrst og fremst verið það að hann vildi hafa menn sem honum fannst skemmtilegir. Hann vildi hafa sem sagt buddies, ekki endilega að það væru menn sem að vissu, eða hvað segja, kynnu þetta flottar. Hann vildi hafa viðhlægjendur. Herðu, ég ætla að fara aftur að auðlindunum. Þessi hugmynd sem að ég var að lýsa, við varum heppin, við varum auðug þjóð. Við erum það. Allar þessar auðlindir. En hugmyndunum og líka hugmyndunum að auðlinda þessu eign þjóðarinnar, að hún svolítið útbreidd út í samfélaginu. Hún það. Hins vegar það umræðan hvernig þjóðin á að fara með þessa eign sína. Sú umræði kannski ekkert svo rótgróð. Þú nefndi til dæmis fyrningaleiðina sem svona aðferð til þess að koma eigninni til þjóðarinnar, óvefengjanlega. Þannig að þjóðin geti þá ráðstafað henni. Þetta ekki mjög þroskuð umræða. Indriði H. Þorláksson hefur stundum verið að stilla þessu upp, í hverju liggur auðlindarentan, og hann segir sér svo ef að þjóðin á auðlindarentuna, á auðlindirnar, þá ætti hún að taka alla rentuna. Þannig ef þú vilt nýta fiskimiðin eða orkuna eða fallega landslægið eða firðina, að þá greiður til okkar alla það sem að má skilgreina sem auðlindarentu. Það sem að liggur í söluverði þínu, afurðaverði eða hvernig þú selur ferðamönnum þetta, að það sem umfram bara venjulegan atvinnurekstur, sem arður af venjulegum atvinnurekstri, að það á að renna til þjóðarinnar. Ég held að þegar að Indriði leggur þetta allt saman að þá erum við að tala við erum nær 200 milljörðum ári heldur en 100. Núna innheimt eitthvað 5 til 6 eða 7 milljarðar í veiðigjöld og fiskveiðiauðlindinni sem að rétt duga fyrir rekstri á landhelgisgæslu og tilheyrandi og Hafrannsóknastofnun og öðru slíku sem að tilheyra þessu. Þannig að greinin sjálf fær þjónustu fyrir nefnur nokkurn veginn því sem hún borgar. Já, þannig hún umlega ekki að borga neitt. Þetta ekkert að horfa á þetta sem auðlindagjald vegna þess að þetta eiginlega fer bara í rekstur á utanumhaldi, utanum greinina. Þessi hugmynd almennings að við eigum auðlindirnar og að það að nýta þær til þess að byggja upp hér frábært samfélag. Að þær eiga ekki upp á pallborðið inni á ríkisstjórn, nýjum á Alþingi, eins og sjá má til dæmis á lagareldisfrumvarpinu, þar sem verið að tala að gefa auðlindirnar okkar. Þetta með hugmyndinu að þjóðin eigi landið, Ég held að almenningur í landinu hafi til dæmis álitið að þegar að lagt var inn með þjóðlendu frumvarpum landeign á hálendinu, þá hafi verið að færa þjóðin þetta. Þar sé að staðfesta eign þjóðarinnar á landinu. Raunveruleikin eiginlega öfugur. Já, raunveruleikin öfugur. Það verið að skarra fyrir þjóðin þetta væri almenningar. Já, það var nefnilega verið að taka þetta úr almenninga kerfinu og færa það í ríkiseign. Og menn sáu það kannski best á því hver var meiningin, var það að Landsvirkjun var afhent í frumvarpi stóru landsvæði við Búrfell sem að vísu var dregið síðan tilbaka. En ég held að þetta hafi verið hluti af planinu að það væri hægt að einkavæða. En til þess að hægt verið að einkavæða þyrfti að taka það úr almenninga skúfunni og setja það í ríkiseignar-skúfuna. Þá gáttust ríkisstjórn afhenta án fyrirvara. Það svipað hefur gerst sambandi við fiskveiðiauðlindina. Einu sinni var hafið almenningur sem allir gáttu nýtt saman. En nú eiginlega búið að búið til kvóta. Þannig þetta ekki almenningur. Þú mátt ekki fara út að veiða. Þetta ekki almenningur lengur. Nei, en til þess að það sé réttlætanlegt að takmarka aðgengi, þá þarf að skila þessum almenningi
gjaldinu fyrir eins og þú varst að nefna sem Indriði hefur verið að sína fram á. En ég ætla að nefna 2 ríki sem við þekkjum töluvert vel, það er að segja annars vegar Kanada og hins vegar Bandaríkin. Í Bandaríkjunum eru verulega stór landsvæði einhverjum í Miðausturríkjunum sem eru kölluð Federal Lands og sem eru í eigu sem sagt alríkisins en sem sagt ekki tilheyra ekki einstökum ríkjum. Í Kanada eru sambærilega lendur sem eru ekki engalönd en þær eru kallað Crown Lands og það er vegna þess að krúnan hélt á öllum eignum utan lóða og landa einstaklinga. Í þessum ríkjum er mjög mikil munur á hvernig aðgengi að nýtingu þessar landa hefur verið staðið. Í Bandaríkjunum er mjög mikil hefð fyrir því að skógarhagsheimildir, jafnvel beitarheimildir sem eru þó mjög hefðbundnar, þær hafa verið boðnar út. Með þess að veiði eða skotveiði? Já, jafnvel boðin út, sett á tilteknum lendum og þá er leikt til einhverja hópa og það er hæstbjóðandi sem að fær borgar fyrir það. Í Kanada er þetta alveg þvera öfugt, þar varð það snemma þannig að krúnan og þessi armur krúnunar sem er svona eiginlega yfir ríkisvaldinu í Kanada hlutaðist til að fáum stórfyrirtækjum var eiginlega afhent þessi aðgengi. Þannig var í Austur-Kanada Irving familjan algjörlega ráðandi aðgengi að skógarhöggi og olíuleit. Macmillan Bloedel var aftur ráðandi í Vestur-Kanada. Þessi stórfyrirtæki þau fengu stuðning hjá lokal heimafólki út af að þau ætluðu nú að skapa svo mikla vinnu og gera svo mikið fyrir fólki og allt það. Staðreyndin var hins vegar þvert á móti, þau notuðu þetta aðgengi til að harðræna fólk mjög stíft og hafa verið harðræði gegnum tíðina og gengið mjög illa mjög harkalegir árekstrar auðlindanýtingu og sérstaklega skógarhöggi Vestur-Kanada. Þar sem Paul Watson var nú kannski þekktastur á sínum tíma fyrir að berjast gegn villimannlegu fellingum á gömlum skógi. En sem sagt Bandaríkjamegin hefur þetta gengið miklu betur, þar sé að menn hafa eingöngu fengið tímabundin afnot og ekki geta búið sér til þess að einokunar stöðu. Vernon Smith, hagfræðingur, hann gerði tilraun til þess að reyna að höndla það hvernig menn getur stýrt aðgengi af takmörkuðum náttúrugæðum í almannaeigu til hámars ávinnings en jafnframt með ábyrgum hætti og hann gerði svona módel tilraunir sem að leiddu til þess að hann fekk Nóbelsverðlaun fyrir það að það væri mjög áhugaverð hugmyndafræði. Í meinatriðum var svona, hvað sé mjög gróft má halda því fram að leið og var tryggt að menn hefðu jafnaræði til að sækjast eftir þessum gæðum, þá væri hægt að ná hámarks hagsmunum með ábyrgustum hætti vegna þess að það vildi enginn leyfa ræningjónum að ganga sem sagt að auðlindunum dauðum. Hann notaði meðal hans vatn hefur nú verið og nú í vaxandi mæli hvað sé baráttu efni, þetta var fyrir Enron, við skulum hafa það líka í huga sem grunn gæði. Á grundvelli þessar verðlauna var ágætur maður í háskólanum á Akureyri sem fekk Vernon þennan til að koma á ráðstefnu og tala möguleikana á því að setja nýta þessar hugmyndir hans í til að stýra aðgangasjávarauðlindin á Íslandi. Vill til að á þessum tíma voru menn var sem sagt þetta 2002 til 2004 og hafði hugmyndir fyrningarlegarinnar fengið svolítið athygli minnstakosti þannig að menn sáu ástæðu til að reyna að rökræða eða skjóta það niður eftir atvikum og ég held að einn stóri veikleikinn í fyrningarleiðinni eins og hún lá fyrir frá sem stefnumótur samfylkingarinnar var svo að
menn mönnum lánaðist ekki að stilla því upp sem að ég var að nefna í upphafi þetta með að auðlindirnar þurfa að eiga varnarþing, þær þurfa að eiga heima og þær þurfa að skila til nærsvæðis og næra samfélagið og ég bara sagt, ég menna norðmenn eru að nota 50-50 regluna í raun og veru í meginatriðum í sínum uppstillingum bæði á olíuauðlindinni og nýtingu á núna þar sem þeirra hugmyndir vindorku og lagareldi að það eigi að skila rentu hluta til nærsvæðisins. Alltaf, hvernig með skilgreina það nærsvæði svo aftur annar mál. Og ég held að sem sagt að ótti margra á landsbyggðinni við innköllum kvóta þetta færi allt suður. Menn létu plata sig til að trúa því að það yrðu bara peningamenn í Reykjavík sem myndu bjóða í veiðiheimildir og fara með þeir í burtu. Arðurinn eða rentan færi öll í ríkissjóð. Já, og rentan færi í ríkissjóð og ef það kæmi eitthvað þá kæmi það eftir þessum leiðum sem allir vita að íslenskir pólitíkusar hafi ekki verið færir að stýra. Öfugt við það sem að þið dreifbílaland Danmörk hefur til dæmis sett í sína reglur eins og það að ríkisumsvif í Danmörku skulu skiptast á sektorana og ef það lokað einhverjum ríkisumsvifum á Jótlandi þá bara ber ríkinu að skila tilbaka einhverjum öðrum umsvifum sem að tryggja bæði þjónustu og tekjuveltu fyrir samfélögin. Á Íslandi þá hafa menn túlkað hugmyndafræðin störf án staðsetningar, þar sé alveg öfugt. Hugmyndin störf án staðsetningar, hún kom þannig fram að þú gætir unnið starfi stofnun hvar sem þú byggir á landsbyggðinni. Nú eru menn farnir að ráða til starfa á landsbyggðinni undir formerkjum hugmyndafræðin störf án staðsetningar fólk sem býr í Reykjavík. Þannig að það er farið að nota þessa hugmyndafræði alveg í öfu átt. Það hefur verið þannig að þeir sem hafa helst rekið áfram kröfunum innköllum kvótans og uppbóðans hafa verið svona menn hérna fyrir sunnan. Og þetta er ekki hugmynd sem hefur náð flugi út á landi. Kanski hefði dugað til að leggja til að helmingurinn af rentunni færi í ríkissjóð og helmingurinn til sveitarfélagana eins og kvótinn var á viðmiðunum árunum 83 hérna. Ég er samfærður að ég dundaði mér ekkert að rekna þetta og var að rekna hvað þetta myndi hækka tekjur sveitarfélaga víða af land. Ég fullir í það. Og ef að þessi hugmynd hefði strax falið það í sér að það væri grundvallaratriði að 50% af rentunni skilaði sér til nærsvæðisins, þá hefði menn talað þetta auðvitað það, en það skiptir þó mestu máli að í mörgum plássum þá er málfrelsi manna takmarkað og það er ekki bara á Akureyri. Nei, og þú getur bara mist vinnuna og ekki bara í þínu plássi, þetta færði ekki pláss bara neins þar á landinu. Það er helsta gamalmenni sem eru komin í þá stöðu að hirða sinn lífeyri hafi þetta málfrelsi. En þá leið gallinn sá að það er kannski síður tekið marka á okkur. Já, það er ekki hlust á þá. Það er ekki hlust á okkur. Ég ætla aðeins að staldra þetta, vegna þess að í þessu myndi felast að við eigum fiskveiði auðlindina. En með því að deili þessu þannig út, að þá væri það fólk á Vestfjörðum sem ætti meira í fiskveiði auðlindinni heldur en ég og nágrannar mínir hérna í Reykjavík. Þannig að helmingurinn myndi dreifast jafnt yfir alla, í gegnum ríkið, og helmingurinn í gegnum sveitafélögin og líklega þá út frá einhverjum útreikningum það hvernig auðlindin hafði seitlað byggðirnar á sínum tíma, Þingeyri eða Ísafirði og síður á Hellu og Hvolsvelli og öðru slíku. En þetta finnst mér vera hugmynd sem að við höfum ekkert svo mikið rætt. Ég hef stundu sagt þetta þar sem ég var að ræða við mennum þetta og ég segi, mér finnst ekki að ég eigi kvótann Ég hef verið það fyrir vestan og Snæfellsnesi. Mér finnst miklu frekar að fólki þar eigi kvótann heldur ég. Ég er algjörlega sammála því, en þá er líka að svara þessu með öðru. Þá verður fólk geta verið sunnar alveg eins og þessi föðurlandssvikari og verður rosalega reitt. Já, en býtu, ef við höldum áfram með þetta og tökum þetta yfir á annars svið.
hvernig í ósköpunum dettur mönnum í hug að það sé eðlilegt að allar mögulegar tekjur af fjölda heimsóknum ferðamanna eigi ekki að skila sér til þeirra sem búa í Bláskógabyggð, Mýrdalnum, Vestmannaeyjum, Þingeyjarsveit eða hvar annars staðar. Auðvitað eiga þeir að skila sér þangað. Það er bara þannig, það sem ég er að benda á Benedikt, að umræðan okkar það hvernig við förum þessa eign okkar, hún er bara ekki þroskaði þannig, að það er ekki verið að ræða þetta. Nei, þess vegna erum við að tala saman. Þess vegna nenni ég að koma hérna og tala við þig, vegna þess að ég held að sé raunverulega ómaksins að reyna að breyta þessu og reyna að leið og við sko heimtum það að stjórnsýslan, háskólakerfið og hjálpi okkur til að halda upp í umræðu með því að leggja til greiningargögn sem að sýna okkur hvernig fjárstreymi ég meina á einföldustu statistík og hjálpa okkur til að búa til einfalda útgáfu af líkönum það hvernig fjárstreymi gæti flust til í samfélaginu. Bara þetta að segja 50% af auðlindarentun í fiskveiðum eigi að skiptast á landshlutana. Þú bætir því við að hún eigi að skiptast með tilvísan til þess sem hún var 1990. Ég meina það er alveg sjónarmið. Mér finnst það eðlilegt að fólki á Þingeyri fái eitthvað sem að þau mistu kvótann. Já, ég er algjörlega sammála því. En á sama hátt þá er ég líka að halda því fram að sko til skamms tíma þá varð ekkert eftir af risavirkjunum í Þjórsá í sveitunum þannig frá. Þeir hins vegar urðu fyrir umhverfistjóninu, þeir taka við okkuræðinu, sama er með sko uppaflegu nýtinguna á Sogsvirkjunum og Laxá í Þingeyjarsýslu, að Reykjavíkur borg var afhentur virkjunarheimildin í Sogsvirkjunum, Akureyrarbær fékk Laxárvirkjun og það var bara tekið eiginlega með ráðherra ákvörðun af nærsvæðunum. Þau fengi ekki neitt. Hins vegar í gamla daga þá var hópur af mönnum sem fekk vinnu við þessar virkjanir af því að það þurfti að vakta þær á staðnum. Öfugt þessum er núna, þeir eru allar saman keyrðar frá einni stjórnstöð, skammt frá okkur meira og minna þær sem eru enn í keyrslu, sko. Þar sem sitja menn við sko, tölvuskjá í Öskjuhlíðinni. Sko. En þess vegna þurfum við að mínu mati að breyta þessu. Við þurfum að fá þessa fagvinnu sem hjálpa okkur. En þess vegna þurfum við að passa okkur alveg rosalega á þeim tilhneigingum sveitarstjórnarmanna og alþingismanna að þeir kalla eingöngu til hagsmuna aðilana sem eru á vettvangi til þess að ræða við sig það hvernig þeir vilji hafa þetta. Þeir eru ekki að ræða hvernig hlutin gætu orðið? Nei. Þeir eru ekki að ræða það og þeir eru ekki að ræða það út frá gögnum þannig að þú og ég og aðrir sem að vilja taka þátt í lýðræðislegu samfélagi geti talað það, skilið það og tjáð sig það og tekið sínar ákvarðanir á grundvelli þess. Það er ýmis álitamáli í þessu. Eins og keyrði ég upp eftir allri vesturströnd Noregs og kom þar í ýmsa bæi. Og ég meina þeir eru einu bænum að vera að tala við þá sem byggu þar. Og þau borguðu, ég held bara ekkert fyrir rafmagnið. Af því að bæjarfélagið átti virkjun langt inn eftir firði. Og það var bara eina gæðunum við að búa þar. Þetta var tildulega afskeft og hafði ýmsa ágalla annað, þessi bær, ótrúlega fallegur og ótrúlega falleg fjallasýn. Og svo heldum við eitthvað áfram að tala og ég man ekki hvort að ég var eitthvað veltað hvort það var að fara í bað eða eitthvað svona. Að þá sagði hann, já það er bara líkillinn þetta er af íþróttahúsinu. Að þá voru þau með sko, allir bæjarbúar voru með líkil að íþróttahúsinu. Því það var notað sem sko sameiginleg aðstaða og þar var sundlaug sem voru bara sameiginleg gæði þeirra sem byggu þar. Og þetta er náttúrulega lítið sveitafélag sem er svona ríkt að þessu leiti og bæjarbúarnir nutu þess. Einhver geti hort á það en svona óréttlæti að því að þarna 8 bæjum sunnar að þá þurftu þau að borga svona mikið fyrir rafmagnið og áttu þetta ekki. Þannig að ég myndi það líka að vera velta fyrir okkur þegar við erum að tala hvernig við förum með
sameiginlegar auðlindir okkar, hvort að það séu ykkur svona bara á einum stað, þar sem að þjóðin á þetta sem heild og verður alltaf að taka allan ávinningi til sín sem heild, eða hvort að við sættum okkur við það að auðlindarentan hríslist út í mismunandi bæjarfélög með mismunandi hætti og það séu bara einn ágætust gæði. Það segjum að við verum að deila út auðlindarentunni í fiski og við myndum segja sem svo að þú mátt bara ráðstafa því hvernig þú fer með það og Ísfirðingarnir myndir allt inn að segja nei, við ætlum ekki að bjóða upp, við ætlum bara að reka okkar bæjarútgerð. Já, það getur verið málefnilegt. Það getur verið málefnilegt. Það getur verið málefnilegt að hérna... Við ætlum að láta bara auðlindina hríslast hérna og byggja upp Ísafjörð og kærum ekki við að fá eitt tekk í mánuði. Já, en ég ætla að bregðast við þessu svo að segja, sko, að ég held að þetta sé eðlilegt þar að segja, ef við erum að tala um nýtingu og auðlind sem að hefur ekki staðartengingu af neinu tagi, ef hún væri til dæmis bara nýting á lofthjúpnum eða norðurljósunum, þá held ég að það væri mjög auðvelt að halda því fram að hún ætti að vera okkur öllum sameiginleg, rentan. Það er ekki langt síðan að var verulegur munur á gjaldskrá hitaveitna og rafveitna eftir sveitarfélögum í Íslandi og þar var verið að sko, nýta sér það sem þú ert að tala um þarna frá norska bænum, þar að segja að menn áttu þetta og hérna sumar hitaveitur voru til skamstíma alveg gríðar ótrúlega ódýrar hérna á Íslandi og eru líklega enn. Reykvíkingar getur tekið þennan kost og segja að við ætlum bara að hafa rafmagnið í Reykjavík fáranlega ódýrt. Já, Reykvíkingar... Vegna þess að við höfum svo gamlar virkjanir og fleira sem við erum með og svo ætlum við bara að láta þetta stórið þarna í Hvalfirði borga fyrir okkur alltaf restakostnaði. En við ætlum að hafa eitt að gæðan og þess að búi í Reykjavík að þú borga bara sáralítið í rafmagn. Þeir gætu ákveðið þetta og það er málefnilega ákveð að nýta arðinn með þeim hætti beint til allra í staðin fyrir að taka hann inn í formi arðgreiðslna. En hinn handleggurinn sem ég held að sé raunverulegur, það eru raunverulegir hagsmunir allra Íslendinga að nýta landið allt að einhverju marki. Við höfum öll af því hagsmuni. Til þess að það sé og á sama hátt, það er alveg sama hvað okkur finnst tæknivæddar fiskveiðar, þær eru landháðar. Við þurfum að komast í land og það er skynsamlegra að nýta sumarauðlindirnar með minni, sumarfiskistofnar með minni bátum heldur en reisabátum og það er umhverfislega hagkvæmara og það getur verið siðferðilega rökréttar að gera það. Getur ekki að skila herra afurðaverði? Já, leið. Þannig að landtenging auðlindarnýtingarinnar er skynsamleg, alveg eins og hún er óhjákvæmileg með nýtingu á jarðhita, vatnsorku og ferðarþjónustunni. Hún er raunverulega tengd landinu físíst og við þurfum að þess vegna er rök fyrir því að skipta þessu til nærsvæðis versus sameiginlegra sjóða, þau eru alveg ótvíræð. En það má vel vera að 50-50 eigi við á einum stað. Það gæti átt að vera jafnvel meira, þar sé til nærsvæða, vegna þess að áhætta af nýtingu, til dæmis, ég tala nú ekki olíuborsvæðin í Noregi, sko þar er áhættan miklu meiri ef eitthvað kemur upp á, þá er ekki bara nýting olíunar í uppnámi, heldur kannski nýting allra annar auðlinda. Þannig að nærsvæði þarf að fá meira til sín fyrir að taka áhættuna. Kannski er þetta taka bara dæmi með sjókvíeldi og horfur út eftir Patreksfirði og Tálknafirði að þá er þetta bara heimahagar þessar sveitafélags og því bara taka þetta allt saman. Ég sé ekki það að ég hérna fyrir sunnan eigi nokkuð skapaðan hluti í þessu. Það er hugsanlega rökrétt að líta á þetta með sama hætti eins og á landbúnað af því þetta er sko svo, þetta er svo strandháð og staðbundið. En við erum ekki mikið að ræða auðlindina svona. Nei, við erum ekki að því. Nei. En sko, ég nefni hérna með fúskvæðinguna. Sko, ég hef alveg rosalegar áhyggjur af þessari fúskvæðingu, ekki bara í eftirlitsstofnunum okkar, heldur í meira og minna í öllum stjórnunarstofnunum, nýlega könnun á hérna skipulagsmálum eða við þorrum fyrir ekki reynslum hann af spillingu og vettvangi skipulagsmála.
hún segir manni alveg sko ákveðna sögu og ég ætla bara að fullira það að pólitískt ráðnir stjórnendur og skipulagsdeildum ákveðina sveitarfélaga, þeir hafa sko ekki svarað því, sumir hverjir, að þeir kannist við spillingu þó að þeir séu hluti af spillingunni. Það voru færri pólitíkusa sem að upplifðu spillingu heldur en embættismennirnir. Ég veit það. Já, en á sama hátt. Því að spillingi kemur náttúrulega frá stjórnmálunum. Hún kemur auðvitað í gegnum þá. Já. Þeir eru lykillinn að því. Því að við erum ekki sjóuð í þessu, í einhvers konar, hvað sé að beinmútu kerfið þar sem að menn hlaupa langar leiðir með brúnumslögn. Ég held að það sé ekki mjög algengt en þekkist örugglega. Ég spyr stundum hérna þegar kemur eitthvað svona eins og á bara að gefa einhverjum fyrirtækjum einhver verðmæti almennings og þá spyr ég, eðlilegasta spurningin er bara hvað eru múturnar? Af því að ekki ætlar að segja mér að fólki sé svona heimst eða? Ég óttast að við spilling á Íslandi sé miklu meira í formi vina, hyglingar og þess að menn vilji fá að vera í partíónum með fína fólkinu. Það er snobb, það er mjög útbreitt og menn eru mjög viðkvæmir fyrir því. Það getur líka verið sko raunverulega svona eins og afkomu ótti að ég veit það sem embættismaður að ef ég bara fer eftir öllu sem að þú biður þá fæ ég að vera inn í hópnum, ég mun hafa ágætis afkomu. Því ef ég geri það ekki, þá hef ég endalaust dæmi það að það bara, þeim farnast bara illa sem að setja sig upp á móti valdinu, þeir verða saminu stofnunna, þeir verða reknir og endanum við þekkjum mörg dæmi af kannski svona fyrir nokkrum árum síðan að menn bara hröktust úr landi. Ég held að við þekkjum óþarflega mörg dæmi af því til dæmis bara í kringum hrunið og í framhaldi af hruninu. Fólk sem að glímdi við að leggja mörkum til þess að takast á seiðferði spillingu og glæpum í tengdum hruninu. Sumir þeirra koma ekki til að með að vinna á Íslandi aftur. Því miður. Og meina þeir sem stóðu fyrir hruninu þeir hafa verið enduristir en ekki þeir sem að gagnrýndu. Akkurat og ég meina þessi ótti, hann er gríðarlega raunverulegur og ég held sko ég þekkja núr mínu umhverfi alveg frá örófi alda ég hef sótt stöður í gegnum tíðina sem ég hef ekki fengið og ekki vegna þess að ég væri ekki líklegur til þess að ráða við þær, heldur vegna þess að ég var ekki líklegur til þess að verða þægur þjónn. Og það sem heitir að vera umdeildur. Það er kallað það. Það eru þeir sem ekki spila með. Já, þegar fagfólk sætir því. Það er aldrei sagt að sko, Hannes Hólmsteinn sé umdeildur maður. Það er aldrei notað orðið yfir hann. Sjálfsögðu ekki. Nei, það er aldrei notað þá sem eru raunverulega að vinna fyrir þá sem eiga og ráða eins og sagt er. Akkurat. En þetta er mjög algengt í fagstofnunum, fólk sem hefur ekki, það er sagt, það hefur lagt stein í götu, það heitir það. Þegar menn að koma með, jável bara mjög eðlilegar og nauðsynlegar spurningar, þá heitir það tefja mál og eitthvað svona sem er í raun og veru. Stundum þannig að við þetta búum við hinhliðin á fúskinu svo að valdamennirnir, þeir sem koma með peningana, þeir þurfa ekki að hafa fyrir því að undirbúa gögn og leggja þau fram vegna þess að þeir komast upp með að fá sínu framgengt án þess að sína fram á hættuleysi eða skaðleysi mengandi framkvæmda. Eins og kemur fram í sjókvíaldinu að þá ef að rammin er of þröngur fyrir þá sem ætla að græða á þessu, að þá er hann bara einfallega vikkaður fyrir það. Já. Þannig að ég veit ekki alveg hvað ég kalli þetta fúsk, því að sumileyti er þetta bara stjórnsýsla sem eru aðlöguð að því að fara að kröfum þeirra sem ætla að græða í sjókvíaldi eða í ferðaþjónustu eða... Já, hinu leitinu sko höfum við kerfi, ég meina það eru matvælastofnun og alls konar eftirlitsstofnun sem hafa eftirlit með og setja ramma umhverfisstofnun, þá skipulagsstofnun þá að meta og það er alveg það sama í framkvæmdum, virkjanaframkvæmdum og öllu. Þegar menn að ólmast núna yfir því að rammaáætlun í endurnýjun ríkisstjórnarinnar, þá eru menn allt í einu farnir að rífast yfir því að það sé ekki hægt að vinna eftir rammaáætlun. Sannleikurinn í málinu sá að það er allt í góðu lagi með rammaáætlun. Sjálfstæðisflokkurinn
hefur bara komist upp með það að vilja aldrei fara eftir römmunum sem rammaáætlun setti og það er Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sem hefur komið í veg fyrir það að þau plön sem að lögð hafa verið upp með innan rammaáætlunar næðu fram að ganga vegna þeir bara vildu fara sínu fram. Að þeir vildi ekki fara eftir römmunum. Rammin færi eftir sínu vilja. Já, þeir vildi snúa því við. Ekki beygja sig, þeir vildi ekki aðlaga sig römmunum. Nei, akkurat. Þeir tóku samtátt í því að setja þessa ramma. Alveg eins og með þjóðlendulögin. Allt í einu var fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins ætlaði hann að fara að beita sérstökum undantekningum í Borgarfirði eða á Vesturlandi af því að hún líkaði ekki þjóðlendukröfurnar sem þar voru gerðar. Restin af landinu þá veit ég ekki betur heldur en það verið gerðar þjóðlendukröfur á grundvelli þessar sömu laga undir fjármálaráðherrum Sjálfstæðisflokksins heimi á húsvegg hjá fólki út all land en allt í einu af því að það voru einhverjir sem að hugnaðist þetta ekki og voru stórir og sterkir þá allt í einu fór ráðherrann náttúrulega að skipta sér af þessu come on, þetta er Ísland Herru, ég ætla að reyna að fjalla þessum auðlindirnar ég held að sé getur verið áhugavert að eiga samtöl við fólk út frá því að þjóðin eigi auðlindirnar og veltaði fyrir hvað þjóðin vil gera við það. Kannski ættum við bara að fara hringinn í kringum landið og ræða við fólk auðlindir. Vildu verið bara ásnjált að heimsækja fólk? Herru, ég gerir það kannski næst. Þú kemur alltaf hingað og heimsækjur okkur þá allir í bæinn. Gaman að fá þig Benedikt. Takk. Já, þetta eru lokin hjá okkur við rauðaborðið í kvöld. Ég þakka Benedikt og öllum gestunum kærlega fyrir komuna. Þakka Laufey og Petri fyrir upptökuna og að senda þetta út en ykkur þakka ég mest sem hafa staldrað hérna við og hlustað sem hafa breytt þessu samtölum okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar og þá kannski kíkjaðu á þetta og við það stækkar dreifikerfið, langdrægnin eykst. Þið getur sagt að við séum á Facebook fyrir þá sem að það vilja, við erum á YouTube fyrir þá sem að það vilja, við erum á öllum hlaðvarpsveitum fyrir þá sem að það vilja, við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, útvarpsendingarnar má líka sækja á spilarann, það er spilarinn.is á netinu og spilarinn er líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðina og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt í gegnum fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinnu líka upp á efni frá samstöðinni sem eru 24 tímar og sólarhring 7 daga vikunar allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja samstöðun upp getið gerst áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur sem að mér er sagt að sé lágt verð fyrir það efni sem við búum til. Þið farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem stendur áskrift ef þið viljið skrá ykkur. Þið getið borga meira en 2.500 krónur ef þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Allt sem þið sjáu hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Þetta er búið í kvöld. Ég verð hérna næst á morgun klukkan 8 þegar nýtt rautt borð byrjar með öðrum umræðuefnum og öðrum gestum. En ég þakka fyrir í kvöld og segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.